Já, velkomin á Rauðaborðinu á 50. í upphafi vetrar. Það margt í boði í kvöld. Björn Þorláksson, þú ætlar meðal annars að ræða áfengi í búðir. Já. Klassískt umfjöllunarefni. Já, ansi umdeilt skref sem Hagkaup að stíga í dag að hefja vefverslun. Það má eiginlega segja að sem svona hálfpartinn vefverslun eða ekki, svo sækja mér þetta í búðina ekki? Jú, það má eiginlega segja sko að mér sýnist samfélagið vera alveg þverklofið og heitar tilfinningar. Þannig að, já, ég ætla að fjalla þetta mál. Þetta klassíska deilumál í íslensku samfélagi. Já. En aftast eru 2 viðtöl. Hann Gísli Pálsson sem skrifaði bók geirfuglinn, fuglinn sem gat ekki flogið, sem var þýdd á mörgum meðal annars á ensku og hann var tilnefndur til mjög fínna verðlauna og svona af því tilefni þá ætla ég að fá hann af því þetta er svona klassísk saga, segir svona umgengni mannsins við náttúruna og kannski sagan útdauða geirfuglsins eiginlega svona fyrsta sagan eða svona næstu því að kannski dótófuglinn að maðurinn geti eytt tegundum. Já. En núna er maðurinn að eiga tegund á dag eða svona. Já, bara 1000 tegundum. Já, þannig ég ætla að ræða við Gísla sem er náttúrulega fróður manninn og náttúruna og samvistir þeirra og umhverfismál. Ég held að fá hann hérna í lokin. En áður en að því kemur að þá kemur hún ætlar hún Oddný Eir Ævarsdóttir að tala við hana Sóleyju Dröfn Davíðsdóttur sem er sálfræðingur og þau ætla svona að ræða svona sálarástand landsmanna. Já. Og svona voru gaman að flytta því. Það hefur nú stundu verið betra, ekki satt? Líður ekki þannig? Líður ekki þannig eins og það hefur stundu verið betra? Mikil spenna í samfélagi. Já, ég spyr fólk að þessu og þá sem að gerst eiga að þekkja af því að það er ýmis merki að svo sé og ég spyr alltaf er þetta vegna þess að við erum með meiri athygli á líðan núna en áður, fleiri mælitæki og greiningar og eitthvað fleira og eiginlega allir sem ég spyr segja, já, ef við tökum það í burtu að þá eftir sem áður stendur að svo virðist sem að fólki líði æver. Já. Sko, það þessi áhersla á efnisleg gæði á kostnað viðburða og reynslu, samveru og hins félagslega galdurs. Þetta hefur vond áhrif á manns eigin sál og tilfinningar. Maður finnur það. Að þegar maður sjálfur dettur í einhvern svona efnishyggju gír og fer úr þessu andlega og félagslega og fer úr viðburðunum og reynslunni, þá líður manni verð og mér finnst núna vera svona skeið þar sem mikil spenna í samfélaginu. Menn hafa velt því upp hvort spennan skýri metfjölda manndrápsmála, mjög mikinn fjölda banaslýsa í umferðinni, ofboðslega reiði, polariseringu, gjár á milli fólk sem aldrei fyrr. Það er sérkennilegt andrúmsloft þess dagana. Þá segja menn stundum að þetta hefur alltaf verið svona? Ég held að það sé bara ekki rétt. Nei. Herðu, en það er meira í Magga Stína, hún kemur hérna með fréttir frá Gaza sem eru slæma fréttir og það er svona hryllilegt, en það er líka gaman áhugavert að fylgjast með þessu svona hvaða áhrif það hefur eiginlega á umræðuna og viðbrögð stjórnvald og fleiri í okkar heimshluta að það sé í gangi þjóðarmorð og það eru bara drepið 200 manns og hún hefur nú verið að benda á það að líklega er talað fallina að vera kannski nálægt 200-300.000 þó svo sé alltaf verið að tala eitthvað rúmlega 40.000 en það er þá bara þeir sem hefur verið farist í loftárásum eða verið skotnir og hægt er að nafngrina það eru mikill fjöldi líka sem er undir rústunum á Gaza. Einhver sagði að sannleikurinn væri það fyrsta sem féll í stríði? Já, það deilum hann. Herðu, síðan ætla ég að fá hingað 4 svona skólastjóra úr tónlistarskólum og forystu fólk úr fagfélögum tónlistarskólakennara og stúdenta til þess að ræða tónlistarskólana. Þetta er svona lokina og ég var með Sirpu í vikunni þar sem ég rætt
þætti skólamál, hvert svona skólastig fyrir sig, vorum með leikskólan á mánudaginn og framhaldsskólan á þriðjudaginn og grunnskólan á miðvikudaginn og nú komið að tónlistarskólanum og hugmyndin var svo að fá svolítið svona raddir innan úr hópi kennara og kannski fagfélögum þeirra sem eru kannski það fyrirbrigði sem líklegast til þess að móta einhverja stefnu eða einhverja aðgerðir til þess að mæta þörfum skólans. Sömuleitt ég að leika mér að þessu vegna þess að það verður sérstaklega áberandi núna í sumar svona umræða sem drifin áfram af viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins og einhverjum slíkum fyrirbrigðum og mér sakna þess að mér finnst það skrítið að þess bara leyft að ganga yfir samfélagið og svo eru gengið á stjórnmálafólkið og það þarf að svara einhverju hvað hugmyndir viðskiptaráði hefur skóla. Mér finnst þetta mjög gagnlegt þema, fróðlegt að fylgjast með þessari umræðu og kannski mætti ég bæta því við að þessari umræðu ekki lokið hjá okkur. Á morgun þá stefnir ég að ég stýri þættinum vikuskammti sem svona umræða fréttir vikunar og tíðaranda líðandi stundar og þar verða sennilega 2 nemar á framhaldsskóla aldri á meðal fullorðina sem til þess að ræða svona samfélagið í dag og ofbeldi meðal ungs fólks. Akkurat, meðal annars ofbeldið og þetta svolítið sem að við fjölmiðlamenn þurfum að kannski vera aktífari í. Það að tala við hópinn sem rætt í stað þess að tala við sérfræðingana þá sem máli varðar. Já. En hinga á eftir koma Jóhann Ingi Benediktsson sem kennari í tónskóla Sigursveins de Kristinssonar og Júlíana Rún Indriðadóttir sem skólastjóri þess skóla, Hjörleifur Örn Jónsson sem skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri og Sigrún Grendal sem formaður félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólanum. En á eftir þegar við erum búin að skjóta inn í smá tilkynningum að þá ætlar þú og Sigurður Magnús Egilsson gamalreyndir blaðamenn með kannski 75 ára reynslu samanlagt í blaðamennsku að ræða stefnuræðu forsætisráðherra og umræðunar eftir. Já, ef ég væri að ræða við þig ef ég væri að ræða við þig þetta mál, hvað fannst þér? Varst að hlusta? Nei, ég er voða lítið ekki eiginlega til þess að hafa neitt eftir ég datt svona inn í þetta annars slagið Já. Þetta var ekki á minni könnu að fylgjast með þessu. Þú horfðir? Já, ég horfði ansi máttleysisleg umræða miðað við alvöru mála. Já, mér fannst það. Það sem ég sá með þetta vera, ég veit ekki, það er eitthvað við þetta form sem bara eiginlega degi út Maður er eiginlega hættur að búast við að þarna gerist eitthvað. Og það líka einhvern benti á það fyrir einhverjum árum síðan að það er eitthvað skekki í þessu því að maður myndi ætla að þetta væri stefnuröðan og svo væri viðbrögð við henni en flestir nota bara sína ræðu til þess að mæra sína eigin flokka og þetta verður bara leiðilegt þetta svona eins og verða í 70 sammæli og það bara allir að tala sjálfa sig en enginn að tala afmælisbarnið það er bara eitthvað að kúltunum á Alþingi þeir kunna ekki að fara með ræðupúlt. Kannski ekki, ég er að velta því fyrir mér af því að einmitt, þú myndist á reynslu okkar í blaðaheiminum. Það finnst að Andrés Ingi Jónsson vera svolítið góður í sinni ræðu, það sem ég sá. Já, en þetta þótti krassandi efni, þetta þótti pop, þetta þótti stuð, þetta þótti skemmtilegt, þetta var stór mál fyrir, ef við fyrir 20-30 ára aftur í tíman, að það var þetta óbúslega mikið mál. Meðal annars að því að menn voru að svara einhverju sem einhver sagði og svo komur annar og svaraði og það var einhver debattin í staðin fyrir þetta sé bara eins og sem verið að spila þetta einhverju gamalli blötu En er það líka kannski vegna þess að þá var bara svo mikill skortur á afþreyingu og uppbroti frá samtíman og maður veit það ekki. Þetta var áramótaskaup að hausti. Einhvern tímann var ekkert að lesa nema fjártalið og fólk las það. Það var ekki vegna þess að það var svo skemmtileg bók þú ert að segja það. Fólk var neyslulega að horfa þetta. Þetta prógramið framöndan. Ég ætla aðeins að geta þess að því að það voru fréttir í Viðskiptablaði byrjaði á því að segja fréttir að hefði verið tap á Samstöðinni og Vísir tók það upp og ég ætla kannski aðeins að útskýra aðeins hvernig þessu háttað. Þannig að fólk
gerist áskrifendur hér og þeir sem að gerast félagar í Alþýðufélaginu, að það rennur inn í Alþýðufélagið sem að síðan leggur peningana inn í samstöðun og við höfum haft háttin á að það er lagt inn sem svona víkjandi lán af því að við reiknum með að einhver tíman í framtíðinni munum við auka hlutafé í samstöðunni og með því að halda peningum áskrifenda svona til hliðar að þá verður það mælanlegt sem hlutafé sem að rennur inn í samstöðuna. Þannig að það er ekki þannig að samstöðunni hafi eitthvað vantað pening á síðasta ári og það vantar okkur alltaf pening. Allir peningur sem við fáum við breytum með strax í dagskrá. Ef við höfum alltaf rekið þetta þannig að við höfum alltaf átt fyrir öllu sem við höfum gert og það má ef að viðskiptablaðið væri læst á ársreikninga, þá hefði það getað séð að fé sem við áttum í sjóði í upphafi ársins og síðan í loka ársins, það jókst 4,2 milljónir og það má eiginlega líta svo á að við fengum meiri tekjur eða minna sem að nemur því heldur við fengum. Þannig að það er alls ekki þannig að það sé ykkur hætt á því að samstöðin gefur böndina. Hins vegar það þannig að þetta er náttúrulega erfiður rekstur og hefur alltaf verið. Þetta byrjaði sem bara sjálfboðaliðastarf og síðan fekk fólk einhverja umbun fyrir störf sín og við erum svona hægt og bítandi að reyna að þoka þessu í átti að vera að geta orðið eitthvað svona vinnustað þar sem að þetta bjóða fólki upp á. Nú það þannig að hér eru allir bara á grunnlaunum blaðamannafélagsins, þeir sem eru hér í fullri vinnu og þeir sem eru í hlutastarfi fá útreiknað samkvæmt því. Allir peningur sem hingað kemur, hvort sem það eru styrkir eða stuðningur eða áskrift fer að beint í dagskrárgerð. Við borgum náttúrulega húsaleigu og við þurfum að borga einhverja svona gjöld af einhverjum forritum og stundum þurfum að kaupa tæki en að öðru leyti fyrir allt í því að búa til dagskrá hérna. Hér er engin yfirstjórn, hér er engin framkvæmdastjóri á launum, hér er ekkert fínir í. Hver einasta króna sem að dettur í kassan við hlaupum strax til og reynum að búa til dagskrá eins og ég vona að þið sem hafi fylgst með uppbyggingu samstöðunni gennum tíðina hafið átt okkur á. En þetta er messa mín í dag, hvet ykkur bara þá ykkur sem ég veit að eru að núti sem eru löngu búin að ákveða að gera þáskrifundur, hafa bara ekki látið verið að því, erill dagsins einhvern veginn truflaða, fólk sem að veita að það er mikilvægt fyrir Íslands samfélag að hafa samstöðuna og veita að samstöðun mun ekki byggjast upp nema að sem flestir komi að því með því að gera þáskrifundur, að þá mun okkur takast að búa til öflugan fjölmiðil. Hvet ykkur sem eru búin að taka þessu ákvörðun en ekki látið verið að því að kýla á það núna, fara inn á samstöðun.is þann hneppu sem ástendur áskrift og framhaldið ætti að vera skýrt. En við ætlum að skjóta inn aðeins tilkynningum frá öðrum og síðan mun Björn Þorláks og Sigurður Magnús Sigurðsson fara yfir stefnuræðu Bjarna Benediktssonar og umræðuna sem voru á eftir henni niður á þingi. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl. Við ætlum að ræða saman, ég og Björn Þorláksson, sjónvarpsmaður hér á stöðinni, stefnuræðuna frá því í gærkvöldi og umræður hana. Fannst þér mikið til koma? Nei, mér fannst ekki mikið til koma. Ég er að velta því fyrir mér hvort þetta sjó, að maður slettir, er að verða lélegra frá ári til árs. Það er sama og ég hugsaði. Er það? Já. Eða hvort kröfur okkar aukast alltaf frá ári til árs. Ég held að bara áður hafi verið svona
fleiri svona þungavíktar þingmenn sem töluðu blaðlaust og svona, svona meiri ræðum en heldur en til dæmis í sá varaformað Sjálfstæðisflokksins las upp að blaði, mér finnst það ekki nógu gott í ykkur 5 mínútna ræðu. Það er alltaf að vera með púnta hjá sér og geta litin í púltið en að við ekki lesa sko. Nei, og svo eins og var hér bent á í kynningu á þessum þætti, bróðurinn gerði það Gunnar Smári, að sko það líka þetta hvernig þingmenn bregðast ekki við stefnuræðinni þegar þeir taka til máls, heldur eru bara með sitt eigið prógram. Sko, ég tek undir með Smára með það að hér í gamla daga þá var þetta meiri svona lifandi dýnamík utanum kjarnamálsins sem var fluttur af viðkomandi forsætisráðherra. En núna fer þetta svo í allar áttir og það ekkert margir sem að munnhöggvast með rökum við Bjarna. Nei, sko, það líka Steingrímur Sigfússon var nú oft í stjórnarandstöðu og eftir stefnuræðu forsætisráðherra kom hann alltaf þetta voru nú meira þunnildið og svona og gagnrýndi ræðuna sko. og það sem að hún bar með sér. Ég held að sko einu almenni áhorandi að þetta byrja sem þetta Bjarni forsætisráðherra, þetta byrja með honum og ég held að fólk í Sverige með að hlusta á hann. Það er fólk sem sko í vanda núna út af verðbólgunni og vaxtahækkunum og fleira að það er bara erfitt með að hlusta á Bjarna Benediktsson tala til sín sko. Við bara hvorki viljum hafa hann fyrir augunum á okkur né hlusta á hann. Já, ég held þetta sé þannig, hann næri ekki sko, þetta er bara eins og bara úr sig ekki engin sko trúbador eitthvað sem að enginn kemur til að hlusta á sko. Það getur vel verið að þetta hafi meiri áhrif á viðhorf okkar þegar við erum að fylgjast með dagskrárlið eins og stefnuræðinni í gærkvöld heldur maður áttar sig á. Það er ágætt að rifja það upp vegna þess að þú nefnir að þetta er 16% forsætisráðherrann okkar sko. Það voru 16% sem vildu að hann yrði áfram í ráðherraembætti eftir hann rökklaðast úr stóli utanríkisráðherra. Og ekki hefur nú fylgið hans vaxið síðan. Þannig að sko hann er náttúrulega ekki forsætisráðherra þjóðarinnar. Nei, hann næri ekki sko, það er alveg sama hvað hann er búið okkur sko. Það er bara ósjálfrátt, það er bara fólki með bananerón. Ég held að sko, hann höfði ekki til nema þessa þrönga hóp síns sko. En útskýri samt ekki sko sóknarfærin sem manni finnst að ætti að vera hjá minnihlutanum hjá stjórnarandstöðinni. Manni finnst að Bjarni hafi kannski aldrei verið veikari fyrir. Það er mjög langt síðan einhver ríkisstjórn hefur setið jafn veik fyrir eins og núna er. Sóknarfærin eru út allt. Ef ég og þú værum í stjórnarandstöðu núna á þingi heldur við myndum ekki svara stefnuræðu forsætisráðherra dálítið mikill ákefð. Heldur það að fara búið til morfísræðu sjálfur? Ég segi það. En það voru ekkert mjög margir stjórnar andstöðu þingmenn sem að nýttu sitt tækifæri vel í gærkvöld. Inga Sæland, hún náttúrulega sér líka það ekki bara? Jú, með leikmunni, með blað, prósentutölur, tók líka áhættu eins og þarna í lokin sko þegar hún ekkert hálf, hún bara kendi ríkisstjórninni það að milli 20 og 30 borgarar létust inn á heimilum sínum á hverju ári. Án þess að þeir fyndust fyrir en kannski bara löngu seinna. Að hún bara gerði ríkisstjórnina ábyrga fyrir þessu, það átti að sussa á hana, það ætluðu allir að vera voðalega móðgæðir og eitthvað svona. En hún sýnir þó sitt hjarta, hún sýnir sína tilfinningar, hún berst fyrir lítilmagnan. Alla leið fram í neglur og hún kann að flytja ræðu þú kannski veist það að hún flytur allar sína ræðu blaðlaust en það er hún lögblind, hún næri ekki að lesa allt sem að hún segir í ræðustólu Alþingis er bara hérna uppi en það eru það kröftugustu ræðunar og að þú myndist á Steingrími Sigfússon hérna áðan hann var náttúrulega valinn órator ársins hvað eftir annað vegna þess meðal annars að hér í gamla daga vegna þess að hann talaði blaðlaust og hann talaði þannig að maður komst upp úr þeirri tilfinningu að maður væri að
horfa bara á eitthvað fólk í vinnunni sinni á Alþingi. Hann hreyf mann sko til að hugsa hluti og setja í samhengi. En þessi galdur ansi mörgum þingmönnum horfinn, virðist vera. Þegar ég var þingfréttamaður sko, þá voru þetta svona menni svo Jón Baldvin, Friðrik Sofursson, Ólafur Ragnar Grímsson, Ingibjörg Sólrún og það var bara sko, þar voru sko ræðumenn sem að, og Sá Gesson, sem var kannski fremstur þetta. Og ég einsinni segja smá sögu að því að þegar að Reymáli var og þá var Svandís í borgarstjórn og það var mikið mál og hún skildi eftir sig svona spor allstar, þannig að alltaf bókaði allstarna, alltaf að rekja sko svona, hún gerði það mjög faglega og við erum að tala þetta, ég og Þorsteinn Pálsson. Þá segir hann, hún bara að vera svolítið lík pappa sínum í pólitíkinni og þá segir en það segir mér, Þorsteinn, það hlýtur að vera erfitt að glíma við Svavar í þinginu. Nei, ekki aldrei. Þá segir menn, come on, hann besti ræðum að bara sem að í minni lífstíð allavega. Þá sagði Þorsteinn, hann frábær ræðumaður en hann fer aldrei út úr málinu. Það alltaf þetta svara manni sem að tala það sem í umræðinni. Já, ég skil. Þannig að það var bara gaman að vera á móti Svavari því að orðkingi var svo mikið og ástriðan og allt þetta, en hann fór aldrei út af teinunum, sko. Einmitt. En ég ekki viss að sé margir svona, þegar ég rifið þetta með Þorsteini og sagði, það ykkur aðri núna sem svona, vill ekkit sem meina þeir hafi endilega verið fremstir hann á þeim tíma, en þetta voru skörungar, sko. Þetta voru skörungar og við munum báðir, sko, mér líka að segja snilligáfu þingmanna þegar koma málþófi. Hvernig þeir gátu sko skrúað niður, skrúað upp, hvernig þeir gátu talað endalaust, þannig að eiginlega unun var á að hlýða ekki neitt. Þegar þurfti. Sumir fóru létt með það. Sumir fóru mjög létt með það. Við ætlum að tala hvað Bjarni var að boða. Ég man mest að því að það var að boða. Að vil ekki fara að breyta stjórnarskránni núna á síðasta þingveturinn þegar allt verður í fæting, sko. Þá vil hann fara vinna í því. Þetta náttúrulega smjörklípur, það ekki? Jú, hann að reyna sína betri sparilegin á sér. Hann að reyna að kaupa sér einhvern frið með barbabrellum, sko. Ég veit það ekki, hann byrjaði ræðuna sína á því að guma sig að því að afkoma ríkissjóðs hefði reynst 100 milljónum betri en 100 milljörðum. Heldur en áætlanir gerðu fyrir 3 ári í röð. Þá langar mig bara að spyrja Bjarni á móti, af hverju ertu þá með allt niður í ríkisfjármálum? Og hver spáir í spilinu sem að klikkar 100 milljörðum ár eftir ár? Áætlanir. En þetta ekki bara sko meir og minna stórfelldar jaðarskatta hækkanir og gjöld sem eru bara á þig og mig og bara alls konar láglauna fólk? Já, og líka virðisaukaskattir því að vörurnar hafa hækkað, það er allt hækkað og við erum alltaf að borga virðisaukaskatta því. Einmitt. Þetta þannig penningur. Af hverju kemur ekki einhver upp í pontu? Og sko það sem hann guma sér af, það mætti alveg hjóla í það. Af hverju ekki bara næsti þingmaður stand by að hjóla í það sem hann hampar sér á? Nei, sko, það jafn vitlaust að skeika 100 milljörðum í þess áttina og í hin áttina. Akkurat. Að fólk sko sé ekki búin að gera sig grein fyrir sko hvað framundan á næsta ári. Þetta er ekki 10 ára gömul spá, sko, þetta bara síðan í fyrra. Þetta ekki góð spámennska. Nei, og svo þetta svo sko, það pirraði mig þegar hann sko segir ríkið styður árlega við byggingu 1000 íbúða með óbeinum hætti. Sko, það neyðar ástand af skala sem við höfum bara ekki orðið vitni að síðan við urðum lýðveldi í húsnæðismálum og þótt ríkið styðji árlega við byggingu nokkura íbúða með óbeinum hætti, þá þarf bara svo miklu meira til. Það eru mjög afbrigðilegar aðstæður og þeim þarf að augljóslega svara með afbrigðilegum sértækum aðgerðum. Svo þegar hann leyfði sér að segja þarna, nota nokkrar mínútur til þess að fjalla, nokkrar sekúndur allavega til þess að fjalla ráðherra ábyrgð og landsdóm. Hvað er að þessum forsætisráðherra? Að sko, er það sem við þurfum að hafa mestar áhyggjur núna? Að ráðherrar það sé hægt að draga það fyrir landsdóm, eins og Geir Haarde?
Er þetta forgangs? Er eitthvað þannig mál uppi núna? Það veit ég ekkert en bara að hann skuli setja þetta inn í ræðuna. Forréttinda blindan. Er þetta eitthvað út af því sem að salan á Íslandsbanka eitthvað, er hann eitthvað hræddur að vera dreginn fyrir landsdóm? Ég er ekkert viss að það sé persónulegt. Hann er bara í raun að tala fyrir því að ábyrgð ráðamanna, þeirra sem sukka með fé og skipta þjóðinni í tvennt, þar sem annar helmingurinn er fastur í fátækragildru, en hinn nýtur þess að það eru 9,25% stýrivextir hjá Seðlabankanum og græðir á þessu hamfara ástandi. Hann er bara einhvern veginn, hann er hvergi tengdur, hann er svo fastur í Garðabænum að maður sá það. Þetta er skrítið mál og hann er kannski ekki maðurinn heldur til að vera með einhverja rör sína á það. Manni finnst að svo ætti ekki að vera. En hann ætlar að vinna sér hilli sem forsætisráðherra, þá er hann að skipta takt. Já. Ég geti það bara ekki. Nei, bara hvernig hann týndi út alls konar litla hluti sem engu máli skipta í stóra samhenginu. Eins og bara þetta sem ég var að nefna. En ávarpar ekkert af því sem varðar mestu að ræða. Sem eru bara hamfarir í íslensku efnahagslífi, sem er misskiptingin, sem er húsnæðismarkaðurinn. Og vera að lúberja fólk bara. Já. Og svo þrætar alltaf fyrir, en vanskilin er aukast. Já, einmitt. Og yfirdráttarlánin í botni, það byrjar á því, þau byrja að hækka. Já. Til að halda heimilinu þá færa þeir yfirdráttarheimild. Já. Og svo, þegar það er komið upp í topp, þá þringir alltaf að. Já. Það er ekki að borga af henni kannski, en hæstu vextir, 17% vextir eitthvað á yfirdráttarheimildinni. Og þetta er svo mikið þvingun sem er í gangi. Og hvað gerði Arion banki í gær? Hækkaði vexti á verðtryggð lán. Annars vegar 12% og hins vegar 15%. Þetta er engar smá hækkanir. Þetta er engar smá fingur framan í þjóðina. Þannig að það er ekkert talsamband á milli stjórnvalda, Seðlabankans, bankakerfisins og þeirra sem að hafa með efnahagsmál að gera, nema að þeir ætli bara að ræna og röpla öllu, tæma sjoppuna og stinga af. Þú veist. Já, þegar ég sá þetta með Arion banka þá þegar nú eru tekjublöðin komin út, þá væri gaman að taka saman kannski 10 launahæstu starfsmenn Arion banka, hvað þeir eru með á mánuði meðaltali. Já, einmitt. Þetta fólk er ekki tengt við þann raunveruleika sem er fyrir utan húsið. Nei, hafi manni nokkru sinni orðið ljóst að hér búa 2 þjóðir í einu landi sem að noti nú þann gamalkunna frasa, þá var það til dæmis á mótmælafundunum núna í vikunni að við sjáum ekki nema einhverja 4 eða 5 þingmenn í öllum hópnum úti. Þeir komu frá 2 þingflokkum síndist mér, annars vegar Pírötum og hins vegar Flokki fólksins. Ég sá ekki þingmenn úr neinum öðrum flokkum. Nú skildi maður ætla að margir þingmenn í stjórnarandstöðinni myndu vilja styðja við bakið á öllum þessum Íslendingum sem aldrei eru huggaðir. Af því að það er mjög áhugavert að ég hef nefnt það áður við Rauðaborðið, að norskur félagi minn sem býr hér á Íslandi, hann talar alltaf um það að þegar norðmenn lenda í þótt ekki sinnum að bara einhverjum tímabundnum 3-6 mánaða skakkaföllum efnahagslega, þá er hefð fyrir því að ráðherrar í viðkomandi ríkisstjórn séu að tala við þjóð sína huggana, stappi hana stálinu, séu auðmjúkir, biðjast afsökunar á því að efnahagsástand sé vont í einhvern smá tíma og svona. Hugsaðir hamfarirnar sem við erum með hér. Til dæmis þessa stýrivexti sem hafa verið meira en ár, 9,25%. Eignir fólks brenna... Raunvextir eru orðnir alveg svífurlega hói, Eignir fólks brenna upp á leifturhraða. Ég hef sagt það áður að mitt eigið húsnæðislán, það hefur hækkað 16 milljónir síðan ég flutti frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 3 árum. Og er ég samt örugglega búin að borga 16 milljónir af því, skilurðu? Þetta er alveg svakalega. Ég er ekkert að kvarta undan eigin hlutskipti, en þegar mér blæðir svona, hvernig er þá ástandið hjá mörgum öðrum? Og af hverju standa þessir þingmenn, sérstaklega í stjórnarandstöðinni, ekki betur með almenningi?
svo við komum aftur að því hvað mikið sóknarfæri. Þá langar mig allans að koma að ræðu Kristrúnar Frostadóttur að mér fannst hún daufleg. Dauf? Já, mér fannst hún dauf. Hún þarna voru flottir frasar, það voru snjallar setningar þarna, en mér fannst vanta ástríðun og hjartað. Og hún er ekkert á öðru máli en Bjarni Ben það, að hún styður það, virðist vera, að Seðlabankinn sé alltaf að keyra okkur í kaf með sömu hástýrivöxtunum, þótt mjög margt bendi til þess, segja jafnvel bara bestu efnahagssérfræðingar landsins, að þessir háu stýrivextir, þeir gera ekki neitt annað en að bara auka vandann. Og af því að við hlökkum nú öll til að fá ný stjórnvöld og allir sammála það að Kristrún Frostadóttir verði annarkvort forsætisráðherra eða fjármálaráðherra, okkur finnst það svona líklegast í dag. Þá fannst mér hún ekkert nota tækifæri neitt mjög vel í gærkvöld til þess að svona kynda upp eftir væntingu og tilhlökkun. Þetta er í þessu, sko, á hún að sækja bara strax á Bjarna. Hún er alltaf búin að lesa ræðuna áður, sko. Á hún að sækja strax á Bjarna, eða hvað hún að gera? Á hún að spila bara svona neutral og rísa svo upp skömmu fyrir kosningar. Ég held að vera bara að sækja strax út að sín, að þú ætlar að sækja í pólitíkinni, þá áttu bara, þarna var tækifæri til að byrja. Þarna átti að byrja. Já, ég er sammála og svo er líka bara mér svona áhugavert að velta því fyrir sér. Nú erum við að ræða strategíu, hvort þessi strategist rétt að sækja það ekki, en hvað með bara líka það að vera bara málsvari íslensku þjóðarinnar á öllum tímum. Og íslensku þjóðina vantar málsvara. Þú voru í þinginu í dag að ræða fjárlögin og þá kom hún upp í ansvar við Sigur Inga og var bent á það að frá samningu sem voru gerðið 2006 eða 2007 þá tók ríkið þátt í að borga örorkulífeyri til þeirra verkalýðsfélaga sem eru með mest af því fólki sem slátra sér bara líkamlega á leiðinni, jafnvel andlega líka og hefur þurft að taka örorku og það var auka greiðslur til þeirra til að aðrir í þeim lífeyrissjóðum myndi ekki gjalda fyrir. Þetta var bara samið þetta 2006-07. Til að jafna þetta en nú er það bara verið að taka þetta bara meira á minni burtu og hún spyr Sigur Inga út af þessu þetta. Hann bara delerar eitthvað, þetta er eitthvað til að sækja eitthvað. Að hann segir eitthvað þegar þetta var gert þá áttu lífeyrissjóðirnir 1000 milljarða, nú er 8000 milljarða og hvað? Forsendurnar fyrir hinu eru ekkert brostnar, af því að það er mismunur milli lífeyrissjóða. Þetta var til að styrkja þá lífeyrissjóði sem að þurfa að borga mest í örorku af því að þeir eru með fólk sem eru þrælar. Einmitt. En hún var þó svona að berja, og hún sagði reyndar eitthvað líka, samfylkingin væri málsvari þeirra sem minnst mega sín á landinu. Já, það er nú margir sem að finna nú ekki allt of sterka vinstri taug í samfylkingunni. Hún sagði þetta, ég var ekki að taka undir þetta. Nei, ég meina, en þarna er hún að reyna að höfða til vinstri kjósenda með því að segja það sem hún segir. En það er nú svona spurning hvernig við upplifum það. Svo Kristrún skulum ekki gleyma því að hún lagði sérstaka áherslu á það í ræðunni í gær að nú væri hennar flokkur sem hafnaði upphlaupum, flokkur sem að hvíldi klofningsmál og spyrði sig hvað getur þorri landsmanna saminast gott og vel, en núna eru bara svo mikil átök í samfélaginu að þú getur ekki á öllum tímum bara leita að því sem að fólk sem saminar fólk. Þú segir þetta, við erum búin að vera blaðamenn í langa tíma og það er stefnuræða forsætisráðherra og okkur varst lítið til að koma, skiljum myndi ekki alveg og hver er tilgangurinn og heldur ekki stjórnarandstöðuna að stökku ekki á vagnin nema Inga Sæland þá kannski. Akkurat, mér fannst dauðafæri renna Kristrúnar Frostadóttur úr greipum. Ég reyndar ég þurfti að fara í símtal á mistil hluta þessu en
Ég vissi til þess að Svandísi, ég heyrði eitthvað þar að bara svona, hún hafi verið alveg ágætt. Já, sko, það var alltaf merkilegt með Svandísi að ræðan var góð, hollengin á Svandísi var áhugaverð. Já. Ég sá svona einbeittari Svandísi en ég hef séð í svolítinn tíma og hún sagði með öllu sínu fasi, klæðaburði og hverju einasta orði, hér er ég ekki búin að gefast upp og ég ætla að taka við formennsku í VG. Ég tók að ég nú lítið vit á tískuströmmum eða klæðnaði, en þegar ég sá hana þá ég sagði, helgi, hún er flott núna. Já, ég las þetta þannig að hún væri mjög ákveðið að melda sig til leiks og svolítið fyndið í þessu samhengi ef maður má leyfa sér að tala það sem að mann finnst fyndið því að þá er það nú alltaf einhver sem að geldur fyrir það að á sama tíma og hún svona bústast þarna svolítið upp og segir held ég íslensku þjóðinni að hún ætli að taka slaginn og hún sé verðandi formaður VG þá er Mummi formaðurinn sem núna hann þarf að láta sér linda að taka við ansi beittum sneiðum frá Andrési Inga fyrrum VG þingmanni núna Pírata með minnir svo ég reyni nú bara að fletta þessu upp ég puntaði nú eitthvað pínleitið ég held að hann sagði, hann Andrés Ingi við Mumma, formann VG góði, líttu þér nær og þá var hann að tala loftslagsmálin að formaður VG hafði semst viljað brýna samfélagið í loftslagsmálum en Andrés Ingi svarar hann þannig á hans vakt séu engar aðgerðir í loftslagsmálum það sé ekkert að þokast áfram hér í umhverfismálum á Íslandi þannig á meðan Mummi, formaður VG þarf að taka þunghögg frá sínu fyrrum flokksfélögum þá stígur Svandís upp þarna og sumir reyndar vildu meina það að hún væri að flytja ræðu sem að hefði ekki hentað almennilega stað og stund og ég held að með því hafi fólk átt við að hún hafi svolítið svona litið framhjá því að hún væri í ríkisstjórninni en mér fannst nú samt einhver svona hressilegur blæri yfir því, hvernig ég orða það að sjá bara glampan aftur í augunum á Svandísi Svavarsdóttur Herðu, en tími líður hratt ekki að fara að segja þetta gott Jú, svona bara mestu, kannski langar mér líka aðeins ef ég má að til dæmis nefna það að mér fannst heimspekin í ræðu Halldóru Mogensen hjá Pírötum. Mér fannst hún góð, hún var að ræða það að einstaklingshyggja í bland við kröfuna verðleika væri að kljúfa samfélagið niður. Svona þingmenn sem tala hugmyndafræði og strauma og stefnur, það er eitthvað svona þú veist, það er eitthvað sem að mér finnst að við mættum gera meira. Gera meira af og svo vil ég líka svona kannski rétt í lokin nefna að mér fannst Sigurður Ingi ekki eiga góðan dag og mér fannst óbáðslegt stemningsleysi yfir nánast öllum þeim sem töluðu fyrir hönd ríkisstjórnar. Svo var það Lilja Alfreðsdóttir. Nema kannski hjá Lilju. Hún bara lét stjórnarandstöðuna bara heyra það. Já, það var svona barátta í henni. En þetta var, hvað við segja, þetta var hvorki fugl né fiskur, heilt yfir. Við gefum þessu ekki margar tjónir. Nei, þetta er hauskúpa bara. En hér eftir ætlar þú að fá ykkur til þín til að ræða breytta áfengissölu? Já, hagkaup. Já, það passar. Vegniði vel með það. Já, takk. Og sæl að sinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, þau eru mörg álitaefnin í samfélaginu. Eitt þeirra varðar daginn í dag. Hagkaup hefur opnað áfengisverslun. Mörgum til töluverðar gleði, virðist manni, en öðrum til mikils ama. Þetta er hápólitískt mál. Rætt hefur verið að þetta sé lögbrot, hreinlega, skýrt og klárt lögbrot. En í nafni frelsins og markaðar og aukinnar þjónustu
þá tala margir fyrir því að þetta sé mikið heillaskref og það eins og margir vilji ekki viðurkenna að áfengi engin venjuleg vara. En til að ræða þetta skref sem stigið var í dag og kannski svona ákveðna áfengistýrkun í samfélaginu sem að sum okkar teljum okkur verða vör við, samanber til dæmis umdeilda Októberfest Háskóla Íslands og svona alls konar viðburði þar sem fólk virðist ekki geta komið saman án þess að lyfta glasi. Það jo ekki langt síðan. Ég var hér með þingmann í viðtali við þetta rauða borð sem gerði umtalsefni að það væri til skammar að alþingismenn væri að snafsa sig á milli þess sem þeir flytja ræður inn í þingsal og við tókum einnig skrensa á ósiðum hjá borgarstjórn Reykjavíkur í þessum efnum. En viðmælandi minn þessi mál í dag Björn Sævar Einarsson, formaður bindindis samtakanna IOGT á Íslandi og hann jafnframt veðurfræðingur. Velkomin til okkar, nafni. Takk fyrir. Hvað finnst þér það að Hagkaup sé farið að selja brennivín? Þetta náttúrulega afskaplega sorglegt og bara áfall fyrir íslenska lýðheilsu og því miður þá og það verra að þeir eru að brjóta lög af því að það mjög skýrt að ÁTVR með einkarétt til einkasölu eða smásölu áfengis og það fela sér bak við það að netsala sé ekki smásala. Það vita það allir að sem hafa verslaða á netinu að það bara eins og hverjum smásala, sérstaklega af því að lagarinn hér á Íslandi. Þannig að þér finnst sagt í þessu tilviki að það sé augljósara að lögbrot sé að ræða hjá Hagkaupum heldur en hjá þeim einkafyrirtækjum sem hafa verið með þessa vefsölu áður fyrir eða hvað? Nei, það alveg ljóst fyrir að allur pakkinn ólöglegur. Allur pakkinn ólöglegur. Það sem löglegt það að enga aðili sem þú eða ég einhver að geti panta sér kannski 1-2 flöskur af áfengi, einhverja sértegund utan úr heimi, hún kemur með frakt hingað til landsins, fer í gegnum toll og sköttun og einstaklingurinn sér það sjálfur að borga það. Þetta bara örlítið prósent, brotuprósenti af allir áfengissölu á landinu. Já. En hér menn að reyna að fara í kringum lögin sem einkasala ríkisins á smásölu á áfengi. Já. Og þetta eitt af lykil stöðunum í það að reyna takmarka markaðssetningu áfengis. Já. Það þessi einkasala og hún mjög gríðalegt forvarnagildi einmitt, og þetta eitt af þessum stöðum sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mælir með og hrósar með þeim löndum sem ennþá með þetta. Já, Ísland nefnilega hefur verið nefnt sem fyrirmynd í þessum málum í alþjóða samfélaginu sem alltaf betur og betur átt að segja á því hvað áfengi stórhættulegt efni. Jú, og en því miður að þá hefur að við getum bara nefnt dæmi við vöruðum við í 89 þegar bjórinn var leyfður að áfengisneysla myndi stóra aukast og hún hefur í svona grunninn tvöfaldast og þetta hættulegt efni, veldur alls konar sjúkdómi, veldur fíkn, ofbeldi, umferðarslysum, félagslegar afleiðingar ómældar. Já, að þannig að tvöfaldaðist og þannig að þú myndir einhvern tímann koma og sagt eins og maður með umhverfisslys að myndir eins og tölum með blý í bensín. Já. Ef einhver hefur sagt við því lausnin við þetta vandamál með blý í bensínu væri að tvöfalda blýið í bensíninu, þá myndir það bara hrist hausinn. En
menn koma hérna og segja, já, tvöföldun á neyslu áfengi, já, það bætti allt saman. Nei, það gerði það ekki. Það hefur tíðni á skorpulifur á Íslandi hefur áttfaldast. Og eitt af þess að kannski áttast ekki á því sko hvað víðtæk áhrif af áfengi eru á samfélagið og skaðan að við sem sagt þýddum bækling frá sem sagt við erum svona alþjóðleg hluti af alþjóðlegum samtökum. Við erum 140 ára á þessu ári hérna á Íslandi hérna. Til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Og hérna alþjóðahreyfingin heitir í dag Movendi og þeir tóku sem sagt saman heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru 17. Og í þessum bækling þá kemur í ljós að 14 af þessum 17 heimsmarkmiðum eru 100 af áfengisneyslu. Að þetta næri yfir svo vítt svið. Og hérna þannig að þegar og við sem sagt Ísland samþykkti náttúrulega heimsmarkmiðin hérna og forsætisráðherrann sem ber ábyrgð á framgangi heimsmarkmiðin hefur til þess farið tvisvar út á þing hjá Sameinuðu þjóðunum að gefa skýrslu hvernig þetta gangi. Heimsmarkmiðin ná til 2030. Þannig að forsætisráðherra sem núna og þeir sem eru áfram að þeim eru þeirra að gefa skýrslun það hvernig það gengur. Þannig að það verður þá að koma fram í skýrslunni að Íslendingar hafa ákveðið að gangi gegn heimsmarkmiðinum bara með þessu. Akkurat. Það segir í tilkynningu frá Hagkaupum áfengissalan frábrugðin verslun á TFR þar sem fólk þarf að kaupa áfengi í gegnum heimasíðu sem skráð á Hagar Væn sem Hagkaup segir svo verið í samstarfi við en áfengið afhent í verslun Hagkaups í Skeifunni. Hvað finnst þér þetta? Já, sem sagt þetta rauninni bara eins og hver sem sagt fólki getur bara staðið inn í Hagkaupum með síma sín og pantað og hérna fengi þetta afhent yfirborðið og þetta ekki annað heldur en hver önnur smásala. Nei, þetta þá orðin miklu meiri ögrun við svokallaða einkasölu hér á áfengi í forvarnaskyni af því að áfengi ekki vara eins og önnur neysluvara. Þetta rauninni stærra skref, það höggvið nær þessu fyrirkomulagi sem við höfum haft með þessu skrefi sem stíðir í dag heldur en með fyrri inngripum, það ekki rétt hjá mér? Já, sem sagt, þetta bara eitt skrefið í því að reyna sem sagt að afnema einkasölu ríkisins og sem sagt að hérna að reyna hluta sem sagt aðalrökin fyrir því að hafa sem sagt einkasölu ríkisins að við fjarlægjum rauninni gróðasjónarmiðið. Því að sem sagt ríkið ekki að reyna að hámarka söluna. Þetta bara allir bóðs og sá sem vill getur farið þannig inn en Hagkaup sé náttúrulega sér hagið þegar það selja sem mest og vill auka söluna. Það þýðir það að þeir að berjast með krabbameini því að áfengi veldur krabbameini þannig að það mun verðast til þess að með því að áfengisneyslan neysla þá fjölgar krabbameinstilfellum hér á Íslandi. Það fjölgar líka sjúkdómum, það fjölgar fíklum. Og það er nú talað að fjórðungur íslensku þjóðarinnar drekki sér áfengi til tjóns. Einmitt, þetta alveg hárrétt sko og hérna ef við tökum heiminn allan, þá getum við skoða það að tóbaksfyrirtækin og áfengisfyrirtækin, iðnaðurinn, að þetta allt saman með sama tvinnuð eignatengsl og það sem sagt, maður getur séð framkvæmdastjóra og fjórstjóra flakka þarna fram og tilbaka. Árið 2016 þá dóu 55 milljónir manns í heiminum, öllum. Þar af dóu 8 milljónir vegna tóbaksreykinga og 3 milljónir vegna áfengis. Það þýðir það að 5. hvert dauðsfall í heiminum, 20% árið 2016 var út af þessum 2
fíkniefnum. Og og við vitum náttúrulega það að forstjórar þessara fyrirtækja mæta vel tjónið sem þeir að valda, en þeir halda þessu bara áfram. Þannig að drepa 50 hvern mann. Já, og sem sagt það drukkir mest í heiminum. Það var benda eitt að það eru 57% allra fullorðin í heiminum neytir ekki áfengis. Þannig að raunin abnormal að neyta áfengis. En mesta neyslan í Evrópu. Þar kemur, samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni, að 10% dauðsfall í Evrópu vegna áfengis. 10%. Hér á Íslandi, samkvæmt nýjustu tölum, áætluðum tölum, sem sagt deyja 142 á ári. 142 vegna áfengistengdra dauðsfalla. En 10% af öllum dauðsföllum í Íslandi, það væri 250. Þannig að ef við myndum auka það upp í það sem við myndum keppast við að verða eins og Evrópa, með því að auka neysluna, þá myndum deyja hér 250 manns ári. Er það sem við viljum? Já, og hér erum við bara að tala dauðsföll, við erum ekki að tala alltaf heilsutjón sem áfengisneysla leiðir til, öll svo óhamingja, alltaf ofbeldi sem fylgir því, öll slysin, allur hryllingurinn. Það er mjög margt sem bendir til þess að eldri borgarar í Íslandi flýi í síauknum mæli í áfengi sem deyfilyf, og það eru rannsóknir sem sýna það að aðgengi hefur áhrif á það hve mikil neysla er. Það sem að mér finnst mjög áhugavert þegar ég fylgist með þessari umræðu að ég efast ekki að reksturinn hjá ÁTVR, hann gæti verið betri. Með sama hætti, og ég held að rekstur Veðurstofunnar gæti orðið betri og rekstur flestra opinberra stofnana á Íslandi gæti verið betri. En menn hafa notað það sem einhver rök í þessu máli. Að ÁTVR sé einhver risaðala illareikin, og þess vegna þurfum við að færa einkaaðilum þessa sölu. Þetta eru ansi djörf rök þegar maður hlustar á það sem þú hefur verið að halda fram hér. Já, og það er svo spurningin sem sagt af hverju menn að gera þetta. Og það kemur eins og ljós að á síðasta hluthafafundi Haga sem á Hagkaup, að þá voru samþykktir kaupréttir handa ákveðnum stjórnendum innan Haga, sem munu þá væntanlega hagnast á því ef salan eykst á áfengi og en síðan eitt vandamál að 13 lífeyrissjóðir eiga hlut í Högum. Og við höfum haft samband við þessa lífeyrissjóði og beðið þá að þeir þurfa að athuga sinn gang, því hér tvennt að Hagar og Hagkaup ákveður það að bíða ekki, heldur það sem við teljum brjóta lög, þeir enda telja það ekki, en þeir eru alveg örugglega á grensunni, það er alveg vissan, og til dæmis Gildi sem sem átti næst í 20%, að það stóð þeirra siðareglur segja að þeir fjárfesti ekki í fyrirtækjum sem eru á grensunni og alls ekki að brjóta lög. Og síðan náttúrulega hvernig geta lífeyrissjóði vera að fjárfesta í fyrirtækjum eins og tóbaksfyrirtækjum og áfengisfyrirtækjum sem hreinlega stytta líf fólks, sem gera það verkum að þú borgar í lífeyrissjóðin og svo deyrðu annarkvort áður en kemst á lífeyrissjóðsaldur, ellilífeyrinn, eða lifir styttra og ver. Og þá með benda á það að algengasta dánarorsök í heiminum milli 15 og 49 ára er áfengistengdur. Sem er alveg stórmerkilegt. Sérstaklega að ég var að segja rétt á það 57% fullorðina neyti ekki áfengis.
Sko, svo það hérna þarna nefnur í lífeyrissjóðina réttilega og væga sagt siðferðislega spurningar, jafnvel lögbrot í þeim efnum. En svo sitjum við uppi með þessa þríhöfðaturs sem ríkisstjórnin og ekki til nokkur skaks í þessum málum, bara svo það sé sagt, vegna þess að þar eru menn svo klofnir innbyrðis í afstöðu til þessa máls. Og það alveg ljóst að það látið reka á reiðanum vegna sundrungar innan ríkisstjórnarinnar, þar sem við erum með sterkan forræðishyggju-flokk til vinstri, sem var allavega vinstri grænir, og svo erum við með sjálfstæðismennina sem vilja gefa þetta allt saman frjálst og gott ef það ekki enn eitt frumvarpið sem á leiðinni hérna núna í 1000. skiptið eða eitthvað svoleiðis sem að afnema hérna einkasölu á TVR. Þannig að sko í ljósi þessa limbós sem núna menn hafa sagt lögbrot en samt ætlum við bara að leyfa þessa slæta. Í ljósi þessa limbós þá virðast menn bara geta komist upp með að framkvæma allar hugmyndir. Þannig sé ég þetta. Já, þetta enda sko mjög athyglisvert að það sem sagt við erum líka hérna önnur samtök sem heita Foreldrar gegn áfengisauglýsingum og þeir hafa verið mjög duglegir við að senda inn kærur vegna áfengisauglýsinga og formaður reyndar tók hérna netsöluna og keypti hérna vín af netsölu og fór svo beint niður á lögreglustöð og kærði sjálfan sig og það situr bara fast í kerfinu. Já, það ekki mikill vilji til þess að klára þetta mál. Einnig sem sagt með allar þessar áfengisauglýsingar eiginlega eini sem sagt stjórnvaldið sem bregst eitthvað við fjölmiðlanefnd. En þetta náttúrulega lögreglan að bregðast við þegar kært hérna fyrir þetta sem þetta auglýsa. Einnig þá hérna náttúrulega merkilegt að menn skyldu láta ekki stöðva þessa netsölu strax og svo þessi fyrra sumar í júli þegar Costco byrjaði þá koma 2 ráðherrar fram og segja við teljum þetta sé ólöglegt en það samt ekki stoppað. Nei. Sem mjög athyglisverð sko að það skuli ekki hafa verið gert sem bendir til þess að það sé mjög sterk öfl sem að reyna að koma sem sagt áfengissölu yfir til einkaaðila til að geta grætt. Og einhvers staðar sagði með lögum skal land byggja en ólögum land eyða. Þannig að af þessu skapast ansi svona vondur vafi eitt og annað. Mér langar líka að nefna í tengslum við þetta skref sem hefur verið stigið í dag að við höfum orðið vitni að gagnrýni á hérna Októberfest á Háskólasvæðinu og ég get bara sagt sem nágranni þessar hátíðar að hávaðamengunin var ansi mikil. Ég lagði það nú ekki á mig að fara og fylgjast með fólki drekka áfengi þar en sko mér langar að spyrja þig núna nafni hvort sko allt samfélagið einhvern veginn bara svona gegnsósa í einhverju menningu sem að upphefur áfengisneyslu. Mér liggur við að segja dýrkar áfengisneyslu. Já, því miður, það sem sagt búið að áfengisvinarinn er búin að vera mjög duglegur sem sagt síðan frá því að bjórinn kom. Við að dýrka sem sagt að upphefja þetta og þetta minnir mann reynda pínleitið þegar maður fór að horfa á sjónvarpsþættina Mad Men hérna sem voru auglýsingaskrifstofu þarna 1960 reynda var fyrsti þátturinn það þegar þeir undirbjuggu hérna auglýsingaherferð fyrir tóbaksfyrirtæki en það var dálítið athyglisvert sko það var sem sagt bara á hverju einustu skrifstofu og þeir sem sagt drukku sem sagt ef eitthvað gekk vel og þeir drukku eitthvað gekk illa og þeir sem sagt drukku þessa milli og reyktu 50 sígarettur á dag. Já, og þetta alveg sem sagt ótrúlegt en okkur tókst sem sagt hérna fyrsta lagi að minnka sem sagt tóbakið og það engin þeirra sem að berjast fyrir því að fá aftur tóbaksreykingar leyfðar á veitingahúsum og skemmtistöðum það mjög athyglisvert hérna en það sem sagt ennþá sem sagt barist fyrir þessu með
áfengið hérna og hérna það er alveg athyglisverð sko það var sem sagt Ari Matthíasson sem var einu svona þjóðleikhússtjóri árið 2010 þá skrifaði hann sem sagt lýðheilsu hagfræðiritgerð kostnaðinn af áfengi og öðrum fíkniefnum. Já, var hann ekki seinna formaður S.A.A. eða? Jó, einmitt sko. Og hérna og þá síðan kemur önnur BS-ritgerð núna bara fyrir 2 árum því miður ég að dottið mér nafnið á konunni en hérna hún fyrirgefur það. Mjög góð hérna og hún kostaði nýjast að vera 107 milljarðar á árið sem það kostaði samfélagið 107 milljarðar. Ég tók töluna frá Aramat að efri talin var 87 milljarðar og það sem sagt út frá því að fólk deyr of snemma sko, þannig að það er ekki að skila til þjóðfélagsins. Ef við tekum með verðbólgu, þá er 87 milljarðar árið 2010 komið í 150 milljarða. Og hvað eru 150 milljarða? Ég má minna það á það að fasteignamatið í Grindavík er 150 milljarðar. Þannig að áfengisiðnaðurinn rústar einni Grindavík á hverju einasta ári. Já, þetta er sterk líking hjá þér. Sko... Og það er alveg ljóst að dómsmálaráðherra þekkir alveg forvarnir. Það eru forvarnagarðar þar, en hún vil rífa forvarnagarðana sem eru þó í kringum hérna áfengi sem núna. Sem sagt. Ég gerði fréttaskýringarröð í Fréttarblaðið fyrir 3 árum, þar sem að ein niðurstaðan var svo að fé til forvarna, hvað var þar áfengi, hefur verið skorið niður. Stöðugildi hafa verið skorið niður. Og við höfum svona markvisst ákveðið að líta undan þeim árangri sem hefur orðið stórkostlegur árangur með því að nánast útrýma unglingadrykkju eins og var á tímabili og hérna við höfum bætt sið okkar í hvívetna en það er eins og að sko þessi vígi sem var búið að koma upp þessi alltaf bresta núna. Mér langar að spyrja þig, er auðvelt fyrir mann eins og þig sem að ert í forsvari fyrir bindindis samtök. Er auðvelt fyrir þig að ná athygli fjölmiðla á Íslandi? Nei, ég tel það ekki. Við höfum skrifað bréf og sendt á alla fjölmiðla hérna, og þeir hafi sem ekki hérna byrt og ekki hringt í okkur og spurt hérna. En við erum núna byrt hérna á Vísi hérna núna bréf Eigin greinar sem sagt og það hafi verið talsveit viðbrögð við þeim frá sem sagt almenningi. Já. En íslenski fjölmiðlamenn eru ekki mjög hrifnir að því að setja þetta máli dagskrá samanber það sem þú ert að segja. Nei. Og það er greinlegt finnst mér að áfengisinnan alltaf passa sig á því að mótmæla ekki fullurðingum okkar staðrindum eins og að þetta kosti 150 milljarða ári að það degi 142 á ári sem er og eins með áttföldun á skorpulifur sem er skilstreyndar að sé mjög skelfileg leið til að deyja úr. Mjög þjáningafull. Já, það er sko við getum þulið hér upp þá ógæfu sem að fylgir óneyslu áfengis fram á rauðan morgun. Það þarf ekkert að útskýra þá ógæfu fyrir Íslendingum við í hverju einustu fjölskyldu þekkjum við dæmi. Við þurfum ekki að fara langt til þess að þekkja ömurleg dæmi áfengisneyslu. En sé maður náttúrulega dæma þess að með krabbameinið. Krabbameinið var lýst reyndar 1988 á heimsvísu að það væri sem sagt krabbameinsvaldandi ári áður en bjórinn var leyfður hérna. Og síðan hafa bara fjölgað sem sagt það eru sem sagt í rauninni 7 líffærum sem þetta er allum meltingavegurinn, lifurinn og síðan í brjóstum. Og það kemur í ljós að helmingur af áfengistengdum krabbameinum er hjá fólki sem drekkur lítið eða miðlungs.
og ég að bæta við hérna sem sagt, ef þú les nýjustu samnorrænu og íslensku næringaráðleggingarnar þá kemur núna fram sem sagt það er engin ráðlagður lámars öruggur skammtur. Nei. Þannig að þið bara segja best er að forðast alveg að neyta áfengis. En það eru yfir 230 sjúkdómar og áverkaflokkar sem áfengi tengist. Það eru 60 sjúkdómar sem eru bara heita áfengi, þetta út af áfengi. Skiljið það hérna og þannig að þetta er svo endalaust hérna sem maður getur talað um. Síðan er náttúrulega allt afbeldið. Að hérna það er eitt sér að ganga með hníf. En ef þú ert undir áhrifum áfengis eða annarra fíkniefna þá náttúrulega mun líklega til þess að dómgreitin sé skert. Og það er náttúrulega engin munur á áfengi og öðrum fíkniefnum í svo mörgu tilliti. Áfengi getur jafnvel verið hættulegra heldur en öll önnur fíkniefni. Vegna þess að orkan, menn geta haldið orku eftir að þeir eru komnir í óminni, veit ekkert hvað þeir eru að gera. Og hérna, þannig að það skildi enginn líta fram hjá því. En mér finnst áhugavert þetta sem þú segir, að fjölmiðla senan og menningin á Íslandi sé einhvern veginn þannig að þetta viljum við ekki setja á dagskrá. Við viljum frekar vitna til humar, statusa, Áslaugar, Örnu sem vill frelsi til þess að fá hvítvín, geta kallað á hvítvín alltaf þegar hún fær sér humar, bara að sé komið 1, 2 og 3 inn til hennar. Þar hefur svona fókusin svolítið verið undanfarið á sama tíma og tölurnar segja að við séum ekki að ganga til góðs. Við erum bara á hraðri leið til hérna mikils böls. Tími okkar fer nú svona senn að verða liðin en af því að ég kallaði þig til hingað vegna þessa skref sem Hagkaup tekur í dag. Munt þú sjálfur kaupa hrísgrjónið inn í Hagkaupum frá með deginum í dag? Nei, við hjónin við höfum reyndið að versla mikið í Hagkaup í gegnum tíðina en það er náttúrulega liðin tíð. Hérna, það verður bara hægt Hvetur landsmenn til þess að standa saman bara gegn? Já. Ég hveti á líka til að hafa samband við lífeyrissjóðana sína og stéttarfélögin og benda þeim á að fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem er að selja efni sem stytta mönnum líf. Er vonað einhverju frekari viðbröðum hjá ykkur svona í mótmælaskyni, ykkur í EOGT á Íslandi? Já, við erum mjög aktíf í því að reyna að fá stjórnmálamenn og svo almenning til þess að bregðast við þessu. Þannig að þínu mati, ef allt verið í lagi á Íslandi þá verið hlutabréfin í högum, þau var að falla í dag. Já, það ætti að vera Þakka þér fyrir að koma til okkar hingað á samstöðuna Björn Sævar Einarsson, formaður bindindis samtakana EOGT á Íslandi. Þakka þér kærlega fyrir. Og úr þessum málum förum við yfir í allt aðra sálma. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, við höfum verið að ræða skólakerfi hérna í þessari viku. Við ræddum leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana á þriðjudaginn og grunnskólana í gær og nú er komið að tónlistarskólanum og hingað er komin góður hópur af fólki. Hérna er Hjörleifur Örn Jónsson sem er skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri og er fulltrúi í fagráði félags tónlistarskóla kennara. Félagsstjórnenda kennara í tónlistarskóla. Já, og hér er Sigrún Grendal sem er einmitt formaður þess félags, félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólanum. Og Júlíana Rún Indriðadóttir, hún er skólastjóri tónskóla Sigursveins Kristlisonar og Jóhann Ingi Bendisson sem er kennari þar og er líka fulltrúi í fagráðinu. Verið velkomin. Herði, ég hef kallað til fólk svona
úr fagfélögum kennara til að ræða skólakerfið þessa vikuna og hugmyndin var náttúrulega svo að kannski umræðan oft og kannski sérstaklega síðustu mánuði kerið áfram á fólki sem að kannski ekki innan úr kerfinu, með mikil gagnrýni á kerfið og kannski svona stundum finnst mann vera byggð upp á því að sko grafa undan trúarleika kerfisins og skapa vantrú. Þess vegna ég fengið kennara og þá sem hafa einsýn inn í þetta og stéttabaráttuna og fagleg mál til að koma hingað. Og ég hef alltaf byrjað á því að ganga var hringinn og spyrja hvað gott við tónlistarskóla á Íslandi? Já, svona fyrst af öllu þá finnst mér sko mig langar að segja bara hvað finnst það jákvætt að einhver sýni þessu málefni athygli. Mér finnst að þetta sko menntakerfið náttúrulega bara undirstaðan undir þróun, samfélagsþróun og einmitt eins og þú segir, þá umræðan oft verið þegar eitthvað kemur upp og þá talað þetta og svo þegar allt gengur ágætlega þá svona minna að tala það. Það bara þegar PISA birtist og svo bara ferða niður. En já, hvað gott í tónlistarskólum, það bara svo ótal margt. Það bara endurspeglast í skólastarfinu á hverju degi, það rosalega mikil fjölbreytni í þessu starfi og það sem kannski ólíkt hjá okkur ef maður skoða síðan grunn- og leikskóla, framhaldsskóla, það einmitt þessi fjölbreytni og þessi sveigjanleiki í skólastarfinu. Þetta náttúrulega einstaklingsmiðað nám, þannig að nemendur eru með sínum kennara, það myndast mjög svona sterkt samband ofta á milli nemendur og kennara og við getum þjónust að þessa krakka á miklu persónlegri hátt og við kynnumst þeim rosalega vel. Þannig að við getum einhvern veginn fylgt þeim í gegnum sinn þroska og verið svona handleiðslu aðilar svolítið í gegnum þetta nám sko. Og ég held að við getum ekki talið upp allt þetta jákvæða sem að gerast í skólanum. Það svo ótrúlega margt sko. Bara að gefa upp Sigrún, alltaf áfram að telja hvað gott við tónlistarskólana á Íslandi. Leiðrétta aðeins Leiðrétta því ég er Júlíana. Já, fyrirgefðu það. Já, við erum að tala með kerfi þá viljum við bara halda það fram að íslenska tónlistarskólakerfi sé einstakt á heimsvísu að það náttúrulega mjög gott raunverulega aðgengi að tónlistarmenntun, að gæða tónlistarmenntun á Íslandi og vegna þess að ef við horfum til útlanda og þá það nú oftast þannig að ef að fólk hefur aðgang að sem sagt svona einkatímakennslu, gæðakennslu, hljómsveitastarfi og sem sagt þeim strúktúr sem við erum vön í íslenskum tónlistarskólum að þá það annarkvort bara fínir einkaskólar, dýrir eingöngu fyrir þá sem eiga peninga eða þeir eru fyrir þá sem eru sérstaklega talenteraðir en þetta að geta boðið öllum sem langar að læra á hljóðfæri að geta boðið þeim svona vel flestum þetta biðlistar og ekki allir koma að stað strax sem vilja að það náttúrulega bara frábært og það ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað þetta kerfi er gott kerfi og við þurfum að standa vörðum það þó við þurfum alltaf líka að halda fram að þróa það og breyta því í takt við tíman. Þannig kerfið í grunninn gott. Ég myndi segja það. Sigrún? Já, ég er Sigrún. Já, ég held að sé kannski það sem að gera þetta kerfi gott er kannski ræturnar, hvaðan við komum þetta kerfi og einkennin í því hvernig það verður til eru mjög eftirsóknarverð og það kannski það sem að menn þá talandi PISA eru þá að horfa til að sé hluti af lausninni en sem sagt þetta kerfi skapað og búið til af svona grasrótar starfsemi en í góðu samstarfi allra aðila fólk sameinast þetta er svona svolítið samfélagsverkefni það er fólki í landinu svona hollvinafélögin það fagfólkið sem að leiddi þessa þróun og ríkið kemur með nauðsynlega umgjörð og menn vinna þetta allt saman og menn eru sammála það að til þess að búa til þetta kerfi þá þurfum við náttúrulega að koma á kennaramenntun, tónlistarkennaramenntun og þetta bara gert allt mjög skipulega og hér verður til þetta tónlistarskólakerfi sem að nær hringinn í kringum landið og af því að þetta svona alltumlykjandi og umfangir eins og það að þá búum við þennan afrakstur sem að við státum okkur af og það öflugt tónlistarlíf á Íslandi og kannski til þess að bæta því við að
að þá það kannski afurð af þessu kerfi líka að nú nýlega setja stjórnvöld fyrstu íslensku tónlistarstefnuna og lög tónlist, þannig menn að undirbyggja enn frekar vöxt tónlistarinnar sem öflugs bara iðnaðar á Íslandi. Þannig þetta gott við kerfið. Þetta dæmi það hvernig okkur sem þjóð tókst vel til. Þannig við getum verið stolt af því. En bara því að nefnir upp að þegar þetta var stofnað að þá var þetta samfélagslegt verkefni með hvaða markmið? Þá var umboð tónlistarskólanna þá var það náttúrulega svolítið, sótti kannski umboð sitt aftur til 18. aldar þegar hlutverk tónlistarskóla eða tónlistarmenntunar var að mennta fólk fyrir kirkjuna og veraldlegt öfl. Þannig hjá okkur var markmiðið, við ætlum að verða sjálfbær okkar sinfóníuhljómsveit. Við ætluðum að mennta hér tónlistarfólk. Og það gerðum við með þessum hætti og þetta var umboð. Það var skólar sem eru opnir öllum, ekki skóla eins og en svo náttúrulega sem við komum kannski bara inn á seinna, umboðið hefur náttúrulega víkkast og brekkast og verkefnin eru allt önnur og meiri í dag. Jóhann, hvernig myndir þú svara spurningunni? Hver eru kostirnir við tónlistarskólanum á Íslandi? Á marga vegu, en bara svona rétt til að taka boltan einmitt af Sigrúnu þarna. Við höfum í þessu kerfi óbúslega svona, myndi ég segja, gott tækifæri til að einmitt bjóða einstakling upp á mjög einstaklingsbundið nám sem getur verið það að skapa sinfóníu spilara, atvinnutónlistamann á einhvers konar atvinnutónlistamann sem orðið mjög fjölbreytt í dag. En við getum líka bara boðið fólki að þroskast á sinn hátt með tónlist á mjög einstaklingsbundin máta. Nú aftur á móti annað sem að mér finnst vera mjög gott við kerfið svona, sem hefur verið að þróast mjög mikið á síðustu árum að það að segja okkar megin, kennaramegin hefur samtalið innan stéttarinnar verið að aukast gríðarlega mikið. Það að segja faglegt samtal og við höfum svolítið kennarar tekið boltan að reyna að bregðast við því hvað samfélagið vill sjá og höfum verið að þróa bara í samtali starfið áfram og svona ef við tölum hvað eftirsóknarvert við að verða tónlistarkennari í dag, myndi ég segja að það er svona leyfi til að vera í samtalinu. Það mega allir hafa skoðanir held ég á þessu í dag. Hvernig kerfið mótast það? Hvernig kerfið mótast? Já, hvernig kerfið mótast og við höfum verið að vinna bara mjög mikið í því síðustu ár. Það í þróun bara núna, myndi ég segja sko. Góðsagan tónlistarskólana einhvern veginn þannig að hingað komu menn á flótta sem að kunni tónlist og Íslendingar kunni ekki neina tónlist og þeir byggu til tónlistarsenuna og tónlistarnámið. Gylfi Þór Gíslason var menntamálaráðherra og bjó til tónlistarskólana sem ætti að vera opið fyrir alla, þannig að þetta vera alþýðu fólk geta lært á tónlist eins og aðrir. Þetta gat af sér blómlegt tónlistarlíf, heilu kynslóðir af tónlistarfólki sem hefur borið hróður okkar mjög víða. Síðan hefur kerfið farið að hrörna aðeins og það kannski ekki eins opið fyrir alla eins og áður var og þegar maður fyrir á tónleika hjá tónlistarskólanum þá sér maður þegar maður horfir svona salinn að þetta kannski svona meira millistétta fólk. Það hefur í millistétt svolítið mikið af asískum innflytjendum. Það ber alltaf svip. Það getur maður líka bara þegar maður fyrir á að reyla hvaða sinfóníuhljómsveit sem í heiminu. Þá sér maður að strengja sig til meira og minna frá Asíu. Þannig það einhver kúltúr þar. En þetta og að tónlistarskólanir hafi getið krúttkynsluðina og Björk og Sigurrós og ég veit ekki hvað og alla afreksmennina og Víking Heiðar og sem eru náttúrulega með að fremja miklu stærri afrek heldur en íþróttafólkið okkar í dag. Söngvarar út alla trísur sem kannski tengist í tónlistarskólanum veikt. Er þetta svona? Er þetta söguþráðurinn? Kannski hluti á hann. Þar sem ég er að vinna á Akureyri, þar byrjaði tónlistarstarf einhvern tímann á svona síðar hluta á 19. aldarinnar og það var náttúrulega þannig að við erum þjóð og við þurfum að jarða fólk og við þurfum að gifta fólk og þarna myndast eitthvað svona menningi kringum kirkjurnar
og sko það eru hérna sögur af organistum hérna sem eru labbandi yfir heiðar með orgelið sitt til þess að hérna spila í messum og yfir fólki og síðan það sem gerist það kemur kannski seinna þetta með sko erlendu tónlistamennina en hérna þetta byrjar svona en það er kannski kjarni málsins er sko hversu mikil stór hluti af menningu og lífi fólks tónlist hún einhvað sem er bara allstaðar í heiminum og hún einhvað sem er mjög stór hluti að uppruna mannkyns bara og samfélags byggingu samfélags og hefur fyllt okkur í gegnum sko árþúsundir og þetta í rauninni bara það sem að gerast eins og þegar þetta fer af stað á Íslandi þá þetta svona ástríð fólk sem að fer af stað og gerir hluti, þú veist, það eru sögur af mönnum sem eru að setja saman söngkópa í kringum 1910-20 og fara í söngferði jafnvel fyrir aldamótin, fara í söngferði til Noregs á þessu tíma þar sem að þú fórst ekkert mikið erlendis, eru að fylla skip með farmum á Íslandi, sigla til Noregs, selja farminn þar, koma svo aftur og skipuleggja ferðina í Noregi, koma aftur og nota ágóðan til þess að fara í söngferð árið eftir. Þetta allt saman þaðan sem þetta kemur, þetta raunverulegt, þetta mikilvægt fyrir fólk. Þetta eitthvað sem ekki söluvara, þetta ekki iðnaður, þetta eitthvað sem bara hluti af því að vera manneskja. Og ég held að sko, eitt af það sem hefur gerst á síðustu kannski 20-30 árunum, sérstaklega kannski 20 árunum, þegar við byrjum að tala iðnað, þegar við byrjum að tala þú veist, allt fyrir að standa undir sér og verðgildi og þú veist, þetta allt saman, þá gleymist þetta svolítið. Þú veist, það gleymist svolítið að börnin okkar og við sem manneskjur, við þurfum þetta. Þetta ekki bara eitthvað svona sem er dregið upp til hátíðabrigða, heldur þetta bara raunverulegur hlutur af því að vera manneskja. Og það kannski, ef við erum að tala það sem betur mætti fara, það sem endurspeglar kannski eins og samfélagið, vegna þess að tónlistarskólan bara hluti af samfélaginu. Vandamál tónlistarskólana eru bara endurspeglun því sem að gerast í samfélaginu og það eitthvað gildismat sem að hefur þessi áhrif farin að horfa á svona húmaníska hluti eins og þetta sem eitthvað annað það og það kannski það sem að svolítið að valda misskilningi, þú veist, og svo vera að raða þessu niður. Ég ekki alveg að sjá þetta í mínu skóla sem við tala sko, með stéttaskiptingu millistétt. Ég held að við meira tónlistarskólan og maður sér þetta reyndar að keppnum sem eru hvað heitir þetta, nótan og líka sem svona meiri alþýðumúsík, að þá sér maður svolítið á krökkunum sem að mæta að það eins og þessu gömlu tónlistarskólanir séu út á landið. Þetta ég bara sem ég bara reyna að meta þetta eins og ég sé ekki í strætó fram mér, sko. Þetta ekki rannsókn, en þetta svona tilfinning sem ég hef. Já, þeir eru náttúrulega mjög misjafnir að gerð og ólíki skólarnir all land og það eitt af þessi frábæra við þetta kerfi, það spilar mjög vel með sínu nærsamfélagi. En eins og í skólanum okkar þá sé ég með sko vegna þess að það ekki fjárhagslega höftundilega sem að valda því að fólk kemst ekki í tónlistarnám, vegna þess að það niðurgreitt og skólagjöldin eru nú ekkit rosalega á mörgum stöðum. Það hefur verið talað þetta í umræðu frístundakortið og annað slíkt, að það dugar aldrei, þú kannski getur borgað æfingagjöldin í íþróttinni en þú átt ekki fyrir búningunum, þú átt ekki fyrir ferðalaginu og þú getur farið að borga kennaranum en þú átt ekki fiðlu. Nei, akkurat, og við reynum að lesa það sem ég að segja sko þetta með mikilvægi tónlistar. Ég sé nefnilega sko mjög mikið af börnum af erlendum uppruna sækja í tónlistarskólanum hjá okkur og koma inn í skólanum okkar með takmörku fjárráð og allt það, þú veist. En það sem að mér finnst vera að endurspegla svolítið núna að foreldrar þeirra, það eins og þau skilji jafnvel betur mikilvægi tónlistar og menningar og þess fyrir þroska þeirra barna heldur en við erum að gera jafnvel fyrir okkur eigin börn sem að mér finnst vera kannski hluti þessu stóra máli sem hvað er gildismatið okkar og hvað erum við að horfa þegar við hugsaum um þessa hluti, þeir eru búin að aðskilja því frá því sem það raunverulega sem bara hluti af mannlegu eðli eða þetta orðin einhver söluvar, þetta orðin eitthvað annað sem ekki raunverulegt. Júlíana, eitthvað til í því að þegar kerfið svona fest í sessi, kannski á 7. áratugnum,
þá hefði hugmyndin verið svo að þarna ættu allir að hafa aðgengjað og þetta væri bara og ætti að drífast áfram bara áhuga hvers fyrir sig, en við vorum líka að lyfta upp samfélaginu, en núna sé kannski svona einhvers peningasjónarmið fyrir að koma á að vera að meta það hvort að þurfa að framleiða hljóðfæraleikara eða tónlistarfólk og að verði erfiðara fyrir krakka af efnaminni heimilum að sækja inn í þennan heim. Já, sko ég held nú ekki vegna þess að við höfum bara mörg sem sagt verið einmitt að vinna mjög bara markvisst í því að ná til hópa sem hafa ekki verið hluti af þessu samfélagi sem sagt, sem hafa verið að flytja til Íslands, eru kannski ekkit vanið því að börn fari í tónlistarskóla yfir höfuð og maður þarf alveg í góðri samvinnu grunnskóla, þá getum við nálgast þessa hópa mjög vel og við gerum sem sagt, bjóðum upp á aðra leiðir og ódýrara sem sagt, komið til móts við fólk, þannig að þessi að námið sem sagt frístundastyrkurinn til dæmis dugi fyrir námsgjöldunum og höfum einmitt verið að prófa fara aðrar svona þessast náms, við erum með annars konar formanámi og við erum búin að ná bara mjög góð árangri og talandi nefnir að það sé ekki að sé svona einsleitur hópur sem eru tónleikum, það er ekki, þá er þetta að koma upp í Breiðholti tónleika, það eru bara 80% útlendingar og og það er náttúrulega bara mjög góð þróun og bara ánægilegt. Kerfið virkar þannig ennþá, það er opið fyrir alla. Já, það er ekki konar eitthvað svona hindranir út af kostnaði eða kúltúr, það líka. Nei, við verðum náttúrulega að reyna að halda þessum skólagjöldum í lágmarki sem sagt. Það er, og sem sagt, já, að það er ekki að vera hindrun. Þannig að þetta er ekki vandamál. Sko, það fækkar bara. Ég myndi segja að það sé ákveðin vandi að það er stór hluti af okkar samfélagi sem að veit ekki að það sé til tónlistarskólar. Þannig kannski inn í tónlistarskólanum eru við verðum ekki vör við það eru biðlistar og það kemur að alls konar fólk, en það sem við sem erum svona að rýna í þetta að þá erum við bæði eins og hérna við komum fram að það eru ákveðnir einstaklingar frá ólíkum menningar heimum sem að vil leggja áherslu á þetta og þú sért andlitin sem að endurspegla fjölmenninguna en svo eru aðrir hópar í fjölmenningu og það er lagskipting í samfélaginu sem að þetta er ekki hluti af þeirra hversdagsleika eða kultúr, þannig þeim eiginlega kemur ekki til hugar að þetta sé eitthvað sem að þeim standi til boða og það sló mig sem er ekki gott. Nei, sem er ekki gott. Við sem samfélag þurfum á þessum krökkum að halda. Og það sem að þetta, og við erum alls sammála það. Sko stefnumörkun bæði Reykjavíkurborgar og núna tónlistarstefna að það er nú bara kveðið, það skýrt að orði að það sé hlutverk stjórnvalda að tryggja aðgengi almennings að tónlist og tónlistarmenntun. Þannig það má segja að þetta endurspegli svolítið hugmyndafræðina á síðustu öld, en hvort að því þú nefndir það að hvort þetta hafi verið þannig eins og menn orðuðu það. Eða hvort ég sé að nota einhverja hugmyndu fortíðina til þess að lemja á nútíðinni eins og maður gerist stundum. En sko hugmyndin þetta var framsýnt og menn tóku höndum saman þessa sýn og þá má kannski segja við sem að koma aftur þá til þess núna, það er sama sýnin, það þarf að tryggja aðgengi allra, en við þurfum náttúrulega að huga því að alveg eins og með, þegar menn tala brottfall úr framhaldsskóla eða hvað slíkt, að hverjir fóru í framhaldsskóla á hvaða tíma, hvernig var, við erum í allt öðru samfélagi í dag heldur en En það hefur á spjaldinu sem að kennarasambandi var að gefa út, þá kemur meðal fram að nemum í tónlistarskólum fækkar. Já, og þá myndi mig gruna að það fækkar helst í þeim sem við erum að tala hér, sem að þurfa kannski svona smá stuðning á það. Já, það sem er málið Börn tónlistarfólks er í skólanum áfram? Sko, þó ég tali fallega að við séum með fallega stefnu og stjórnvöld eiga að tryggja aðgengi almennings, allra að tónlistarmenntun og tónlist að þá er það náttúrulega bara hálfsagan sögð ef að fjármagn fylgir ekki og það sem að skýrir þessar tölur af hlutfallsleg fækkun nemenda í tónlistarskólum frá
2009 og fram til þessa dags er 28% með að teknu tilliti til mannfjölda þróunar að þarna fer bara ekki saman eins og mann segir hljóðumynd, menn leggja áherslu á þetta en fjármagni fylgir ekki. Þannig það sem mann geta lært af því hvernig við byggðum þetta kerfi upp, að þar voru menn samhentir, það sinntu allir sínu hlutverki, tryggðu fjármögnun með lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, en reyndin er svo að við erum enn með sömu löggjöf á stofnunum til frá 1963, þannig að þetta hefur, við skulum segja að menn hafa, þetta hefur setið eftir umgjörðin sem þarf að vera til þess að við getum framkvæmt stefnuna. Þetta er eiginlega þráður í þessum samtölum hérna sem ég hef haft í vikunni að við erum með fína stefnu en það er eins og við gleymst að setja svona framkvæmda áætlunina hvernig við ætlum að koma inn í gegn. Já, og umgjörðina til þess að fleyta hlutunum áfram, leyfa skólanum að þróast. Það er leikskólinn segir þetta, grunnskólinn segir þetta, framhaldsskólinn segir þetta og nú er þið að segja þetta. Þú vildir skjóta inn? Má ég aðeins bara halda áfram með þetta. Sko, þessi fækkun, hún hefur ekki með það að gera held ég að það sé minni aðsókn. Nei. Hún hefur með það að gera að sveitarfélögin hafa ýmist dregið úr framlögum eða ekki bætt í eins og þyrfti að gera í stórum sveitarfélögum sem hafa vaxið mjög mikið eins og Reykjavík og Kópavogur og þar hefur ekki verið hægt að fá meiri kvóta vegna þess að við fáum náttúrulega bara ákveðin stundafjölda. En eru þau ekki að bakka svolítið út úr því kerfi að styrkja tónlistarskólana og segja bara já, við erum með frístundastyrkina. Það er eiginlega okkar aðalstuðningur. Já, en það náttúrulega er allt annar hluti. Nú erum við að tala sko að vegna þess að tónlistarskólakerfið er jú rekið þannig að kennslukostnaður á að vera greiddur sveitarfélögunum og það er náttúrulega aðal kostnaðurinn. Og við má nota skólagjöldin bara í annan rekstur. En og það er stóra málið að það hefur ekki verið vilji fyrir því að auka stækka þennan kvóta. Þó við kannski margoft sóttum það, sérstaklega eins og í Reykjavík. Já, ég er að spyrja þetta svona í alvörunni af því að það er svona áður var það þannig að sveitarfélögin sköffuðu tónlistarskólunum fé í íþróttafélögunum og fleiri en þegar að frístundastyrkinni koma þá er svolítið svona fókusin á það að eins og að það fjármögnin eigi að koma þar og verður bara minni áhugi á sveitarfélögunum að byggja upp stofnanir vegna þess að fókusin er það að byggja upp markað fyrir tómstundir og skólastarf barna. Sko það er reyndar þannig í lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla að þá greiða sveitarfélög kennslukostnaðinn. Það er bara í þessum lögum, þessum ágættu lögum. En þeir segja bara að þið fáið bara þennan pening og bara við ætlum ekki að hækka það. En það er og skólagjöld eiga að fara í annan rekstrarkostnað. Þannig að svona það eru þetta og frístundastyrkurinn hann nær náttúrulega afskaplega dugir skamt sko. Þannig það er eins og ég lítið það veruleikin er þannig að tónlistarnám er ekki aðgengilegt öllum og háð efnahag. Og þegar við höfum núna, við getum fagna því að því að við erum að tala það sem er jákvætt og gott að Líka, við erum líka þannig. Líka að núna í verið voru brugðustu því sem við höfum reynt að hamra á mjög lengi að því ójafnrétti að nemendur sem alltaf leggja fyrir sér tónlist þurfa að greiða gríðarlega há skólagjöld í listaháskólanum og nú voru þau lögð niður og það hjálpar okkur stóra vandan sem er bara knýjandi og aðkallandi nýliðunar þörf í stétt tónlistarskólakennara ef við ætlum að viðhalda þessu kerfi. En ef að menn ætla að tryggja aðgengið og jafnréttið þá þurfa menn núna að taka neðri stig og gera eins og listaháskólinn og fleiri háskólar að aðgengi að tónlistamenntun og þessi jafnrétti gagnvart öðru námi eins og í framhaldsskólum að það sé ekki háð skólagjöld. Ég þekki þetta, dóttir mín er bæði í MH og MIT, menntaskólanum í tónlist og við látum ykkur smá peninga í MH en það eru bara töluverðar upphæðir sem eru í skólagjöldunum í MIT. Það er náttúrulega varandi þetta með aðsókn í tónlistarskóla og fjölda nemenda að sko meðan að nemendum hefur fækkað í tónlistarskólum þá er ekki eins mikil fækkun á biðlistum
Það eru ákveðnir hömlur hjá sveitarfélögum. Það er ekki fækka vegna þess að það er minni eftirspurn. Nei, ekki endilega. Svo er annað í þessu sem er vissulega, mér finnst vera áhyggjuefni, það er á meðan við horfum á að allar rannsóknir sýna að tónlistar vinna með fólki getur skipt miklu máli á öllum aldri og að tónlist getur þýtt ýmislegt fyrir einstaklingin, hvort sem að þú getur verið mjög persónulegt, getur verið atvinnu skapandi, getur verið hvað sem er, en því miður hafa sveitarfélög og ríki verið að kasta boltanum mikið á milli sín og núna er kannski því miður komin svo staða að það hefur ákveðin áhrif þegar þú ert orðin 18 ára sumstaðar, að ef þú ert ekki komin ákveðin langt í námi þá áttu ekki rétt á þessari niðurgreiðslu. Það finnst mér alls ekki verið í takt við það faglega starf sem að við höfum verið að reyna að gera. Við höfum verið að reyna að átta okkur á því hvernig getum við útvíkkað okkar vinnu út frá þessu sem var, að við erum ekki lengur bara að skapa sinfóníufólk, þó að við séum vissulega að því líka. Við erum að gera þetta út af svo mörgum ástæðum og fólk á öllum aldrei ætti í rauninni eiga rétt á að finna sína leið í gegnum það, finnst mér. En nú er ertu að tala bara tónlistarnám eins og bara þjálfun í persónulegri hæfni, bara svipað og líkamsrækt og eitthvað svoleiðis? Það getur bara verið svo margt, alveg eins og tónlist er svo margt fyrir okkur, þetta er svo persónubundið, en ég get hins vegar gefið bara mjög skýrt dæmi. Ég byrjaði mjög seint í tónlistarnámi og ég held að ég hafi tekið mitt fyrsta stigspróf fyrsta árið mitt í framhaldsskóla. Ég hefði ekki náð nógu langt innan kerfisins til að geta haldið áfram, en hins vegar hef ég verið starfandi tónlistarkennari yfir 20 ár og ég þekki rosalega marga innan tónlistarskólana sem að segja sömu sögu. En breyttist kerfið? Náðu þú í gegn í gamla kerfinu en myndir ekki ná í gegn í dag? Ég myndi ekki ná í gegn. Leyfðu mér að Júlíana. Nei, bara vegna þess að hann er að tala út frá alveg nýjum reglum Reykjavíkurborgar það sem að þeir greiða ekki kennslukostnað nemenda 18 ára eldri sem eru í grunn- og miðnámi. Það er í lagi út búin að taka komin í framhaldsnám vegna þess að þá greiður jöfnunarsjóður kennslukostnaðinn, en núna var ákveðið mjög skyndilega og harkalega að breyta þessu svona. Þetta er sérstaklega slæmt fyrir nemendur í ritmísku námi og ég meina þetta er bara svo að nemendur kannski sem langar að fara að læra á rafgítar eða rafbassa og það sem fólk er ofta að byrja aðeins seinna heldur í klassíska náminu, að það er bara á enga möguleika. Það er bara orðið útiloka frá skólanum vegna þess að þú nærði ekki að klára miðpróf 18 ára gamall þegar þú byrjar bara 15-16. Við myndum borga allan kostnaðinn sem er ég meina þeir myndu sem er mikill kostnaður að hafa einn kennara á nemenda. Það er engin heimild fyrir því heldur fyrir skólan að rukka nemendur fyrir kennslukostnaðinn. Vegna þess að við fáum kennslukostnaðinn greiddan af sveitarfélaginu okkar og þá megum við ekki rukka nemendur skólagjöld fyrir kennslukostnaðinn. Það er bara bundið í lög. Nei, ekki einhver skóla. En er það að því að við erum að tala þetta? Það er náttúrulega leikskólanir eru eins og þeir eru, það er ekki skólaskylda þar og það er ekki eins og skylda sveitarfélaginu á því, en samt er það bara svona samfélagslega viðurkennt að öll börn eigi rétt á að fara í leikskóla og það verður með skólaskyldu í grunnskólanum og fræðsluskyldu alveg upp í 18 ár og framhaldsskólana, en þið eru á allt öðru þessu svæði, þið eru svona, það er ekki skólaskylda í tónlist. Nei. Og svo ég ætla nú að nefna það áðan að það er náttúrulega miklu, ég held að sem minni raunverulega tónlistarkennsla í skólum, í grunnskólunum sem börnum mín hafa fengið heldur ég fekk sko. Því það er eins og hafi dofnað yfir það, kannski hugmyndin sá þið að sjá þetta, en það var til dæmis í Vogaskóla þegar Gvendur Skalli var yfirkennari og það var mikil tónlistarkennsla. Þannig að við myndum aðeins útskýra það sko á hvaða ég veit ekki, markaði eða svæði þið eru að vinna sko. Hvernig er þetta fjármagnað? Svo ég fari aftur í ræturnar að á sínum tíma þegar við vorum að byggja upp tónlistarskólakerfið að þá litum við á tónmendakennslu í almennu skólakerfinu sem hluta af þeirri heild og það var á sama tíma í samstarfi tónlistarskóla og ríkis sett á stofn nám
kennaramentun á fyrir söngkennslu þá og tónmenntakennslu. Í dag, það er ekki skólaskylda, en í allri umræðu og gerjun núna í heiminum og því flókna samfélagi sem við búum í, að þá eru alltaf að koma ríkari og sterkari sjónarmið þá veru að kannski þurfi að festa þetta betur í sessi vegna þess að við þurfum á því að halda. Það bara til þess að halda ákveðnum balans í svona þroska samfélaga. Og í sumum löndum er þetta sveitafélög eiga að standa að einhvers konar framboði í samvinnu við önnur eða ein fyrir að tónlist og list. Og þetta erum við algjörlega á að eigi að festa í sessi. Þetta er einstakt fyrir okkar land að vera með tónlistarskólakerfi allar hringinn í kringum landið og við eigum að lögfesta það. Menn ráða síðan hvað þeir bjóðu upp á mikið, það er enginn að taka af þeim sjálfstjórnan réttin og þá finnst manni líka að því að þetta eru mannréttindi og þetta eru svona grunnþarfir, viljum við meina, sem að trúum á mátt og gildi tónlistar og mikilvægi, að til þess að tryggja aðgengi allra og til þess að tónlist fái að skila því sem hún getur til sem flestra, þá á að gera það að skyldu okkar mati í leikskólum að þar fari fram tónlistarkennsla og tónlistarmenntun. Sko þannig að við sem samfélag... En hún tollir ekki einu sinni inn í grunnskóluna, sko. Nei, og það er... Ég talaði við, ég mannaði skólastjóra Austurbæðarskóla og ég segi hvað það að vera leiklist okkar fleira og við getum ekki ráðið neitt. Ég skal bara ráða einhvern í þetta og þá var að hljóma þetta þannig eins og listnámi væri það fyrsta sem að skólastjórin væri að höggva af til þess að bara standa eitthvað budget, sko. Bara einn punktur og svo Júlína tekur hana bolta, að þar vil ég segja að við erum að gjalda þess að umgjörðin sem menn voru svo sammála að þyrfti upp úr miðri síðustu öld, að hún hefur ekki fylgt þróun samfélagsins og þess vegna stendur þetta ekki eins styrkum stoðum. Og það hefur þessi áhrif viðhorfi til mikilvægis listnáms. Þetta held í hendur og til þess að við getum þá haldið áfram að vera leiðandi eins og ég vil meina við höfum verið og frá upphafi, að þá þurfum við þetta umgjörð og farvegin og það skortir skilning stjórnvalda fyrir þessum hlutum. Já, ætla að halda aðeins áfram með þetta með tónlistarkennsluna í grunnskólum, að það er náttúrulega bara afskaplega slæm þróun sem hefur átt sér stað, vegna þess að henni er ekki sinnt í bara vel flestum skólum held ég, og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það er náttúrulega skortur á kennurum, á menntum tónmenntakennurum og það er líka skortur á kennurum sem að vilja kannski vinna við þær aðstæður sem er boðið upp á að allt og stóra hópa og slíkt en og þetta er eitthvað sem bara verður að breytast að komi meiri tónlistarkennsla inn í grunnskólana og það er nú vísu, það sem betur verið átaki í gangi að efla söng og en þetta er eitthvað sem bara þarf virkilega að fara að vinna markvisst í að mennta fleiri tónlistarkennara og fá fleira fólk til þess að vinna í tónlistarkennslu og tónlistarskólakerfið er semst ekki eina kerfið sem á að sinna tónlistarkennslu að mínu mati, vegna þess að til þess að allir geti notið þess að þá er náttúrulega nauðsynlegt að vera á þeim stað þar sem allir eru í leikskólunum, í grunnskólunum en hins vegar getum við líka gert þetta í mjög góðri samvinnu og víða náttúrulega út á landi eru sérstaklega mikil samvinnu milli tónlistarskóla og grunnskóla þar sem að tónlistarskólinn veitir eða beinir starfskröftum eða tekur að sér tónlistarkennsluna og svo sem líka hefur við gert þetta líka einhverju leyti í Reykjavík en það er svona kannski flóknari aðstæður en sumstaðar bara er þetta alveg hægt þannig að það er náttúrulega upplagt þegar við búum að þessara fagþekkingu og höfum fólki til þess að sinna þessu að ef við getum komist í samstarf og við erum líka í samstarf við framhaldsskóla og þannig að já, en þarna þarf virkilega að gera eitthvað. Ég sem foreldri og stundum velti fyrir mér okkur kemur ekki bara kennarinn í skólan, fyrirlukennarinn
Í staðinn fyrir að foreldrarnir séu alltaf að keyra börnin hérna fram og tilbaka. Sko, það eru margir skólar sem gera það. Það gera það? Já, og ég hugsa kannski í minni samfélögum þá sé það kannski meira. Ég veit að allan hjá okkur þá eru kennarar okkar að fara inn í grunnskólan á skólatíma á mótnana þess að kenna í hálftíma, taka nemendur út í tíma og svo framvegis. Og þetta með tónmenntakennsluna, sko, þetta ansi alvarlegt mál. Það virðist að dotti niður tónmenntakennsla bara liggur við allir grunnskólum landsins bara á svona síðasta áratug eða kannski það á undan og hugsanlega eins og Sigrún var að minnast á, þú veist, hefur eitthvað með sko skipulagsbreytingar að gera og kerfið hafi ekki tekið almennilega utan það. Og þarna við sko svolítið að díla við það. Við erum hér tónlistarskólakerfi og við erum með menntaða tónlistarkennara sem eru sérfræðingar í að kenna tónlist og hljóðfæri og tónfræði og svo framvegis. En það ekki okkar hlutverk að kenna tónmennt í grunnskólum. Það í rauninni ábyrgð grunnskólastjóra að gera það. Og það hefur fækkað gríðarlega mikið tónmenntakennurum, fólki sem hefur menntun og hæfni til að sinna þessu starfi og í rauninni ekki hægt að álasa skólastjórum vegna þess að margir hafa bara reynt að auglýsa stöður tónmenntakennara, það hefur bara engin sótt og ég veit að ég er búin að horfa upp á þetta í 10-15 ár á Akureyri og við stöndum svona til hliðar og erum alltaf að hugsa ok, þessu verðum við að leggja lið. Við erum búin að reyna 3 sinnum að fara inn með eitthvað svona prógram í grunnskólanu og nú erum við enn einu sinni að gera það og í þetta skipti held ég bara byggt á þeirri reynslu sem við höfum held ég að það bara mjög spennandi það sem við erum að fara að gera. Við erum einfaldlega að fara að kenna tónmennt inn í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar í einhverju rúllu og erum með 3 sérfræðinga í því sem eru búin að helga sér þessu í lífinu og þau fara þarna á milli og við sjáum bara hvernig það verður. En þetta bara þetta hluti af stærra vandamáli sem okkur vantar kennara og ég held að það sé bara þannig á öllum skólastigum og öllum skólum að það vantar hæft fólk til þess að kenna og þá og vandinn vex og ég held satt að segja, ok, við getum að rætt praktíska hluti en það hefur alveg rosalega mikið eins og ég var að segja ára því við erum bara þverskurður í samfélaginu með gildismatið í samfélaginu almennt. Hvað það að vera kennari? Það ekki eftirsóknarvert að vera kennari? Þú veist, það ekki eftirsóknarvert að vinna með því sem mikilvægast fyrir hverja einustu manneski í þessu landi sem á fjölskyldu sem eru börnin þeirra. Þú veist, eru við virkilega að setja það svona neðarlega í forgangsröðuna sem þjóð sem sem segir að það sem skiptir mestu máli í lífinu séu fjölskyldan og númer 2 vinirnir og númer 3 peningarnir sko. Að sú þjóð skuli ekki átta sig á því að við erum að forgangsraða vitlaust í þessu samfélagi. Það það sem að valda þessu vandamáli. Þú veist, það ekki eftirsóknarvert að vera kennari vegna þess að það einhvern veginn, ég veit ekki, það óæðra? Það, þú veist, að þú ert að vinna með börnum, það eitthvað mikið minna virði að gera það? Kannski bara fyrst ekki vinna í banka? Já, fyrst ekki vinna í banka. Ég meina, auðvitað sem fjölskyldufaðir og hugsaðu það. Þú veist, þetta eru peningarnir, ég get bara haft það fínt, sko. En þetta ekki að endurspegla grunngildi þjóðarinnar. Talandi gildismat og að því að ég held að í sama við hrörnum til þess myndlistarkennslu, ég held að ég hafi fengið meiri myndlistarkennslu heldur en börn mín, það bara þannig. Og mér finnst þetta svo skrítið vegna þess að við erum með svona menntun einhvern veginn á einhverjum tímamótum og ég meina við getum ekki verið að hlaða einhverju þekkingun í börnin og þannig að við ættum helst að vera bara að efla persónuhæfni þeirra og ég bara veit ekki neitt sem er betra til þess að æfa persónuhæfni heldur en bara leiklist, tónlist, myndlist. Það er bara kannski bara samtal eða ég myndi halda það. Já, en svo horfum maður á grunnskólana og það akkurat þessi þættir sem eru að dofna. Ég held samt að núna ég held að fólk átti sig alveg á þessu. Ég held að gott dæmi sé söngurinn. Nú erum við sem samfélag að átta okkur aðeins á því, já, söngurinn þagnaði í grunnskólanum. Það að hafa einhver áhrif og við finnum það. Hvernig áhrif? Já, ég held að bara mitt persónulega mat að áhrifin séu bara að við eigum minna sameiginlegan vettvang söngur að syngja saman séu svona heilandi fyrir hópinn. Algjörlega. Fyrir utan það að núna sjáum við náttúrulega bara hreint og beint verkfæri þegar við erum komin í fjölbreyttara samfélag og það fullt af krökkum í skólunum sem eru kannski ekkert endilega mjög færi í íslensku. Það gerist eiginlega valla mikið betri tól til að kenna orðaforða heldur en söngur.
þannig að það er svo margt sem þetta getur gefið gott og núna er verið að reyna að vinna í þessu og ég held að fólk sjá alveg líka í kjölfarið því, ok, ef við getum unnið með söng á skóla það vantar líka, það er aðeins svo mikil þögn, það er ekki nógu margir tónar í grunnskólunum. Ég held að ef að þetta með söngin heppnist og ef við getum þá sé næsta skref að finna góða samvinnu einmitt, ég held að það sé bara mjög sniðugt að finna góða samvinnu með tónlistarskólunum og með tónmenntakennurum og reyna að vinna það aðeins upp, en ég held við þurfum svolítið að vinna þetta frá grunni, já, okkur vantar þetta, söngurinn, tónmenntakennslan, hvernig sem við gerum það og þú veist, ég held að við séum á þeim stað að vita af þessu sem samfélag. Hverju eru við í þessu? Bara við, samfélagið. Það er oft sem eru við viljum og við ákveðum svo bara einhverju aðri sem ákveða að gera eitthvað annað, sko, eða gera það ekki. En ef ég má koma aðeins inn í þetta að við hér sem að trúum og vitum hvað það felst mikill máttur í tónlist og hvað tækifæri eru fólkin í að nýta þessa auðlind okkar, sameiginlega auðlind, betur, að það er eiginlega hvert sem að lítur núna í umræðinni hvað sem það er PISA og af hverju fer alltaf niður að við sama hvað við gerum og menn koma með alls konar áætlanir og menn eru sammála og samt það dugir ekki að koma með einfaldara lausnir, eitthvað svona, stoppa ykkur göt. En samt eru menn pínlítið fastir í því sem að var samt verið að ræða fyrir 1-2 áratugum. Það þýðir ekkert lengur að gera bara áfram meira því sama en menn gera það samt. Og það sem að mér finnst áberandi í alls konar samtökum tónlistarháskóla í Evrópu eða bara UNESCO, menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem hélt þessu ári 3. alheimsráðstefnu sína listfræðslu, mikilvægi hennar, að þar segja þeir bara mjög skýrt, það er ekkert að tala gæðamenntun nema bara listur og menning séu stór hluti þar af. Og þetta endurspeglar nákvæmlega það sama og svona þeir sem voru í þessari mennta umræðu fyrir 10-15 árum og þá var þetta þýðir ekki halda áfram á sömu braut. Leiðin af því að ná umbótum er svo að ef að kerfið er þetta er menntakerfið, við erum að fylla inn í þetta box eins mikið við getum af listum og menningu. Þetta nýta þessi tæki á allan þann margvíslega hátt sem hægt er að nota og þetta rímar þá líka við það sem að ef við tölum til dæmis bara, þú talar hverjir eru á nótunni, hvernig í dag stuðlaru að góðum árangri. Þú getur ekki lengur í tónlistarnámi bara barið með reglustrykk á puttana. Eina leiðin er svo að stuðla að heildstæðum þroska einstaklingsins. En hann, einmitt eins og við tölum í skólakerfinu, vilji. Hann sé virkur og hann vilji og hafi áhuga. Og það í dag að nota tónlistina, menn eru að tala í PISA, við erum stöndum okkur ekki vel í mælingu varðandi samkennd og samvinnu. Ok, er tækifæri í tónlistarskólunum? Er þeir sem að standa höllum fæti, það er mælanlegt að þeir standa sig verr. Ok, er tækifæri í tónlistinni? Nú það eru til dæmis bara rannsóknir sem segja það á gildi tónlistarkennslu og menntunar á leikskólaaldri. Þar kemur það best til góða fyrir einstaklinginn, því þetta bara raunverulega stækkar, þroskar heilaðinn. Þetta stuðlar að fleiri tengingu sem myndast. Og það sem meiri er, áhrifin eru mest hjá þeim sem eru á einhvern hátt standa höllum fæti með greiningur og slíkt. Ef við vitum þetta, af hverju horfum við ekki til heiltækra nálgana og samvirkni og samvinnu eins og við boðum, eins og er sagt í tillögum í PISA-skýrslunni.
Sko, þannig það vantar bara við iðkum það sem að við erum að segja. Kannski Katrín sá að það sem að drífur áfram umræðu skólamál á Íslandi eru samþykktir Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins. Já, það má náttúrulega segja það við séum Það bara þannig. Og það það sem að stjórnmálamenn hlusta á, það bara því miður. En kannski aðeins áfram með þetta. Fóru að tillögur eins og stytting framhaldsskólans, það var enginn að biðja það nema Samtök atvinnulífsins. Samt var það raunveruleika. Það þarf bara meiri sköpunar bæði kraft og kjark í stjórn, það sem að halda sprotann sko. Já, mér langar aðeins varðandi eins og hún nefnir að listkennsla hefur minnkað í grunnskólum og það synd að stjórnvöld eða stjórnendur sjá ekki þessi góðu áhrif einmitt sem að listkennsla hefur og þetta ekkert séríslenskt vandamál. Þarna erlendis hafa náttúrulega verið að gera kannanir og rannsóknir á því að einmitt í skólum þar sem að listkennslu gert hátt undir höfði að þar almennur námsárangur betri. Þetta bara margoft komið fram. Og talandi sérstaklega tónlistina eins og þú varst að koma inn á, það náttúrulega svo margt sem að hún hefur svo mikil áhrif á aðra námshæfni. Hún hefur bara bæði áhrif á bara vitsmunaþroskan og síðan bara félagslegi þátturinn, sköpunin og það svo margt annað sem hún hefur áhrif á. Þannig að það bara ofboðslega gildi tónlistakennslu bara mjög mikið. Við erum með eitthvað kerfi og það svona stendur einhver leyti höllufæti en síðan eru mikla breytingar í samfélaginu. Við tölum breytingar í bara fólk kemur víðar að og fleiri nemendur sem ekki tala íslensku sem kannski minna mál fyrir ykkur heldur en kannski leikskólana og grunnskólana af því að tónlistin víst tungumál sem allir skilja á að vera þannig. En það samt breytingar í tónlist og í hljóðfærum og bara það þannig að maður myndi ætla það að kerfið þyrfti að vera alveg síkvikt og sívakandi og hafa í sér eitthvað svona sköpunarkraft sem að með langvarandi svona niðurskurð og svona fer úr því. Ég meina fólk og heilbrigðiskerfinu svolítið tala það að þau eru alltaf að hlaupa og eitthvað svona þá endaru með því að þú nærð ekki að endur næra eitthvað neginn og þú finnur ekki lausnirnar. Þannig að við getum það möguleiki að við missum grunnkerfin okkar þannig að þau eru bara komin á eitthvað svona point of no return þess að þetta eru svo erfitt að við erum að missa getuna ef að menn eru alltaf í vörn. Hætt á að við séum að lenda þar í tveir skólastjórar? Ég veit ekki, ég held að við vorum að tala markmið og tilgang áðan með námi og til dæmis bara orðræðu Samtaka atvinnulífsins hvað skiptir máli í skólastarfi. Ég gerir ráð fyrir að þar sé bara mjög mikið að góðu og greindu fólki að starfa en við erum sérfræðingar í menntun. Við erum sérfræðingar í tónlistu, við erum sérfræðingar í því og við eyðum lífi okkar og ævistarfi í að reyna að gera það eins vel og við getum. Og þeir eru sérfræðingar í hagsmunagæslu. Já, og hluti af vandamálinu eins og ég var að reyna að segja áðan hvernig við horfum á menntun. Og það bara það sem endurspeglast í þessum PISA-könnunum alltaf þegar kemur ykkur PISA-könnun það verður allt vitlaust af því að við erum samkvæmt því erum við ekki að gera nægilega vel. En þessi lönd sem hafa komið best út úr PISA-könnunum eru í rauninni að bakka svolítið út úr því að það sé markmiðið af því að þeir eru að sjá í Singapúr, þunglyndi, sjálfsvík, alls konar lýðheilsu vandamál hjá þessum hópi og við komum aftur á tónlistinni. Það nefnilega á síðustu 20 árunum orðin alveg svakalig þróun í því hvernig við mælum hluti og þar á meðal bara hvernig við mælum hvað gerist í heilanum og hvernig fólk að þroskast og það búið að sýna bara óyggjandi fram á það sem að við höfum alltaf vitað. Við sem að lifum inn í þessu, höfum séð hluti, höfum einhvern veginn ekki getað sagt neinum frá því vegna þess að við erum alltaf dæmd út frá þeim hagsmunum sem við erum að verja. Að reyna að segja fólki einhvað þú stendur og ætlar að reyna að kristna einhvern og þú stendur í prestshempunni einhvers staðar í múmistvorlandi þá ertu ekki að fara að tala um neitt og það líka svolítið erfitt að segja að við erum með betri heila við erum ekki með betri heila við erum ekki með betri heila en það sem við höfum fengið ákveðin örfun, ákveðin tímaskeiði í okkar lífi og það bara að koma mjög sterkt fram hvaða lýðheilsu og áhrif þetta hefur og hvað þetta hefur gríðarleg áhrif á þroska
og með fullri virðingu fyrir öllum öðrum listum og öllum öðrum greinum að þá tónlist einstök í þessu tilfelli vegna þess að þú fæðist bara músíkalskur, þú ert í móðurkviði að hlusta, þú bara heyrir þeir sem að fæðast svona nokkuð heilbrigðir líkamlega og eru með heyrn þegar þeir fæðast, eru búin að vera í samtali við heiminn í gegnum eyrun á sér í marga mánuði áður en þeir koma út og við skynjum heiminn á þennan hátt og það einhvern veginn að við séum að svipta einhverja kynslóðir því að geta þroskað þennan hæfileika með sér eitthvað sem við skiljum mjög vel að bara mjög alvarlegt mál. En ástandið þannig að við séum að svipta heilu kynslóðirnar? Þetta svona varnarstaða eða kerfið í hættu? Ég skal bara segja þér. Kerfið í hættu? Frá því að ég byrjaði sem skólastjóri á Akureyri hefur ekki verið eiginlega nein tónmenntakennsla í skólunum þar. Og þar bara, og ég veit ekki hversu mikið það var þarna á undan. Nú bara komin heil kynslóð af fólki sem aldrei komist í tengingu við tónlist og þau eru byrjað að eignast börn. Þannig að ég myndi halda það hefði orðið ákveðið rof einhvern veginn, einhverja hluta vegna, þú veist, ég veit ekki, Sigrún getur eflust útskýrt. Það í gangi einhver tilraun sem við vitum ekki alveg hvert leiðir. Að taka tónlistarmenntunina út úr grunnskólanum. Hins vegar, eru við á leiðinu út, höfum við áhyggjur af tónlistarmenntun og svona, ég myndi segja að akkurat núna tónlistarmenntun rosalega mikilvæg. Nú lifum við á þeim tímum að við lifum á skjátímum, við lifum á tímum þar sem að gervigreind fer að gera alla vinnuna fyrir okkur, við lifum á þeim tíma að sömulögin fyrir okkur. Já, við googlum okkur út úr vandræðunum. Nú hvað það hins vegar sem að til dæmis það að læra á hljóðfæri gerir fyrir þig? Það gerir einfaldlega fyrir þig að þú getur ekki googlað út úr þessu. Þú verður að sýna seiglu, þú verður að vinna þig út úr verkefninu. Það er til svona autotunes á tanninu. Já, vissulega. Það falskasta fólk að byrja að gefa út plötur og syngur vel. Já, svo sem. En ég myndi segja hins vegar að þetta sé, ef ég ætti að vera með söluræðu, þá væri þetta mín dýrasta söluræða að gagnvart ungu fólk í dag það sem að athyglisspannið er að styttast, við eigum erfiðara með að yfirstíga ef við lendum í vandamálum, seiglan fer minnkandi, þá þetta svolítið ástæðan fyrir að ég myndi segja að ungt fólk ætti að fara í tónlistarnám fyrir utan tónlistina sjálfa auðvitað, en þetta finnst mér rosalega góð ástæða. Þetta er móteitur við hraða, þetta er móteitur við svona instant gratification, þetta er móteitur við margt sem er meinið í nútímanum. Já, þess vegna segi ég hef persónulega ekki áhyggjur af okkur því að ég held að það verði meira og meiri þörf á þessu. Þetta er bara mjög góða punktur, þetta er okkur svolítið hugleikið og höfum reynda svona að miðla félagslegri nýsköpun í löndunum í kringum okkur þar sem að menn eru virkilega að búa til nýjar tengingar frá tónlistarskólunum og inn í ólík kerfi, menntakerfin, félagslega kerfið, heilbrigðiskerfið og þau nota tónlistin sem úrræði. Við erum að tala stöðuna á ungu fólki í dag og í PISA sést að lífsánægja ungmenna er þverrandi og það þurfa ekki allir sömu lausnir og með tónlistinni sem að nær einhvern veginn er bara hluti eins og hjá þú sagðir, við bara fæðumst með, hún er bara stór partur af mennskunni að og vinnur svolítið í tilfinningunum, hún vinnur með kjarnan í þér og hún, þetta er svona ákveðin núvitund ef þú ferð í þetta, að það eru tækifærin til að nota tónlistarskólakerfi sem við eigum í svona nýsköpun til að koma til móts við alls konar hópa. Þá sem að vilja fara og leggja fyrir sér tónlist og verða einleikarar, þá sem að standa höllum fæti og finna sig ekki og það er bara allar hurðir einhvern veginn lokaðar, að þú náir að gera tónlistina lífsförunaut og síðan fyrir alla þá sem að vilja
eiga ánægilegt líf, vilja stuðla að geðheilbrigði, bara líkamlegu heilbrigði og það líka tónlistin líklega hvað besti lífsförunautur sem að þú getur fengið. Og þegar þú segir hvort að kerfi sé í hættu, að þá svarið mitt já. Það já. Vegna þess að ef að fólk hugsar það langt að vilt þú að þitt barn og barnabarn geti átt möguleika á því að fara í tónlist eða njóta tónlistar í almenna skólakerfinu? Ef svarið já, þá myndi ég segja að það ekkert víst að svo verði. Ekki í því formi eins og allavega kerfið sem að við erum stolt af og aðrir horfa til. Og þar bara stóra málið, talandi ímyndarherfir Kennarasambandsins, fjárfesting í kennurum. Við verðum að fjárfesta í kennurum og hvort sem það fyrir tónlistarskólakerfið eða almenna skólakerfið og ég held að þar sé bara, maður þurfi bara að taka vinkilbeygju og þora að vera með bara þá nýsköpun í því og það mín sýn eins og þetta orðið að tónmenntakennslan og það eigi að skrifa hana inn í stefnuna og inn í þessa raðanáskrá sem fyrir tónlistarskólan. Sko þetta kerfi, það ekki nóg, við erum líka að hafa framkvæmt áætlun til þess að koma því í gegn. Já, og það mikið af fögrum stefnum, sko. Já, en sjáðu, en það bara ekki verið að innleiða þess. Og þess vegna stuðningurinn í því, eins og þegar það eru skólastjórnendur, tónlistarskóla, sérstaklega út á landi, sem bara farnir að sjá auglýs eftir tónlistarkennara inn í sitt starfslið. Þar þá viðkomandi í því lærdómssamfélagi og fær stuðning og örvun og næringu og ef eitthvað ekki að ganga vel og hlutirnir fara alltaf þverrandi eins og staða tónlistarkennslu í grunnskólum, þá stundum þurfum við bara að þora að vera skapandi og prófa aðra leiðir. Það þurfum við svona endurreisnar fasa núna til þess að endurreisa. Og það bara, já. Má ég spyrja þig hvort að kerfið sé að brotna eða? Nei, ég vona nú að kerfið sé ekki að brotna og ég mig langar svo aðeins að halda áfram sem Jóhann var að segja sem svo fín ábending að tónlistarnám held ég hafi nú bara aldrei verið jafn mikilvægt og í dag. Þegar við lesum hvað að segja, allan þann vanda sem hefur bara skapast hjá ungu fólki, börnum og úlingum og út af símanótkun, óhóflegri símanótkun og samfélagsmiðlum og skjáglápi takmarkalaust og sem hefur bara sýnt sig, hefur bara mjög slæm áhrif, að þá held ég að við getum virkilega komið þarna inn með akkurat allt annað að vera semst að læra hljóðfæri og þessi segla eins og sem svo mikilvægt að læra, þetta bara svo mikilvægt hluti af uppeldi, að það bara líf ekki þannig að þú bara fáir allt með því að pota skjá bara strax. Maður þarf aðeins að hafa fyrir hlutunum og og já, bara allt þetta góða sem þú getur lært og þroskast í gegnum tónlistarnám. Ég held að það sé bara alveg ótrúlega og það sem betur fyrir, það alveg margir foreldrar í dag sem átti sig á því og þess að sækja í tónlistarskólum fyrir börnin sín og þannig að það eins og varðandi kennarana að við horfum náttúrulega upp á það að það skortir kennara hjá okkur og það kemur nú til af gati sem myndaðist í Listaháskólanum þegar hann var stofnaður og það var tekið svona ákvörðun að sinna ekki kennaramenntun sem hafði verið sinnt bara prýðilega það áður og þannig að það var margra ára gat, var engin tónlistarkennaramenntun í boði á Íslandi raun og veru, allavega mjög lítil en það breyttist fyrir svona nokkrum árum, þá var farið að byggja upp tónlistarkennar og við þurfum að vinna dálítið í því að fá ungt fólk, unga tónlistamenn til þess að mennta sig sem kennara líka vegna þess að það ekki nóg að vera tónlistarkennarar alltaf miklu sérfræðingar á sín hljóðfæri en það ekki nóg, það kennsla líka fag að kenna og læra að kenna. Ég tala góðsögnina tónlistarskólana
Og ég nefndi þarna að það eru afreksfólk í tónlist sem að skara miklu meira fram úr á sínu sviðum heldur en nokkurt íþróttafólk hefur gert. Víkingur Heiðar bara komin á eitthvað ótrúlegt svæði og hérna Íslendingar hafa unnið Óskarinn og ég veit BAFTA og Grammy fyrir kvikmyndatónlist og svo eigum við náttúrulega Björk og Sigurrós og það var svo þessi, þetta kallar þetta svona krúttkynslóðin sem að bar svolítið svip öll músíkin að þetta væri fólk sem var að koma út úr tónlistarskólanum, það kannski minna núna með þessar svona rappar á svona, ég veit ekki hvað er þarna Britti Bói Jokko, hvað hann hafi nokkuð með hann í tónlistarskóla en svo eru náttúrulega líka með Ólaf Kjaran og Kristi Sigmunds sem voru reyndar eru náttúrulega bassar og barítónar þannig að þeir fóru ekkert í nám fyrir en að þeir voru löngu búin að missa af öllu fara svo sent í þetta en það er samt svona, þetta er eiginlega ótrúlegt þegar maður horfir á það og ég bara byrst velvirðing af því ég geti talið upp helvi helling. Er þetta afrakstur af góðum tónlistarskólum? Viljið þið eigna ykkur þetta? Já. Ekki ykkur en ég meina fyrir kynslóðir? Tónlistarskólakerfinu, já. Það er bara klárt mál. Alveg klárt. Ef þetta hefði ekki verið fyrir hendi þá hefði þetta fólk bara ekki orðið það sem það er í dag. Þannig ef að íþróttarhreyfingin er að klóra sér í kollinum akkur voru við bara með 5 á Ólympíuleikunum og svona getum við ekki gert eitthvað betur, hvernig getum við byggt upp svona afreks mennsku að þá getum við sagt við þá heyrðu gera bara eins og tónlistarfólkið, búið til tónlistarskóla og þeir náttúrulega gerðu það þetta tekur bara nokkra ára því þeir náttúrulega byggðu bæði í íþróttahúsringin í kringum landið og menntuðu þjálfara kannski erum við að gera kannski bara miklar kröfur þetta litla land hvað á að hafa margar það er eitt sem að mér finnst svolítið mikilvægt það er þetta að því við erum að horfa á afreksfólk þarna hvaðan sprettur það og ég er svolítið að því þeir eru búin að vera að tala svo mikið persónulegt mikilvægi tónlistarviðkvæðsviði þannig ég er að skjóta inn svona svolítið þjóðurnislegum rembingi galdurinn við afreksfólki er einmitt ekki að vera bestur í PISA og skipuleggja skólastarf þannig að allir verið bestur í PISA og það er það sem við erum séð í tónlistarskólakerfinu það er mjög fjölbreytt og fólk það byrjar einhverju lúðrasveit þarna og einhver byrjar á fiðlu og einhver einhverju píanókennar og svo einhver rockljónsveit hérna og það er bara verið að vinna með einstaklingana og það sem er verið að vinna með er að leyfa þeim að þroskast út frá einhverjum innri neista sem þeir hafa og ég tek sem dæmi bara í gamla skólakerfið þú veist og það er það sem að varð til eftir fyrri iðnbyltingu og það sem að samtök atvinnulífsins er að tala það er það gamla skólakerfi byggt upp til þess að búa til lækna og lögfræðinga og svona mikið af einhverju fólki til þess að bera hluti og svo framvegis og svo þróast samfélagið og við bara lærum meira og það sem þetta hafði í för með sig þegar þetta var sett svona upp eru alls konar vandræði fyrir stærstan hluta af fólki sem fyrir grunnskóla eða fór í grunnskóla á þeim tíma það var aðalmarkmið grunnskóla fyrir 40 ári síðan að allir nemendur sem byrjuðu í 6 ára bekk yrðu læknar eða lögfræðingar og það var bara kennt þannig þeir sem ekki urðu það, þeir bara urðu eitthvað annað en það er það sem að tónlistarskólakerfið hefur gert og ástæðan fyrir allir þessu afreksfólki í tónlistarskólakerfinu er að það er verið að sinna öllum sem inn koma út frá þeirra eigin óskum, hæfileikum, þrám og svo framvegis og vinna með þeirra styrkleika af því að við erum með þau mano a mano bara í tímunum, við kynnumst þeim og við vinnum með þeirra og þá er ekkert mál að gera frábæra hluti og hinir sem eru síðan á toppnum þeir koma við byggum það ekki til, þeir voru bara að bíða eftir að fá þessa örmun kannski er það bara söguleg heppni að tónlistarskólanir 63 eru svona formaðir á tímabil þar sem að þessi trú var að taka yfir að samfélagi myndi byggjast best upp ef við myndum öll bara leita að okkar leið og þroska okkar hæfileika á meðan að við höfum sumleiti mist þetta það sem ávægilega að bara við einhvern þykist vita hvernig samfélagi að vera og alltaf svo bara framleiða fólk til þess að búa til það samfélag þannig að við erum komin í miðstýringa tímabil það byrja á bakendan framtíðin er miðstýrð frá samtökum atvinnulífsins Herðu, gaman að fá okkur hérna að tala tónlistarskólana Hjörleifur, Júlíana Sigrún og Jóhann ég byrst afsökunar þess að þetta bara ég ferði þetta svona í vitlausar röð hérna og var háður blaðinu, byrst afsökunar því
En þetta lokin núna, við vorum í vikunni með smá yfirferði yfir skólakerfið okkar og tókum bara hvert skólastig fyrir sig, vorum með leikskólan og framhaldsskólan og grunnskólan og núna síðast tónlistarskólana. Við munum halda áfram umfjöllunum menntamál hérna eins og við höfum svolítið mikið gert hérna við Rauðaborðið með einhverjum öðrum formi seinna. En framöndan allt annað mál, ég skipti yfir í næsta kafla. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þá komið að fréttum frá Gaza og Magga Stína mætt. Velkomin. Takk. Hvað bara sömu fréttir? Það hljóma ekki ósvipað. Það var sem sagt bara núna verið að sprengja 18 manns í loft upp bara í morgun og það aftur árás á skólabyggingu sem hefur verið gerð árás á ítrekað sem sagt og það 12.000 flóttamenn. En starfsemi í þessum skólabyggingum eða? Nei, þetta náttúrulega bara svona eins og flóttamannabúðir sko. Það ekkert skólastarfana en fólk leitar þarna í það náttúrulega í stærri byggingar, sjúkrahús og skóla og stofnanir til þess að bara til þess að vona að það geti haldið lífi. Þetta fólk sem búið að missa heimili sín? Já, mörgu sinnum. Og einmitt, þetta fólk sem hefur verið bara hrakið á flótta margoft og á ekki það ekkert eins og einhver orðið það ekki lófa stór blettur sem öruggur þannig að eina sem fólk hefur trúin og vonin að það verði ekki næst til dæmis að börnin þeirra verði ekki sprengt í loft upp og þetta Ég sá eitthvað sagt að það væri 36 kíló á mann sprengiefnið sem hefði verið varpað yfir Gaza. Já. Á hvern íbúða. Og það fer að nálgast að það jafnþungt og flókið sprengjutur. Það fengið bara þyngd sína í sprengjum. Já, voruð ekki að tala um að það verið til dæmis og fyrir utan sprengiefnið það 36 kíló á mann þá vorum að tala fyrir töluvert lengur síðan að veri 40 milljón tonn af steypu sem hefði væri bara orðið að dufti. Já, dufti. Og með allir þeim fylgikvilli sem því fylgjaði, þetta auðvitað alltaf stór hættulegt og það að þegar verið að tala svona og þá verið að venja okkur oft við einhverja tölur og einhverja prósentureikninga og en hins vegar þú veist kannski sterkasta setningin svo að allir læknar sem að hafa komið frá Gaza undanfarna mánuði þeir eru allir sem eitt sammála það þeir hafa aldrei nokkuð tíman upplifað á sínum starfsfeldi nokkuð eins og ástandi á Gaza alveg sama hvað þeir hafi verið mörg ár eða marga áratugir. Já, og víðar heldur þannig. Já, víðar, ég segi það bara sem hafa reynslu að því að vera hungursvæðum og stríðsvæðum og hvað sem þetta í hug en og það eitt sem þeir eru allir sammála það þeir hafa aldrei hitt ekki einustu mannesku á Gaza sem ekki veik eða slösuð eða þjáist með einum eða öðrum hætti af sjúkdómum eða sárum og þú veist og þá erum við að tala hvert einasta barn þjáist að sárum, þjáist að útbrotum, þjáist að öllum þeim kvillum sem hægt að bara nefna á nafn með við það að fá ekki hreint vatn að drekka. Þetta þú veist og ég meina og það ekki sadismin hann lætur ekki að sér hæða þú veist að það auðvitað núna þegar við tölum síðast að þá að verða átt að gera svona pólusetningar átak þannig að það átt að vera eitthvað mannúðarhlé 8 tíma á dag
í 9 daga en samt sem áður sko stöðvuðu Ísraelsmenn sko töfðu þeir fólk sko UNRWA starfsmenn til dæmis og hjálparstarfsmenn sem voru á leiðinni til þess að bólusetja börn þú veist, en mótsagnarkennt á það hljómar þegar þú ætlar að fara að bólusetja börn sem þú ætlar svo að sprengja í loft upp skilur við? Þeir voru að tefja það að bóluefnið eða starfsfólki sem að eftir að bólusetja kæmist á svæðið og sem þeir gera bara stanslaust sko, þetta er bara, það er alltaf verið að stoppa öllum hjálpargögnum og ég meina og það hefur náttúrulega kerfisbundið verið að svelta fólk og drepa það með því að sinna ekki sjúkdómum Já, ég meina þetta er auðvitað nákvæmlega ástæðan fyrir því að Netanyahu hefur verið ákærður fyrir stríðsklæpi og glæpi gegn mannkyni það var þess að hann og hans fólk beitir hungri í hernaðilegum tilgangi og ætlar að svelta þá til bana sem að hann sprengir ekki tætlur En ef við tölum samt svona þessar tölur upplýsingar sem verið að láta okkur venjast og segja það og þá hefur verið talað frá heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa borið kennsla á 40.000 pluss manns sem hafa verið drepnir og það er alltaf stundum vísað í grein sem að birtist í Lancet það sem var áætlað að vera örugglega yfir 200.000 manns Já og það er áætlað sko og Lancet er sko mjög svona íhalds eða svona tekið svona konservatíft svona það sko það er eitt af þremur svona læknatímaritum í heiminum Já sem hættir ekki á það að fara rangt með tölur. Við erum að byrta alls konar vitleysu sem að þau þjónað sko lyfjaframleiðendum og hlera, en þetta er ekki alveg alltaf segjum það. En þetta er rýnt og þannig á ekki að byrtast neitt nema sem að hefur verið kannað. En þessi svona sérkennilega tala, þessi 40.000 tala sko sem hefur einhvern veginn verið þetta er alltaf svona lengi í gangi fyrst mér núna sem sagt er sko náttúrulega bara allir leiti röng sko og þú veist, eyðilegging Ísrael á þessu svæði er, skilur þú veist, hún hefur sprengt þú veist, alla mælanlega skala sem að manneskjan getur bara mögulega ímynda sér, sko. Þú veist, þannig að svona stigveldi þessar eyðingar er margfalt. Þú veist, þegar við erum að tala 40 miljón tonn að steypu, þegar við erum að tala 36 kíló á mann. Já, þú veist, þá 36 kíló sinnum 2,2 milljónir. Já, ég meina, þá sér, þú veist, það er ekki, þú veist, svo mannvera sem býður ekki skaða af því, hún er ekki til. Og og þú veist, þetta er svona að því þessar tölur, þær gera það verkum að sko, hún bara, þú veist, í raun og veru dregur algjörlega úr hæfni okkar, þú veist, til þess að meta, þú veist, raunverulega hryllingi sem á sér stað. Þú veist, að því við erum hérna við þetta breiðaborð hérna og við erum að tala tölur og þetta er svona það sem að svona stjórnmál hafa gengið út á, skilur þú veist, þú ert alltaf að tala líf fólks, þú veist, við mikrofónin og þannig að í raun og veru, sko, og það hefur verið mjög áberandi svona undanfarna mánuði, sko, þú veist, hvernig orðræðan, skilur, verður innantóm með að við, sko, það sem er í gangi í raunveruleikanum, sko. Þannig að þú veist, nú er það með því svo að það sé allavega yfir 300.000 manns sem hafa verið drepnir og alveg örugglega meira sem sagt og sérfræðingar sko gerir ráð fyrir því að talan verði áramótin allavega milljón manns. Þannig að þeir gerir ráð fyrir því að sérst 8%. Hver er munurinn á 40.000 mann? Það sem verið að telja þá sem þetta bera kennsla á og síðan 200-300.000 er það munurinn að það fólk ekki bara að deyja af sárum sínum heldur fólk að deyja af sjúkdómum eða það er svona það sem hefur verið sko svona áberandi, þú veist að þegar þú getur einhvern veginn ekki gefið upp svona tölur og kannski þess að eyðingin er svo, þú veist þetta er svo svo mikill hraði á dráps og eyðingarkvötinni, sko, það er mikið hraði á hana á framkvæmdinni. Það er bara hellinga líkum undir úrstónum. Já, það er það, sko. Og engin veit hvort að þetta fólk hafi sko flúið eitthvað eða hvort það sé dáið eða þannig að menn er að reyna að búa til áallanir út frá
Já, út frá því þetta sko, þetta bara svo stanslöst, það er aldrei nokkuð tímann hlé sko. Og það líka annað að þetta svona pólitískt sko, að gefa upp svona tölur og þú veist sérkennilegt að það skuli sko, báðir aðilar, bæði Hamas og Ísrael og Bandaríkin gefa upp vitlausar tölur meðvitað. Þess að sko það þeim í hag svona hvað segir maður pólitískt þeim í hag. Okkur það Hamas í hag að birta lægri tölu? Það sko að því þá sko þú veist það sýnir eitthvað skonar veikan punkt, það kannski getur sýnt að þeim einhvern auman blett sko þú veist að að gefa upp svona þú veist þessar velja að það séu sérsagt líkin sem hægt að setja nafn á sem hægt að raða saman sem einhver hefur borið kennsl á en þess að sko í svona ástandi þá verður þetta absurditet að það sýni veikan blett á stöðinni. Það er fólk sem að deyr í loftarósum eða bara skotið. Já. En svo líka fólk sem að deyr vegna þess að það hefur ekki aðgengi að mat eða hreinu vatni og í slíku ástandi að þá falla þeir sem voru veiki fyrir, fólk sem að með einhverja sjúkdóma og annars líkt að þá deyja þeir bara fyrr. Þannig að það lítur að líka að vera hlutið af þessu. Já, þetta er bara, þú veist, það hefur verið dregið saman í þá setningu, þú veist, að lífið, sko, lífið á Gaza, sko, að renna út á ógnarhraða. Það er setningin sem höfðir yfir, sko. Og og þú veist og til dæmis sko og það sem að og Bandaríkjamenn þeir auðvitað fá meiri upplýsingar, þeir liggja upplýsingum til dæmis þennan fjölda en vil ekki birtan af því þeir vilja halda áfram að segja setninguna Ísrael ræðist ekki á almanna borgara viljandi sem að allur heimurinn veit að gerir sko. Og aðgerðin, það það sem að Alþjóðadómstóllinn telur vera mikla líkur á að sé hægt að sanna að aðgerðin raunverulega að þjóðarhreinsun. Já. Og þetta bara sagt, En heldurðu að þegar við heyrum svo tölur 40-42 og svona 16 dó í morgun og 20 í kvöld og 40 á morgun og allt þetta, heldurðu að þetta leiði til þess að fólk, bara eins og ég og þú, sem eru bara manneskjur og eru með vitund inn í og ættum að skilja það allavega út frá okkar eigin lífi, að allt líf heilagt. Heldurðu að þegar fólk að heyra þetta, að það reyni að selja sig það að þetta sé raunverulega ekki manneskjur sem að deyja, að þetta sé ekki Já, það hefði spurt mig fyrir ári síðan þá hefði ég sagt að ég tryði því ekki að þú veist að fólk gæti orðið svo það er hægt að sko verða jafn gamall og ég og vera jafn barnalegur og auðtrúa en sko ég bara sé það að þegar þú til dæmis það var stórfrétt það að ísraelskur bílstjóri á Vesturbakkanum hefði slasast og þessari frétt var gefið tölvört pláss í íslenskum miðlum? Það svona eiginlega svolítið búið með það ég lesi þá en þetta var á Al Jazeera tölvört pláss það voru 6 starfsmenn núna síðasta, það er nýjasta nýtt, 6 starfsmenn UNRWA voru drepnir flóttamanna hjálpar samlingsþjóðanna í Palestínu sem að voru ekki palestínumenn? Nei, sem voru bara vestrænir ríkisborgarar og það er stór frétt það er satt frá þeim? Já, það er stór frétt Þannig að ef að Bandaríkjamaður ríkisborgari deyr að þá er það stór frétt en það er eiginlega hægt að vera frétt þegar það eru 45 sem eru sko hægt að nafngreina og eru líklega kannski 200-250 sem að deyja hverjum degi. Já, ég meina og þetta er náttúrulega sko ber vott það að við höfum mist eða við höfum mist, eða ég veit ekki sko, ég átta mig ekki á því sko hvort að við höfum alltaf verið
kannski svona þengjandi sko, þú veist að því þú talar að við séum fædd með þeim ósköpum að telja hvert mannslíf hvert einasta mannslíf verðmætt og heilagt ég átti mikið á því sko, ég var ekki alveg að segja það því að það ekki alveg þannig sko, það við þekkjum það bara ef að Íslendingur deyr eitthvað styrir útlöndum að þá sagt frá því en ekki öllum sem dóu í landinu sumrið það skiljanlegt og ef að frændiðin deyr að það stærri frétt fyrir þig heldur en að einhver maður í Kína þannig en ég bara skilningurum á því að það sé raunverulega verðmætt mannslíf sem fórna sko. En það einhvern veginn eins og að það sé ekki litið þannig á Vesturlöndum. Þannig að þetta Bjartur í sumarhúsum var hann ekki með spurt yfir 10 milljón manns myrtir í gamni utanlands sannlega með súpa hel, ég sér ekki það ekki farið vel sko. Aftur á móti var annað stríð í einu grjótkletti fórum tíð þannig að það sé viðhorfið sem að en það gagnvart okkur hvort þessi bandarísku ríkisborgari sem að deyra á Palestínu Akkur eftir það snert á okkur meira heldur en ef að 200 palestínumenn. Það get ég ekki skilið. Við erum ekkert, Bandaríkin ekkert. Nei, ég meina, en sko... Það ekki eitthvað sýsla við hliðina Árnessýslu í Bandaríkin? Nei, sko... Ég held að það sé kannski, þú veist, það sem kannski líka svolítið sérkennlegt að það var svona líka, hefur verið áberandi að þú veist að það hafa bandaríski ríkisborgarar verið drepnir á þessu svæði, núna undanfarið og í tilfellinu við vorum að tala um það daginn að það hefði verið bandarísku ríkisborgari sem var einn af gíslunum sem hefði verið drepinn og Ísraelsmenn sögðu að Hamas hefði drepað og Hamas sagði að Ísrael hefði drepað og hann var svona kynntur til sögunar bara sem bandarísku ríkisborgar og stjórnmálamenn í Bandaríkjunum tjáðu þessu töluvert og þessi talsmenn bandaríkjastjórnar sem að sko ég nú farin að efast meir en lítið sko heilastarfseminna bara sko í því fólki sko sem talsmenn Hvíta hússins sem stiður í verki þjóðamorð. Já töluðu mikið um þennan mann en tókuðu aldrei fram að hann var hermaður í Ísrael en núna var til dæmis stúlka drepin í síðustu viku bandarísku ríkisborgari og í öllum vestrænum miðlum var aldrei talað hún hefur verið drepin og bandaríkjamenn hafa ekki bandaríkjastjórn hefur ekki sóst neitt eftir því að rannsaka það málið að hafa það einhvern veginn til umfyllunar sko. Af því að hún var að mótmæla hernumann, hún var friðarsinni þannig að sko þeir svona tjá sig Líka svo að það sé ekki hluti átökunum hún friðarsinni sem að bara sko má missa sín en hermaðurinn, það þykja nokkuð sorglegt að hermaðurinn skuli deyja en þeir gerir aldrei neitt í því sko þannig að þetta sko þetta siðleysi náttúrulega okkar heims, okkar vestræna heims það algert þannig að Já, flest stjórnvöld í okkar heimsluta styðja þjóðamorðið ef ekki orðið þá í borði eða í aðgerðaleysi og ég getur það vegna þess að það í alþjóðalögum að ef að stjórnvöld á Íslandi telja líkur til þess að það sé verið að fremja þjóðamorð í Palestínu þá ber íslensku stjórnvöldum að bregðast við. Það þeirra skylda. Já, alveg bara sama út að horfa á mann drukkna. Já. Ef þú gerir ekkert í því, að þá ert þú sek. Já, og þannig það. Og það það sem að, sko, stjórnvöld hins vestræna heims eru að gera og þau eru samsek. Og ég veist bara, sko, ég veist að væri töluvert unnið, sko, fyrir vestræna stjórnvöld að bara átta sig á því að þau eru samsek og taka það bara afstöðu. Til dæmis því að gera eins og Tyrkir gerðu að hvað við að segja, fljóta með kæru Suður Afríku manna. Akkurat, já, það möguleiki. Það að segja ef eitthvað svona einhverja reytur að siðferði bærast með þér og þenni stjórn. Og sá verknaður eða svo ákvörðun að gera það ekki annað en að það eru líkur á því að þarna sé verið að fremja þjóðamorð sem fer ekki fram með nokkru manni. Já, það bara þannig. Og þannig hefur vakið líka athygli að þú veist að hvaða hefur tekið sko langan tíma þessi málsmeðferð hjá Alþjóðadómstólnum þú veist, frá því að kæra
til dæmis þessi kæra var birt á hendur Netanyahu. Það tók 3 vikur, minni mig, þegar Pútín var kærður fyrir alþjóðadómstólinn fyrir stríðsglæpi, sem voru svona, það voru svona fyrir sko einhvern veginn frekar svona loðnar sakir miðað við Netanyahu. Þannig að það var eitthvað svona flutningar á börnum, ef maður það rétt, sem að voru vafasamar, eða sem sagt, fólk setti spurningamerki. Það er mjög sérstakt mál og erfitt að fá eitthvað botn í þetta í fréttaflutningi, vegna þess að Úkrænustjórn segir að þessi verið að ræna börnum systematískt frá Úkrænu og flytja til Rússlands til þess að ala þau upp sem Rússa. En það hefur ekki fengist neina sannanir kannski. Við vitum það eru munaðarlega heimili í Úkrænu og við höfum séð það bara undanförnum áratugum. Og þú veist að það er á hernumdum svæðum og börnin hafa verið flutt af þeim. Þannig hljómar fréttin sko. Og þetta sé alltaf verið að reyna að mála þetta upp sem eitthvað svona ómennskan verknað sko. Já. Og þú veist, og svo bara getur fólk sko reynda að færa rök fyrir hvori hliðinni sem en sko það þarf kannski ekki mikið, þú veist, að færa rök fyrir því sem er að gerast fyrir framan augun á. Sko. Nei, það er bara það. Við getum bara séð það í beinni útsendingu. Því sem að fólk er að taka upp á staðnum. Og það er, ég held að sé sko, það er svona runnin upp, þú veist, það er löngu í raun og veru runnin upp þessi stund, sko, þú veist ekki hugsa við, sko, auðvitað margir haldaði fram að þetta heimsveldi Bandaríkjanna sé að hrynja. Ísrael mun eyða sjálfu sér með þessum aðgerðum. Hins vegar náttúrulega þetta er svona kenningar. Já, þetta er svona kenningar. Að Netanyahu sé eyðileggja Ísrael. Já, þetta er svona ber keim líka svona þú veist, ef maður svona lítur á söguna aftur á bak, sko. Þú veist, þetta er svona þegar sko heimsveldi hrynja, sko. Að þá, auðvitað, þú veist, þá sérðu, sko, þú veist, partíi sem að fer fram hjá demokratum núna, hvað þau gera, þú veist, það er engin, þú veist, það er engin endir eða botn á, sko, lögbrotunum sem framin eru, þú veist, og önnur vestuveldi og þar að meðal, það tekur stundum aldir fyrir heimsveldarinn. Rómaveldi var 300 ára hrynja. Þannig að ég myndi ekki veðja á að Bandaríkjamenn myndu hrynja sko fyrir næstu jól. Já. Nei, en það er sérst sko að þú veist, það eru veikleikar í því og sem að til dæmis sjást í því að stjórnmálin í Bandaríkjunum get ekki endurskoða afstöðu sína til Ísrael, þrátt fyrir þetta. Það bara geta til þess að horfast í augu við nýjan raunveruleika eða horfast í raunveruleika sem það kannski var. Já. Hún er eiginlega Ég held að þau sko, ég held að þetta sé bara miklu meðvitaðra. Þú veist, það er í raun og veru Bandaríkin sem fremja þjóðamorðið. Bandaríkjastjórn. Já, ég segi það, Bandaríkjastjórn. En í lýðræðisríki þá ætti að vera eitthvað afl í samfélaginu sem að rísa upp gegn því. En það er ekki. Góðsögnin er það að almenningur hafi risið upp og hafna Víetnamstríðinu og stoppa það. Já. Og það er almenningur að rísa upp núna en stjórnvöld hafa lært af 68 og þar í kring með því að mæta þessu bara enn meiri hörku. Algjörlega. Og eins og gerður raunverulega í lokin sko. Það var friðarhreyfingin var drepin með hörku og Ronald Reagan var til dæmis kosinn forseti Bandaríkjanna af því hann var ríkisstjórinn sem að sigaði þjóðvarliðin og hippana í San Francisco. Og hann var kosinn fyrir að mæta mæta skrílnum. Já, skrílnum. Það var með fullri hörku. Við þekkjum orðið vel þetta orð, skrílinn. Og þannig að það er eins og það sé núna að stjórnvöld ætla að læra af 7. áratugnum. Já. Að hrekja fólk bara strax úr námi sem er að mótmála. Brjóta niður skólana sem til þess að þeir reyna að stoppa mótmælin. Það er aðferðafræðin sem hefur verið stundu núna. Gríðarlegar persónunjósnir sem að stjórnvöld nota til þess að grafa undan bara allri andstöðu við stjórnarstefnuna. Þannig það er ekkert útséð hvernig þetta mál
Nei, það er ekki eða útsýtt. hvort að uppreisn fyrst og fremst ungs fólks í Bandaríkjunum skilji árangri. Það er ekki að sjá það á ummælum þingmanna eða forsetaframbjóðenda að þeir láta eins og þeir þurfa að taka tilliti til þessara andstöðu. Nei, en það er þetta sko eins og kannski hefur líka, ég held að kannski mann bera sko að vanmeta samt ekki sko vald almennings sko þegar honum nóg boðið og En ekki heldur vanmeta sko afl andstæðingsins sem almenningur etjavið. Já, nei, það er sannarlega ekki. Og miskunnarleysi þeirra. Miskunnarleysi náttúrulega sýnir sig, ég meina þú veist, fólk þarf ekki að gera annað eða treysti sér ekki til þess að horfa á það sem er að gerast á Gaza, þá getur það kannski trappað þess niður og byrjað á Berlín til dæmis. Þú veist, þar er sko fasismin í Þýskalandi hann er að ná þannig hæðum að sko annaðis hefur ekki sést síðan bara þið viti hvenær og lögregluofbeldið er sko gríðalegt og þar er sko og þeir eru alveg hættir að gera greinamun á því hvort þú 10 ára gömul stúlka eða fullar manneskja sko. Þú veist, þeir bara handtaka hvað sem er með offorsi, barsmiðum og og hrikalega ofbeldi og þetta er eitthvað sem maður finnur hérna, það var alltaf svolítið svona létt hallarslegt sko í Íslandi þegar maður talar þetta en þeir aðeins að vinna sig upp. Nú eru til dæmis fannst mér sérkennilegt að hugsa til þessar lögreglan sem að sko hefur fengið rafbyssu í annan vasan og piparúða í hinn vasan fór í alla framhaldsskóla daginn til þess að kenna börnunum samskipti eftir hrikalega atburði sem hér gerist og þetta er svona, þú veist, þetta er svona þetta siðrof og við erum öll að glíma við það. Þeir sem þegja, þeir sem að snúa sér á hina hliðina, þeir eru orðnir sko svo samsækir að það halva eins og íslensk stjórnvöld. Já. Íslensk stjórnvöld og íslenskur almenningur. Þegar það er þjóðamorð í gangi þá snýr þetta að okkur hverju fyrir sig. Já, en myndi við. Og það eru börnin okkar og barnabörnin munu spyrja okkur hvað við gerðum. Já. Og það verður allt sko dregið upp á yfirborðið. Allt saman. Þú treyst trú á börnunum og barnabörnunum. Já. Ég fyrir þau kreppi maður allar nefan sko. Herra Magga-Stína, takk fyrir að koma hingað. Sjáumst aftur á mánudaginn. Takk. Þetta voru fréttir á Gaza en nú ætlum við að fara yfir í allt annað mál. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur, það er Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfir sálfræðingur á kvíða meðferðastöðinni og rithöfundur. Vertu velkomin. Takk. Þið eru með svona átak í gangi núna hjá kvíða meðferðastöðinni. Sá ég sem er svona, er ekki vekja fólk til meðvitundar það sem kallast árátta og þráhyggja. Já. Þráhyggja árátta. Þráhyggja árátta. Það er kannski að því þráhyggjan kemur fyrst, þess vegna höfum við hann oft fyrst í nafninu sko. Ok, og geturðu ég bara henda okkur út í djúpulaugina og geturðu sagt okkur aðeins svona bara hvað það sirka er? Já, það eru eiginlega svona tvenns konar einkenni sem fólk finnur fyrir. Annars vegar þá fara að sækja á fólk svona óboðnar hugsanir sem fólk vill alls ekki hafa. Sem því finnst vera alls ekki einhvern veginn, það er alls ekki ég að hugsa svona eitthvað sem gengur gegn gildum þess. Þannig að fólk fær hugsanir meirinn að það sem að versta sem það getur hugsað sér. Við fáum það reyndar öll svoleiðis hugsanir, en svo fara sumir einhvern veginn að hafa áhyggjur af þessum hugsunum og berjast gegn þeim og þá verða það ennþá áleitnari. Og þá fer fólk oft í framhaldinu að gera eitthvað í málum eins og, þú veist, kannski sóttreisa allt í kringum sig, þó sér hendurnar, gá endalaust að einhverju, reyna að berjast gegn hugsunum einhvern veginn, núlla þar út, fara með bænir, telja, alls konar hluti. En þá er það komið í áráttu. Já. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að vera hvað með þráhyggju og ekki einhvers konar áráttu? Nei, í rauninni, en stundum er áráttan bara í höfðinu. Já. Þannig að fólk bregst yfirleitt við þessum þráhugsunum einhverju móti. Það getur líka bara verið með að forðast eitthvað. Veist já, við óttast að missa barni í gólfi, ég fer að forðast að halda barninu mín til dæmis, þannig ég geri yfirleitt eitthvað í málunum.
Já, og það að gera eitthvað í málinu kannski bjargar fólki eða hvað, hjálpar fólki upp að ykkur vissu marki en snýst kannski gegn því eða hvað, einmitt takmarkar svolítið athafnasviðið þegar lengra. Já, af því þá, sko, í rauninni þá það sem ég ger í málunum, það fer svo í rauninni að næra vandan, þannig að ég fyrir kannski að forðast alls konar eða endurtaka hluti og þá líka kemst ég aldrei að því að þetta hefði verið bara allt í lagi eða ég ekki hættuleg þó ég haldi á barninu mínu eða þetta ekki að fara að gera sem ég óttast, þannig að þetta svona kemur í veg fyrir að ég einhvern veginn uppræti óttan. Og veistu svona, fáum kannski nokkur, þú nefnir nú í greininni þinni svona nokkur kannski pínu sláandi dæmi eins og að fólk sé óttist það að vera barnanýðingar og einmitt að jáfnvel að þú nefnir að fólk óttist að stökk út um svala niður af svölunum eða henda sér fyrir bíl eða eitthvað svoleiðis eða drepa eitthvað. Já, algengasta formið raun og veru að vera alltaf að gáa einhverju. Kannski endalaust að tékka hvort ég hafi slökkt á öllum á eldavélinni, tekið rafmagnstæki og samband út af til þess að við tölum samt þrágjárta, það þarf að taka allavega klukkutíma á dag. Já. Þannig að það að gá einu sinni tvisvar ekkert mál en ef þetta komið út í einhvern veginn rugl, þá þetta orðið svona þrágjárta. En svo það líka þetta þvottaárátta, ótti við sýklasmit, þannig að þetta svona 2 algengustu afbrigðin. En svo við líka með svona eins og það sem að fólk fær hugsanir sem að þið finnst ógeðfelldar og hefur miklar áhyggjur af og fer að spá í, hvað segir þetta mig að ég fái svona hugsanir. Og oft þetta akkurat þessi siðavöndu einstaklingar, kannski þessir eins og einhver sem trúaður fer að fá hugsanir að hvað ég blóti kirkjunni eða þetta oft svona gengur algjörlega gegn því sem skiptir mann máli. Hvað ef ég bara, Þannig að þetta þá einhvers konar afleiðing af samfélagsmótun og uppeldi. Það eitthvað sem að verður til þess að fólk eða krakkar jafnvel verða of mikið á verði en líka hugsa maður eins og COVID. Það náttúrulega jókst ekki pínu þá fóru þá ekki allir svolítið út í það að vera með svona þráhyggju áráttu með spritið og nema þar það skilgreitt sem skynsamlegt. Já, og það var svolítið erfitt að meðhundla þráhyggju áráttu þessu tímabili. Já. Af því að við viljum einhvern veginn að fólk fari svolítið all in og taki sénsson og svona, en svo þurftum maður samt einhvern veginn að hlýða einhvern reglum og vera samt pínu á bremsunni þar. Þannig að þá þurftu svolítið að greina á milli okkur, hvað það sem mælt með, hvað svona skynsamleg varkárni og hvenær þetta orðið og mikið og hvenær þarf að brjóta það upp. Og stundum kannski með þetta, ef einhver hrættur að stökk út um gluggan, þá kannski það líka ástæða til ef viðkomandi með sjálfsvíshugsanir eða þunglindur eitthvað svoleiðis, getur ekki oft svona eitthvað annar, eitthvað sem að virðist vera þráhyggja en síðan eitthvað annað og raunverulega bara. Jú, og því þess vegna skiptir rétt greining hér rosalega miklu máli. Af því að, sko, ef út með þráhyggjuáráttu, þá þetta allt það sem þú vilt alls ekki gera, síst af öllu gera. Þannig að óttin svo mikill að það bara akkurat engin hætta. Þú myndir sístur af öllum gera þetta, fyrir þetta það sem þú óttast mest af öllu, alveg eins og ég geti hugsað mér væri kannski að stökkva út úr flugvél, fara í fallhlífastökk. Ég myndi aldrei gera það sjálfvilju, en hins vegar þannig að þetta gengur gegn löngunum fólks í þráhyggjuáráttu. En í þunglindi þá kannski stundum getur fólk komist á þann stað að því langi til að deyja og svoleiðis, þannig að það annars konar. Og það ekki dæmi það einhver sem með áráttu þráhyggju ákveði bara að gera það sem að. Nei, ekki ef það hrein þráhyggju árátta. Hins vegar má kannski segja eins og ég sagði áðan með þunglindi að langa til að deyja, hins vegar langa náttúrulega flesta bara losna við vanlíðan þegar þeir eru þunglindi. Það ekki kannski endilega fólk langi til að deyja, það langar bara að komast undan vanlíðan sem betur fyrir til betri leiðir til þess heldur en að deyja. En það sem kannski ekki skipti máli núna varandi það að greina, það sem þið eiginlega vekja svolítið athygli fólks á, að það annars konar meðhöndlun, sem sagt, ef að þú skilgreinir vandaðinn sem streitu eða áfallastreitu, ég veit ekki eða þunglindi segjum, sko, að þá fær fólk annars konar ráðleggingar heldur en það sem að þið eru búin að eiginlega sanna að virkar
og virkar mjög hratt, það ekki? Getur þú sagt okkur aðeins frá því, hvers konar meðferð þið bjóðu upp og hvað úrræði þú trúir á, sko? Já, sko, ég kem frá þessum skóla sem hugræna atferlismeðferð, þar sem að það rauninu verið meðferð sem að það lögð mikil áherslu á að mæla árangur og þróa sífellt öflugri úrræði og það komið mjög sérhæf meðferð við mismunandi til dæmis kvíðaröskunum og þunglindi. Og þess vegna skiptir máli einmitt að hvað þú ert með í höndunum, hvað við erum að eiga við, af því þá meðhöndlu við þessi slíkt og það er kannski sama á við lyfjameðferð, að það rétt greining skiptir það líka máli upp á lyfjameðferð, þó að sum lyf kannski virki á fleiri en eitt. En sko nú hef ég nú þetta einkafyrirtæki, kvíðameðferðarstöðin og litla kvíðameðferðarstöðin og það eru nokkru svoleiðis og við getum svo sem alveg tekið heilan þátt undir það sko heilbrigðiskerfið og einkavæðinguna og svoleiðis og hver þörf þér að koma þarna á móts við einhverja þörf, einhver þjónusta sem ekki veitt í kerfinu en ég hef líka heyrt sko, það var ungu maður sem fór með unga dóttur sína, keyrði hana þarna upp í tíma og fannst þetta eitthvað svo sérstakt að vera að keyra dóttur sína, borga dálítið mikið fyrir einhverja meðferð og hugsaði bara með sér, ok, hérna er verið að bjóða upp á einhverja greiningu, það er verið að bjóða upp á og segja að þetta sé mjög tiltekin vandi og við því sé mjög tiltekin og árangusrík meðferð og sem kostar svona og þetta er svona, verður svo tæknilegt sko og hann var ekki alveg kannski samferður en síðan kom nú á daginn að þessar tilteknu meðferðarleiðir hjálpuðu dóttur hans mjög mikið og á mjög skömmum tíma þannig að það var svona þá eiginlega var hann ekki svona gagnrýnin á þetta lengur. Þetta, er það sérstaklega sko þráhyggju áráttan sem er svona auðvelt að lækna eða hvað? Nei, í rauninni almennt þá ber hugrænatismeðferð sem sé ham, hún ber góðan árangur við öllum kvíðaröskunum en aðeins misjandi eftir kvíðaröskunum. Sko við erum að tala kannski árangur á bilinu 60 upp í 90-100 eftir í hvers eðlisvandinn er. Þannig að í rauninni má segja að sko, en auðvitað ég ekki að segja að þetta sé lausnin við öllu en þetta allavega fyrir kannski 3/4 og ef menn eru til í að sinna meðferðinni vel og svona leggja sér fram þá oft vona á góðu en hins vegar finnst mér sko mist ótrúlega synd. Við höfum reynt að berjast fyrir því að fá til dæmis meðferðin hjá okkur niðurgreidda og það hefur aldrei verið val okkar að vera með einkarekna kvíðameðferðarstöð. En því miður að bara Ísland í dag það ekkert í boði að hafa þetta einhvern veginn öðruvísi. Þannig að því ég er fylgjandi því að fólk fái svona niðurgreitt og það myndi marg spara sig. En og nú er sálfræðiþjónusta niðurgreitt á heilsugæslustöðunum. Já. En það er einhver leyti það ekki hugræn atferlismeðferð sem er þar í boði. En þið eru samt að bjóða upp á sértækari aðgerðir. Getur aðeins útskýrt hvað er það sem er gert sko, og hvað er það sem fólk losnar við? Kannski í rauninu vantar oft annað þrepi í heilbrigðiskerfi. Það er að segja sko, fyrsta stoppustöð það er skynsalda það sé heilsugæslan fyrir kannski vægum vanda. Hins vegar gerist það ofta og sérstaklega það á ekki að vera með heilan hópa sálfræðinga á hverju heilsugæslustöð að það myndast flöskuháls og það verður þá langir biðlistar til að koma að staði á heilsugæslunni og fá meðferðina niðurgreidda og svo er það líka ekki fyrir alla og menn vilja ekkert fá alla inn á geðsviði sem að þurfa ekki á því að halda að vera þar því þar ætti þeir að fá meðhöndlu sem eru kannski hvað alvarlegast veiki þannig það er annað þrepið sem að vantar að sé niðurgreitt en auðvitað er samt sumi sem geta fengið að niðurgreitt því miður ekki þeir sem þyrfti hvað mest að því að halda til dæmis þeir sem eru örorku þeir en ef þú ert að vinna og það áttu kannski möguleika frá í gegnum stéttarfélag einhverja tíma niðurgreita hluta til en þú segir að gera það sem að meðferðin felst einhverju leyti í því að gera það sem óttast eða hvað? Já. Ég heyrði með einhvern sem átt að lemja, eða sko ekki lemja, en átt að gera eitthvað svona dálítið sem hann óttaðist mjög mikið og átt að gera það þá og rjúfa einhvern svona vítaring. Já.
og hérna í öllum svona kvíðavandamál þá eru við þegar kvíðin er orðin hamlandi og ég er orðin kvíðinar en eðlilegt er og hræddar en eðlilegt er gagvart við einhverja hluti eða aðstæður eða fólk eða eitthvað, þá er ég með einhverju svona, hvað við segja, meinlóku, einhverja hugmyndum að svona óhóflega hættu, til dæmis að hundar séu allir stór hættulegir og munir ráðast að mann og býta háls og svo leis, þannig að og svo fer ég að haga mér í samræmi við það. En vandin er líka, heilin er ótrúlega klár, hann hlustar alltaf að hegðun okkar, þannig ef ég haga mér eins og þetta borð sé alveg baneitrað og fullt af sýklum og svona, þá nemur heilin það og hugsar, ok, það borgar sig að ræsa kvíðan alltaf hvert öllum borðum og bara, já, stólum ég við líka, þannig að þess vegna skiptir svo miklu máli raunin að fara gegn kvíðanum, að í raunin verið, sko, taka sénsinn, haga sér eins og maður sé ekki hræddur, til að senda skilaboð til heilans að þetta sé í lagi, að því annars ef ég fyrir að forðast hluti að þá, já, þetta er svona kannski einföldun en þá einhvern veginn dregur heilin þá álættun, ok, þetta er hættulegt, hún er að forðast þetta og við skulum alltaf ræsa kvíðan í öllum þessum aðstæðum og öllu sem bara líkist þessum aðstæðum og þannig vindur kvíði mjög öll upp á sig. Þannig að þeir sem eru mjög kannski aðtögilir og kannski bara með virkan heila, þeir geta orðið verri þar að segja því þá eru þeir bara muna mjög margar aðstæður og eru búin að draga miklar ályktanir. Já, akkurat. Og ég er búin að haga mér í mörg ári eins og kannski ákveðin fyrirbæri séu stór hættuleg. Þá er ég algjörlega búin að læra það. Kvíðakerfi búin að læra það að láta mig, því er ætlað að venda okkur og ef ég einhvern veginn, ég þarf ekki að hugsa að þessi einhver hætta, að ég falla á prófi eða ég hafi með að fíbli eða eitthvað, þá er það numið af kerfinu og svo kannski kemur eitthvað sem einmitt sannar það eins og til dæmis COVID fyrir þann sem hefur verið sýklarhættur. Svo kemur bara þessi COVID-bylgi og þá hlýtur sá einstaklingur að hugsa, sko, ég sagði ykkur að þetta er alveg stór hættulegt. Já, og þess er svo mikilvægt að láta þessar hugmyndir reyna, sko, þannig að, já, bara líka að, sko, tékka á því, af því að, sko, málið það er svo skrítið að það er eins og, sko, kvíðin, hann hlustar ekkert endilega á skynsemi. Eins og bara, ég get verið skítrætt við að fljúga, þótt í rauninni, þá sé það langöruggasti ferðamátinn. Sko, þannig að það þýðir ekkert og þess vegna þýðir ekkert að maður er kvíðin að segja bara við sig, þetta verður allt í lagi. Af því að, sko, tilfinningin segir samt annað. Og til að breyta tilfinningunni þá þarf að feysa það sem maður óttast með ákveðnum leiðum og líka bara prófa þessar hugmyndir. En núna hefur þú skrifað, nokkra verið bara duglega að miðla og komið viðtöl og miðla svona ráðum og upplýsingu og sko, myndur þú segja að það ætti að vera nóg fyrir aðstandendur til dæmis og þá sem að þjást af kvíða af þessum toga að lesa sér til dæmis í gegnum það. Er það nóg ansvar fyrir heilan eða þarf einhvers konar inngrip, sko, eru þið með einhvers konar, talið þið á einhverju sérstöku tungumáli við einhverja gamla heilastöð sem er í rugli? Sko, heilastöðin, hún hlustar á hegðun okkar, þannig að það sem þarf að gera er í raunin að gera öfugt svolítið við það sem kvíðin vill. Og líka bara, sko, því við erum einhverja hugmyndur eitthvað ákveðið fyrirbæri sé hættulegt, eins og kannski hundur eða eitthvað svona og þá þarf ég rauninni að mæta hundi og taka sénsinn á að hann býtur mig á háls eða hvað það er sem að hugmyndi sem ég hef og þannig læri kerfið, sko, smá saman ef þetta er ekki að gerast það sem ég óttast. En þetta er svona, ég fór nú hundanámskeið einu sinni, talandi um hunda, þá hljómar þetta svolítið svona eins og hunda, sko, atferðlisfræði eða sálfræði, þar að segja að kenna hundum, sko, erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og allt þetta, en þannig að þá þið eru einhvern hátt að tala við dýrið, er það ekki, þið dýrtlega sem, og þar að segja það er ekki nóg að lesa það, þið verða, einstaklingurum verður að vera leiddur einhvern veginn í gegnum það, gegnum einhvers konar gjörðir eða hvað. Já, og stundum er fólk mjög bara kemst fólk einhvern veginn bara eða fær leiðbenningar og fræðslum hvernig hluti virka. Til dæmis bara ef ég er að byrja að fá kvíðaköst og ég fæ fræðslunum það að hvert einasta dýr, að við erum bara skepnur og við erum öll með þetta fight-flight kerfi og það hefur aldrei drepið okkur, við værum út dauð ef kvíðin dræpi okkur og svo framvist þannig að stundum getur rétt fræðsla og réttum tímapunkti verið nóg. Stundum maður fæ fólk sem er að byrja að fá kvíðaköst og maður bara útskýrir, þetta er bara fight-flight kerfið og við þurfum að dæla blóðinu hratt í stóru vöðvana til þess að vera sterkar að berjast eða taka til fótana og þetta sannar einmitt að líkaminn er að virka eins og ná að gera. Og svo leys að þá stundum er það bara nóg, til þess að fólk bara svona, ok,
þannig að ég er ekkert að fá heilablóðfall eða eitthvað svoleiðis og það er ekki að fara að líða yfir mig af því að blóðþrýstingur hækkar í kvíðakast en fellur ekki og svo framvegis, þannig að stundum er fræðsla nóg. En stundum ekki? Nei, og þá komum við að þessu með kannski stundum er gott að leita til sérfræðinga eins og einhvern tíma því ákvaða mósaikleggja eitthvað gólf og ég held að þetta væri ekkert mál og ég ætlaði bara að rífa gólfdúkina og allt þetta var svo miklu meiri vinna og tók miklu lengri tíma og kostaði miklu meira og eftir á ekki hugsaði ég kannski verið bara gott að fá þarna einhvern sem kunni til verka sem að myndi gera þetta miklu hraðar og betur. Og þetta er svona, eins og maður hefur heyrt, þá er þetta einhvers konar að fólk, þetta er svolítið svona að fólk allt í einu fattar eða kemst út úr þessum vítahring í eitt skipti fyrir öll jafnvel og eitthvað sem að fólk er búið að vera að burðast með jafnvel. Ég sagði að það er erfitt að kenna gömlum hund að sitja en þeir eru samt með gamla hundar eða ekki, eða eldra fólk og þeir eru það ná að hjálpa eldra fólki er ekki að komast út úr áralöngum Já, því það eina sem þarf til er viljinn til þess að ef ég er tilbúin til þess að því að hugrættism að við gengur út og vinnum saman, við finnum út úr hlutunum saman og fólk er tilbúið bara til þess að gera það sem að svona vinna með manni og leggja sér fram að þá er bara vona á góðu og það breytir engu hvað búin að gera þetta lengi þannig séð, auðvitað er gott að ná fólki strax líka bara af því að kvíði hann skerði lífsgæði, það að ganga með kvíðaröskun í mörg ár, það gerir þið kannski þunglindan, það stölu að þú þróa með þið kannski misnotkun áfengis og svoleiðis, þannig að auðvitað betra að ná fólki fyrr en síðar til að fyrirbyggja þjáningu og glötu tækifæri og svoleiðis. Þannig að þarna raunverulega ætti, fyrst þetta er svona eins og þú lýsir í, þá er þetta bara liggur við svona tæknilegt eða þannig, það ætti að vera eins og brjóstaskimun og skimun fyrir alls konar, það ætti að vera bara í grunnskólanum skimun fyrir þessu og myndi borga sig mjög mikið að grípa inn í þá til þess að einmitt, af því það er náttúrulega ungmenni á Íslandi borða mikið á kvíðalyfjum og er það ekki ofboðslegt magn kvíðalyfja sem að þessi landi innbyrðir og þá kannski stundum virka kvíðalyf eitthvað á þetta sko. Já, og mér langar nefna til dæmis bara dæmi flotta forvörð. Það er Eiríkur Örn Arnarsson, hann hefur þróað svona stutta hugruna atferlismeðferð. Þá var skema fyrir þunglindi, akkurat á því skeiði hjá ungum mennum sem eru kannski við það að fara að þróa með sér þunglindi. Og svo var þeim veitt hugruna atferlismeðferð, bara stutt námskeið og fyllt eftir og þá kom í ljós að það var þetta fyrirbyggja það í mörgum tilfellum að fólk þróaði með sér þunglindi. Og það er svo flott að það væri hægt að skema fyrir og grípa inn í bara hjá þeim sem virkilega þurfa á að halda. Þannig þá þyrfti að vera svona samvinna sérfræðinga við skólayfirvöld og náttúrulega bara, samfélagið allt. En svo má náttúrulega segja og mig langar svona mist dálítið mikilt að koma því að framfæri í stundum för við svolítið þennan gýr heimu versnandi fer og allir orðnir svo kvíðnir og það er mikið verið rætt það í fjölmiðlum. Já, núna undanfari náttúrulega ofbeldi og þú veist, rækið til auðvitað samfélagsmiðla, rækið til alls konar þátta en náttúrulega mjög mikið vanlíðunar. Já, en svo er það bara svo merkilegt að það hefur aldrei nokkuð tímann verið mælt í rauninni algengi kvíðaraskan á Íslandi og því séðu mælt aftur til að bera saman þegar við erum að tala að kvíði sé að aukast og þetta sé auðvitað ætti ég að halda því fram rekandi rekna kvið meðferðstöð að allir væri frá sér að kvíða og ætti að koma til meðferðar en raunir eins verð svo við vitum ekkert það hvort að kvíðaraskanir sé eitthvað algengar á Íslandi en var. Máli var að áður fyrir fékk fólk bara aldrei neina greining á sínum vanda og einhver var bara kannski álitinn óframfærin eða sérkennilegur og var þá ekki greindum með einhverfi eða félagsfælin eða eitthvað svoleiðis. Þannig að í rauninni vitum við, það er ekkit víst að kvíði sé eitthvað meir en var og þetta er oft byggt bara á könnunum þar sem að nemendur spurður eftir stundum oft eða aldrei kvíðin, eitthvað svoleiðis og svo ertu kannski spurður aftur en þekkingling á þessu fyrirbæri meiri. Stundum að menn tala til þeim einhverfi faraldur. Einhverfi er ekkit algengar hún hefur verið. Það er bara þekking okkar á einkennum hennar og fleiri koma til greiningar þess vegna af því við spottum þetta betur. Og ADHD faraldur líka mjög þekktur. En samt er í rauninu verið bara 3-5% fólk sem er ADHD og þá er kannski 2-4% fullorðin. En þannig að þú raunverulega trúir á greiningar og hvað segirðu þegar einmitt sagt
eftir Íslendingar hafa ekki kannski verið greindir og við höfum ekki talað svona svo koma eftir einhverju eins og margir hafa gagnrýnt, það einhver amerísk handbók í geðlæknisfræðum og það allt búið að setja allt sem út úr einhvers konar skilgreindu normi þá abnormal og greiningarhæft. Hvað segir við því svoleiðis Tuði? Sko, ég fylgjandi greiningu þegar við á. En auðvitað þarf að vanda til verka eins og með ADHD-greiningar að ADHD til dæmis bæði van og ofgreind á Íslandi. Það eru sumir sem að fengi greiningu af tiltölulega litlu tilefni af því það hefur kannski ekki verið vandað til greiningar eða kannski bara upplýsingar ófullnægjandi eða misræmi í upplýsingum frá mismunandi aðilum. En svo líka fólk sem hefði átt að fá greiningu miklu fyrir og er svo komið til meðferðar og orðið þunglynt og komið með ýmsan vanda sem hefði viðkomandi fengið greiningu í tæka tíð. Já, þannig að það kannski á við þá fleiri greiningar að það er ekki greiningunni sjálfri að kenna heldur hvað við gerum, hvort við vöndum til og hvernig greiningin er gerð og hvað er kannski þá gert í framhaldinu af því að stundum finnst manni líka Íslendingar, ég veit ekki bara svona eins og það sé svolítið þessi svona útvistun og ábyrgð þar að segja, þú færð einhverja greiningu og þá getur þú bara fengið lyf og í staðan fyrir kannski einmitt að það sé líka þá einhver viðeigandi meðferð og samræða og svona atferlis meðferð. Því miður vill oft gerast á Íslandi að lyf sé fyrsta meðferðarval. En til dæmis við kvíðaröskunum og þunglindi í það minnsta miðlungsalvarlegum til vægum að þá bara í klíniskun leiðbeiningum mælt með til dæmis hugrænni atferlismeðferð sem fyrsta vali og svo að séu skoðu lyfið það dugir ekki til eða vandunni þeim alvarlegri að við komandi kannski ekki færum að svara en þannig að stundum snýst þetta við og það væri þá í rauninni líka sparnaður af því að fólk sjaldna sagt þegar fer á lyfbyttu áttu þá bara vera á þeim til ævi loka eða hvernig það en stundum geta lyf náttúrulega verið nánast bara eins og töfralækning eins og við sjáum í sumum tilfellum þar sem að kannski börn eða fullorðnir eru með alvarlegt ADHD að það getur bara gjörbreytt lífi fólks og getur til þess að læra og alls konar. En núna hvað eigum við að ráðleggja eða ekkert við, ég ætla nú ekki að ráðleggja en þú ráðleggja fólki sem að hlusta á okkur og svona veltir því fyrir sér kannski með einhverjar erfiðar svona ásæknar hugsanir og hugsa með sér að þetta sé bara jafnvel getur rakið til einhvers í sínu uppeldi og svoleiðis og þar með þekkir það veita það hvaðan það kemur eða og finnst ekki það þurfa að leita sér hjálpar og skamma sér og raunverulega kenni sjálfur sér einhvern veginn líka að þetta sé bara eins og þú ert segja, þetta eru stundum anstíkilegar hugsanir og anstíkilegar hugsanir gagvart er þetta ekki stundum fjallar það að fólk sem mjög kannski gott fólk allt í raun með það hugmynd að það er svo hrætt að það fara að drepa einhvern annan eða meiða einhvern annan og þá kannski skammast þú talar það er mikil skömm sem fylgir þessu þannig að hvaða fólk að gera getur fólk tjekkað á því sjálft svona hvort það með þetta eða komið til ykkar eða það getur lesið sér til einkennin það getur lesið til þráhyggju árátt og skoða virðist þetta vera það sem ég með ég með áletnar svona hugsanir sem að eru að ganga algjörlega gegn því sem ég vil og sem ég mikið að berjast gegn og ég svo með eitthvað í framhaldi ég kannski eitthvað einhvern veginn að eiga við þessar hugsanir eða gera eitthvað til þess að þú læsa allar hnífa niður eða hvað það sem ég að gera af ótta við að láta þessu verða ef ég skítrætt við að gera þetta að þá hljóma það svona meiri svo þráhyggju árátta og þá í meðferð þá erum við að hvetja fólk til þess að leyfa þessum hugsanum að koma og nánast bara stundum bara svona látu fólk gera bara lúpteip þar sem það bara ég geti ráðist einhvern kannski bara einhvern mann eftir að drepa einhvern úr framvegis að bara að útsetja sér fyrir þessar hugsanir af því meira sem maður reynir að hugsa ekki með eitthvað eins og maður hugsar ég má alls ekki hugsa bleikan fíl þá get ég ekki hugsað manna þannig ég fæ meira af þessari hugsun að því meira sem ég að veita hugsunum athygli og pæli í þeim því meira að því rauninni hugsanir eru bara hugsa alls konar bull eins og draumar náttúrulega eins og þú veist, maður getur náttúrulega ekki ráðið eins og martræðir
maður vill frekar eigna sér fallega drauma en sko maður eiginlega hugsa ofta að martræðir, maður einhvern veginn átta sig á því að þær koma einhver staðar kannski úr einhverju svarthóli sem auðvitað tilheyrir manni kannski en eru samt svona ekki hluti af manns venjulegu hugsun. Já, og við fáum alveg fleiri þúsundra hugsunum á hverjum degi, sumar eru góðar, sumar eru slæmar, sumar eru bara alls konar rugl, sko, þannig að við tökum stundum of mikið mark á hugsunum eins og þær hafi alla einhverja mjög merkilega, þú veist, þýðingu. En hefur þú tekið eftir þínu starfi, núna er þetta nú svo stóra spurningar og tíminn er að hlaupa frá okkur núna, sko, en þú nefnir að svolítið þetta sé, og þú sagðir áðan líka, þetta sé, að þú hefur tekið eftir því að fólk sem er samviskusamt og kannski svona vel upp alið eða telur sig vera vel upp alið, ég veit ekki hvers konar svona hefur eitthvað séð svona í uppeldi, eitthvað sem foreldrar, einhverja vítarhingi í okkar svona samfélags eða uppeldismálum sem að, eða umgengni okkar við ungt fólk til dæmis, sem að beinlínis ítir undir svona? Sko, það sem að mér langar kannski að nefna því stundum við að tala eins og ungt fólk að þetta sjálfur hræðilegt ástand, ófremdar ástand, en í rauninni eru börn kannski samt hvergi öruggari heldur en á Íslandi og það passa mjög vel upp á börn í dag og það margt orðið betur en áður, það minni unglingadrykkja, það minna það að þú eignist börn langt fyrir aldur fram og svo framvegis, en það margt hefur lagast, þau eru orðið mjög meðvituð, það hefur verið mikil og góð fræðsla í skólum, þannig að það margt gott að gerast, en stundum því miður þá, sko, þegar eitthvað þá ekki gott að fólk þurfi að sko, bíða í 2 ár eftir greiningu. Því það getur alltaf haft skelfilegar afleiðingar eða þegar margt búið að tilkynna að aðbúnaði barnsins slæmur hjá barnavernd og það gerist ekki neitt sem enda líka með óskum. Þannig að þetta akkurat, þannig að það margt sem hefur farið batnandi hjá börnum og unglingum. En ég kannski má segja að þessi tvennt sem ýt undir kvíðaraskanir og það ofverndun og vanverndun. Þannig að segja, sko, og við þurfum aðeins að huga því í dag að við þurfum svo mikið að passa að það gerist alltaf neitt slæmt og við erum stundum Íslendinga að koma þess að hugmynda að það eigi bara ekkert slæmt að gerast og þá sé bara það einhverjum að kenna, sko, sem það náttúrulega stundum, en samt nú bara lífið erfitt að það gerist alls konar og við verðum fyrir áföllum og svona, en sko, til dæmis kvíðinni foreldrar, þeir eiga svolítið sérstaklega til að ofvenda börnin sín. Það hefur verið sýnt fram og þeir til dæmis klifra minna með börnunum sínum og að brýna fyrir þeim að passa sig og alls konar eða gera hluti fyrir þau. Og það getur ýtt undir að þau þróa með sér hugmyndina að ég ræði ekki við hlutina sjálf, ég þarf að fá einhvern annan til að gera það fyrir mig. En svo það líka vanverndun, barnið vanrækt að það útsett fyrir, það í kannski einhverju umhverfi þar sem að það veit aldrei hvenær foreldri brjálast eða það neyslað eitthvað, þannig að það getur líka ýtt undir hugmyndina að maður hafi ekki stjórn og stundum þá ekki árætt að tilhund þess að öðla stjórn allavega einhverju svona sviði í lífið mínu, ég get þá allavega raðað bókunum í bókaskápin rétt eða einhvern veginn, þannig að það þessi millivegur, sko. Já, og þetta eru þessi svona bjargráð barnanna sem að reyna, þetta heilin sem að reyna að vernda börnin sem eru einhvern hátt, þetta einhvern hátt þetta foreldravandamál, eins og þú ert að lýsa því, sko. Þetta umverulega svona fer kannski og vandamál foreldrana þeirra foreldra og samfélagsins, þannig að það og það mikilvægt að segja, sko, flestir gera eins og vel og þau geta, foreldrar, við gerum eins vel og við getum og kunnum, en við erum einmitt eins og þú segir, undir áhrifum þess hvernig við vorum alin upp, við höfum einhvern veginn fengið með móðumjólkinni ákveðnar hugmyndir sem að stýra svolítið því hvernig við öktum sjálf. Og stundum reynum við náttúrulega að gera það líka þveröfugt. Og stundum líka skömm í fjölskyldum, það eitthvað svona, þú veist, geðveik í þessari ætt og þá svona fólk einhvern veginn reynir bara, eða fíknivandi eða annað, þá náttúrulega byrja fólk einhvern veginn að bara reyna að lappa upp á allt og gera gott úr öllu og kannski ekki að leita sér hjálpar heldur. Já. En þið eru það hjá kvíðameðferðarstöðinni að bara þið eru með svolítið átak í vetur ekki, að svona reyna að
hjálpa fólki að losna út úr þessum vítarhingjum sem þráhyggju áráttu, þetta heitir það, þetta heitir ekki dröskur leikur. Sko það svolítið misjant, ég reynir sjálf að forðast raskanatal mikið, þó ég sé lind greiningum, þá finnst mér samt kannski óþarf að tala mikið raskanir eða geðsjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, þannig að þess vegna finnst mér fallir aðeins, en sumir segja þráhyggju röskun. Það er líka alveg rétt, sko. Já, mér finnst bara gott þráhyggja, svolítið erfitt að segja þetta, þráhyggju árátta og ensku það ekki OCD, skamstafað, já. OCD, fólk vil líka googla það svona. Já. Og þú ert yfirsálfræðingur. Já. Og líka rithöfundur og bara, ég get bent á margar af þínum, hvað hefur skrifað margar bækur? Ég held að 75. Já. Hver er nýjasta? ADHD fullorinn. Akkurat. Og já, ég er búin að lesa hann, ég mæli mjög mikið með þessum bókum og þakka þér innilega fyrir að koma til okkar að Rauða borðinu, Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur á kvíðameðferðarstöðinni og rithöfundur og bara kannski kemur aftur til okkar og segir okkur svona, tekur stöðuna hvernig jólin, hvernig staðan er svona í þráhyggju áráttunni hjá Íslendingum og kvíðanum, sko. Já. Takk fyrir mig. Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur á kvíðameðferðarstöðinni, þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar og hjálpa okkur að vaknandi vitundar þessa vítarhingi sem við kannski getum bara stokkið út úr í staðin fyrir að stökkva út gluggann og við segjum þetta gott, þakkum hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur eftir og förum í næsta dagskrálið eftir nokkra mínútur. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, nú ætlum við að tala, við getum sagt umhverfismál, við ætlum að tala geirfuglinn og þá tölum við náttúrulega við Gísla Pálsson sem skrifaði bók geirfuglinn. Ástæða fyrir því fekk því að hérna hafa verið að tilnefna bókina þína til ágætisverðlauna. Kemur seinni ljós hvort þú fáið þau. Þau heita The Royal Society Trivedi Science Book Prize. Og þarna hafa menn unnið verðlaun eins og Stephen Hawking og Bill Bryson sem kannski fekk hann það fyrir bók sína allt, en hann er kannski þekktari sem ferðabókahöfundur. Herðu, en ég fekk þig að því að mér langar að því að sagan geirfuglinn er eina af svona stóru sögunum, sko. Og það var það þannig að með því að segja sögunni geirfuglinn, þá var þetta að segja svo stóra sögu í kringu það. Þetta er eiginlega maðurinn og náttúran og hvort að maðurinn getur verið hættulegur náttúrunni og hvort að við séum gæslumenn sköpunarverksins og endalaust. Þú finnur það náttúrulega það sem þú ferð að þetta er eitthvað við þessa sögu sem að hún flýgur þessi saga, þótt að fuglinn hafi ekki flogið. Já, ég hefði aldrei sögt mig svona onni á þessa sögu nema ég hefði skynjað að þetta væri svo margt í henni, sko. Eins og þú segir, umhverfismálin og framtíð tegunda og sem kannski aldrei meira á dagskrá heldur akkurat núna. Nei, einmitt. Og það vildi þannig til, sko, að menn höfðu skynjað að tegundir höfðu verið til sem að voru horfnar. Það voru steingervinga uppgötvun, Cuvier frægi og fleiri og slatt af svona dínósárum og kveikindum sem ég kann ekki að nefna fundust á ströndin í Devon á Englandi. Þannig að menn voru furðulosnir. Biblían sagði að tegundir sem að skaparinn hefði búið til, þær myndi ekkit hverfa, en svo sáu menn að þarna voru leifar dýra sem að enginn kannaðist við að hafa séð. En svo kemur hitt að
menn sögðu lengst af sko þetta hlýt að vera náttúrulegum aðstæðum sem að þessa tegundur hurfu og það sama myndi gilda áfram. Eins og á þessu risaeðlurnar, það ekki okkur að kenna þær hurfu? Nei, einmitt, það eru loftsteinar eða eldgos eða eitthvað fjandinn. En svo kemur saga geirfuglsins til sögunar og í kjölfar Íslandsferðar tveggja Breta, Wallace og Newtons 1858 þá fara svona að renna tvær grímur á menn og annar þessara manna, Newton, hann verður þekktur náttúrufræðingur og berst fyrir náttúruvernd og mætir á þingfundi og svona stofnar tímarit og hérna það er honum að þakka menn fara svona í alvöru að hugsa það að tegundir geti horfið á sjónarsviðinu af mannavöldum og fyrst og það er ekkert fyrir geirfuglum svo hugmynd eiginlega ekki til fyrir en að hún mótuð í kringum hvarf geirfuglsins hún er sjálfsagt til sko bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi að þetta sé möguleiki en þetta er varla tekið alvarlega og Newton stendur í þrasi við þekkta náttúrufræðinga í Bretlandi. Richard Owens var einn þeirra og ég rekk þetta aðeins í bókinni og það er alveg skýrt. Owens sagði að geirfuglinn, hann vissi af eldgosinu við geirfuglasker 1830, þá hvarf aðal varpstaðurinn við Ísland og Owen vissi af því og sagði sem svo að þetta fuglinn hefur bara horfið vegna náttúrulegra aðstæðna hvort sem það er eldgos eða vannæring eða fiskigengd eða eitthvað svona og en Owen sagði þetta en Newton sem sagt er harður á því að það sé eitthvað meira að ske og menn skuli hlusta vandlega og skoða vandlega og saga geirfuglsins sýni það. Síðari rannsóknir erfðafræðilegar hafa sýnt að það er nokkuð líklegt að Newton hafði rétt fyrir sér að sem sagt erfðabreytileiki geirfugla var nægilegur til þess að lifa af náttúrulega sveiflur í Norður-Atlantshaf. Þannig að það er svona... Síðan í sögunni svona drápið á síðasta geirfuglnum. Já. Sem að gerir þetta náttúrulega svona... Já, það verður svona... afgerandi sögu. Já, það verður svona drama sem einhvern veginn hillar marga og það var að vísu Dódófuglinn áður. En það er lítið hann vitað og fáar minjar til. Og engin almennileg mynd og það fram til göttunum. En það er geirfuglinn sem sagt sem að setur aldauðan á dagskrá. Og bæði geirfuglinn sjálfan og svo sem svona eins og tákmyndum eitthvað sem getur gerst. Hann verður svona menningalegt fyrirbæri. Það eru sko á söfnum er hún flaggað og bara fyrir nokkrum dögum að mér að berast póstur með frímerkjum frá ýmsum löndum, meðal annars nokkur löndum Afríku, þar sem maður getur ekki ímyndað sér að geirfuglar hafa komið sögu. Hann hefði ekki komið þar við? Nei, það er fullt af frímerkjum hjá ýmsum þjóðum sem að eru með mynd af geirfuglum. Og þá líklega út af þessu að hvort að maðurinn geti eitt lífi, þetta er svo stór saga. Já. En geirfuglinn var ekkert bara hér, hann var líka á Suðurhvelinu? Nei, það er ekki geirfugl, það er allt önnur tegund. Varst þú ekki á okkur svona geirfuglanámstefnu eða ráðstefnu á Nýja-Sjálandi? Nei, Nýfundnalandi. Nýfundnalandi, já, fyrir ekki það. Allt í lagi. En það eru reyndar tegundunum ofta rugla saman, sko, þessi penguin sem að nú lifa á Suðurskautslandinu, það er allt önnur tegund en upphaflegi penguin var geirfuglinn á norðurslóðum. En það var einhver World Ocean Week núna held ég í júní og áhugamenn
geirfuglin á Nýfundalandi, efndu til mannfagnaðar og fullt af listaverkum ég fór þangað og Guðný kona mín og í boði heimamanna og þeir vildi að ég kæmi og talaði geirfuglin. Þeir vissu að þarna var fuglinum slátrað á 16. og 17. öld, í 1000-tali það voru nýlenduveldin og heimurum var búið að opna hann og landnámið komið til sögunar og þarna voru áhugamannafélag, þetta mjög virt á Facebook og það voru 100 manna sem tóku þátt í þessu á einni Fógó sem fyrir norðan, þetta lítil eyja fyrir norðan sjálfa Nýfundaland og ótrúlega margt að ske, listaverk og áhuga fólk og professionalistamenn að gera gjörninga og myndir og rosalega gaman að taka þátt í þessu. Ég flutti 3 fyrirlestra í ferðinni og það gekk allt vel og það sýndi hvað kannski það með Nýfundalands fólkið eins og okkur ákveðið samviskubit. Fuglinn féll hjá okkur og við keyptum einn uppstoppaðan fugl 1971 eftir mikla söfnun og fyrir mikla fjármuni. Nýfundalandsmenn vita yfirleitt að þeirra sögu að sem sagt tegundin nánast útrýmt þar fyrir á öldum og það sem eftir af stofninum er einfallega smáir hópar við Ísland, Skotlandi, Noregi. Megin stofnin verið við Nýfundalandi? Já, og þar var mest veitt? Já, og það var eyja sem að hét Funk eyja eða Bird Island, skammt frá þessari Fógó eyju og ég komst ekki þangað vegna þess að maður þarf sérstakt leyfi og það er erfitt að komast í land og rándýrt. Þetta er svona eins og að fara út í Eldey hér, það er ekki heiklum hent. En hann var líka vetur á Fógó þar sem ég var í 4 daga og þar fór ég á þessar slóðir og hitti fólk sem vissi allt sögu geirfuglsins þar og það er mjög merkileg saga og eitt af því sem ég fannst merkilegt og ég hafði hugmyndum en vissi ekki fyrir þarna að fyrir komu Evrópumanna á 16. öld þá veittu indjánahópar á Nýfundalandi geirfugla eða sóttu allavega út í þessar geirfuglaeyjar og það var aðalega indjánahópur sem hét Beothuk og þeir höfðu eflaust öldum saman siglt á opnum kanóum og sem ekki auðvelt, það er svipað og sigla á opnum árabátum úr höfnum til geirfuglaskers eða Eldeyjar og þessir Beothuk höfðu notað fuglinn í mjög takmörkuðu mæli, þeir voru ekki að slátra og sér til matar en hirtu að vísu sérstaklega egg. En þetta var notað mikið til í trúarlegum tilgangi. Það voru eitthvað sérstök ritual sem að kölluðu á þetta. En Evrópumenn ruddu þeim úr vegi þannig að þarna fór saman þjóðarmorð og aldauði fugls nálega. Og margir hafa sagt síðar að stofninn, þó hann hafi veiðst hér áfram á geirfuglaskeri og Eldey þá voru þetta var svona rest en saga þessara slátrana þeir tala fyrsta skyndibitastaðinn í heiminum sumir svona gantast og þetta voru Evrópumenn voru að ná sér í skyndibita á Funk-eyju áður þeir sigldu til Íslands með veiðifengin sem var fyrst og fremst fiskur. Þannig að þeir sem það söltuðu fuglakjötið og átan á leiðinu og eflaust líka eftir að þau komu heim.
En þannig að geirfuglinn dó ekki út eftir að hafa hitt mannin, heldur bara vestræna mann. Já, nákvæmlega. Það nú einhverjar sögur alls konar dýrategundir sem að lifðu í Ameríku áður en að menn komu þar yfir á sléttunum þar. Það hefur verið nautgripir, kannski svipuð svona landdýr, kjöt mikil og stór og sem að maðurinn bara þurrkaði út þegar hann kom. En síðan kom vestræni maðurinn og þurrkaði út buffalóana sem að þó voru eitthvað til eftir af. En hvað segir þessi saga okkur? Fyrir utan bara hún er náttúrulega áfellist ómur yfir græðgi mannsins og þessari fáránlegu stöðu munur eyða fjármunum í að fella fuglinn á síðustu metrunum. Það er Frakkar og Portugalir sem utan á 16. öld sem tóku þátt í þessum fjöldamorðum, ef svo má segja, á Nýfundalandi. Þeir voru fyrst og fremst að hugsa sko bara fyrir sig. Þeir borðuðu þetta eða seldu á heimliðin, ég veit það ekki. Og þetta verið kostur fyrir sjómenn. Já. Og bændur á Suðurnesjum hafa fyrst og fremst verið að veiða, þetta var partur af sjálfsvistabúskap. En svo er eins og það fari í gang nýtt markaðskerfi sem er markaðskerfi hluta, dýra og alls konar minja og nýlendónum sérstaklega sem að fer fækkandi vegna þess að það hefur verið gengið of nærri forðanum og mönnum verður ljóst miðja 19. öld að geirfuglunum hefur stórlega fækkað. Hann er farinn frá Nýfundalandi þar sem hann var aðalbyggðin og þessi fuglamenn sem voru að eltast við geirfugla, þeir voru bara náttúru áhuga menn og þeir áttuðu sig á því að það væri ekkit víst að vera margir eftir. En það var ekki talað endilega extinction eða aldauða þá. Bændur á Suðurnesjum sögðu við þessa fugla sem kom að heimsækja þá að mennsku fuglana að fuglinn gæti einfallega verið farin til Grænlands eða Færeyja og erfitt að sanna það á þessum tímum, ekkert internet eða neitt. En þannig að menn skynja sem sagt að fuglunum fækkar og leið eru nútíma söfn að taka á sig mynd í Bretlandi og Skandinavíu og Bandaríkjunum. Sem í grunninn er nú bara svona söfn yfir ránfeng, menningarlegan eða úr... Já, yfirleitt. Stólið stundum með valdi og alls konar liðaverkunum. Og þessi söfn er tiltölulega nýtilkomin, þetta er ákveðin hefð, þetta eru stórveldin sem að verða að sanna það fyrir þegnunum og heiminum að þeir eigi þetta og svona líti heimurinn út og flokkunarkerfi Linnaeusar kemur til sögunar og síðan Museum of Curiosities og Wunderkammer og hvað þetta héti allt saman og öll þessi söfn sem voru tiltölulega nýleg þurftu að eiga það sem var sjaldgæft. Það var það sem að hún kom til að skoða. Dótófuglinn var horfinn og hvergi til sennilega, en kannski var þetta ná sér í geirfugl, jafnvel nokkra. Og þessi fuglamenn sem koma til Íslands, þeir ætluðu sér að ná í geirfugl út í Eldey og það sem er merkilegt, og ég rek það sérstaklega í ensku útgáfunni af bókinu minni, að þeir gerðu samning við Eirík Magnússon, sem að var þá í lærðaskólanum í Reykjavík en senda hann austur á fjörðu að gá að fuglum og þeir gerðu við hann samning sem er á 4 síðum í þessum frægu geirfuglahandritum sem eru í Cambridge og ég keypti aðgang að því öllum, bara stafrænt. Og í þessum samningi er nákvæmlega kveðið á hvernig hann skuli haga sér ef hann kæmist í geirfuglanýlendu á einhverjum geirfuglaskeri fyrir austan, Papey eða annar stað, þar sem að
orðfór af geirfuglum og eða fullt til að veggjum, taktu þá bara allt nema eitt kannski eða eitthvað svona eða það voru spriklandi fuglar þá slátraði einum en skildu eitthvað eftir. Þannig að þeir eru sko ekkert með ómikla virðingu fyrir stofninum og gátu vel hugsa sér þrátt fyrir vitneskjuna að stofninum væri að fækka og ætla sér að koma bara ríkir með þetta til Bretlands og setja það á söfn í Cambridge eða eitthvað staðar. Þannig fer fyrir mörgum sjaldgæfum tegundum og minjum sem að nýlendukerfið er að sölsa undir sig og það hækkar verðmætið þeirra og þar með þetta er meira lagt í því að sækja það. Já, og það er svo kaldhæðnislegt að eitthvað svona innbyggt í þetta markaðskerfi að það er oft haft orð á því að síðasti fuglinn, það voru 2 veiddir í Eldey 1844, því síðustu. Annar þeirra fór til Brussel og er þar á Náttúruminjasafni og eflaust seldur fyrir töluvert fé á þessum tíma en hann er talið það verðmætur í dag að safnið treystir sér ekki til þess að hafa aðgang að hennu fyrir almenning. Það er svona eins og gullmóli sko. Og eflaust fáránlega háir prísar á þá sjaldan þetta kemur á markað. Það er ekki fleiri fuglar. En mennirnir og stofnarnir sem stóðu í þessu heldurðu að hafi gert sér svona, hvað við segja, fullkomna grein fyrir að þeir gætu verið að þurrka út heila tegund af því að það er svona munur á því að vita sko, það er flókið dýr mannskepnan eða þú veist að menn geta selt sér að nei, þetta er nú valla síðasti ykkur sagði hann væri kannski í Grænlandi og hvað heldurðu að þau eru alltaf fyrir þér hvort að menn hafi gert þetta algjörlega með köldu blóði eða og sagt bara, ég meina ef einhver verður til að borga mig fyrir þetta þá eyði ég þessari tegund. Já, ég held að menn hafi gengið ansi langt vitandi hvernig þetta myndi fara en eins og þú segir. Og meta þá kannski ekki nein verðmæti þessara tegundar, að nóga tegundum. Já, einmitt. Ekki heimur verri og það vantar geirfugl. Nei, hvaða gagn gerir hann? Já. Matur, búið. Já. Jú, það er sjálfsagt alltaf sko, það er einhverju sem að sjá sér tækifæri að hagnast snögglega, jafnvel að góma síðasta fuglinn og fá bara gott verð, en smátt og smátt þá vaknar svona vitund hættuna af aldauða og í dag blasir við allsherjar aldauði, 7. aldauðin í sögunni og menn vilja auðvitað varast hann að menn þekkja kúrfurnar og það eru svo margar tegundir sem falla hverju ári og næstu 10 ár sko mun þetta alveg eskalera eins og allt annað á þessari mannöld sem að út af því hvernig við framleiðum mat og hvernig við umgangumst náttúruna að þá er vitað að það er að þurrkast út tegundir en það er ekki að hægja á því. Alls ekki og þessi hnattræna hlýnun hefur alls konar óskunda í för með sér, storma og hækkun sjávarborðs og auðvitað ógnar þetta lífríki margra fugla og margra tegunda. Þannig að við höldum áfram og ég bara velta fyrir hvort að setja eitthvað að velta fyrir sér út frá sögunum geirfuglinn. Hvort það séu sko viðbröðin við þessu, að það er vitað að óbreyttu þá munu tegundi hverfa. Þá segir fólk eitthvað, já ég meina skiptir það einhverju máli, það er ein afstæða. Eða tegundir hafa áður horfið á öðrum ástæðum og veist, það komið loftsteinn og þurrkaðist út. Ég er bara velta fyrir mér svona því að það er svolítið svona magnað viðbragðsleysið sko. Það er rétt og allstaðar og svo er alls konar svona afsakanir þessi, hvað maður kalla, exceptionalismi hjá Íslendingum. Maður heyrir núna alls konar fólk segja að sko hnattræn hlýnun hafi ekkert með Ísland að gera og áhrif okkar séu hverfandi. Við getum haldið áfram að keyra
bíla sem eru knúnir af eldsneyti sem eyðir lofthjúpnum og Það opna svona mörgun í kólaver í Kína og Indlandi. Já, það munar ekkit okkur, sko. Við skulum bara klára þetta. Og eflaust það þannig víðar, ekki bara smáþjóðir heldur. Bandaríkin náttúrulega eins og maður sér í forsetakosningum. Trump hefur engan áhuga á hnattrænni hlýnun eða umræðum það. Þannig það sé kannski svipuð hugsun og hjá þeim sem að drápu sér það gerfuglinn. Það munar nú allavega hennan eina. Það var eiginlega svona blinda fyrir stöðu okkar í heildinni eða ábyrgð eitthvað sluðis. Já, það munar ekkit endilega okkar framlag, við skulum bara kýla á þetta og klára þetta hér, svo verður heimurinn að græja sig. Það þessi þröngsýni sem að fer illa með lífríkið. Og heldur að það sé ástæðan fyrir því að þessi saga heyrist frekar núna en áður? Sem þú skrifaði, það ástæðan fyrir að þú skrifaði bókina, ekki? Já. Þú varst ekki með bara áhuga á þjóðlegu fróðleik? Nei, nákvæmlega. Ég hafði verið í rannsóknarverkefni í Oslo. Það var svona fólk mannfræðingar sem höfðu áhuga á samskiptum manna og annarra dýra. The other than human oft talað nú orðið, sko, því að menn að forðast þessa tvíhyggju, það alltaf menn og dýr, við erum auðvitað dýr og við erum alltaf að klappa öxlin á öllum öðrum kvikindum, jafnvel nánustu skild mennum okkar, öpum og kannski kviknaði þessi hugmynd þá í þessari Oslovartvöl en ég hafði lengi haft áhuga á tengslum manna og dýra bara í minni mannfræði því að ég kennt umhverfis mannfræði þó nokkur ár og ég hafði mikinn áhuga á fuglum þegar ég var krakki valsaði Heimaey með sjónauka og myndavél með vinnum mínum Týndur ekki egg? Jú safnaði eggjum, það var í Landeyjunum ég átti meira segja áltaregg sem er nú glæpur í dag og blés úr eggjum og Tókstu þitt eigið náttúrugripasafn? Já, það var eins og ég hef sagt á Prentegstaðar minnsta wunderkammer í heimi, það var svona skókassi með hálm í botninum og ég veit ekki, kannski 10 egg en svo einhvern veginn týndist það þegar foreldrar mínir fluttu til höfuðstaðarins en já, ég held að alltaf blöndað í mér eitthvað áhugi á fuglum en svona aldrei gert það alveg, ég ekki fuglanörd þó ég hef nýlega eignast góðan sjónauka og fylgist svolítið með en kona mín bendir mér oft á það, ég svona veiti umhverjum öðruvísi athygli en flestir ég svona, mér verður starfsýnt á fugla af einhverjum ástæðum en fuglar eru líka dálítið sérstakir, þeir eru taldir svona eins konar kanarífugl í vistkerfi heimsins og þeir eru fljótir að falla fyrir alls konar áföllum í vistkerfinu þannig að menn skildu hlusta mjög vel þegar þessar kurvur allar fara bara hætta að lúta stjórnir sem að segja og fuglategundi fara að falla þá er eitthvað að og annað kemur í kjölfarið en svo hef ég líka pælt töluvert í það er alltaf þessi hroki homo sapiens að við séum hafin yfir allt klappið og það er alveg margra alda hugmynd Meinar það að við getum alltaf bjargað okkur að við séum ekki háðir náttúrunni, er þetta að meina það? Já, og eða við bara finnum alltaf einhverja lausnir? Já, líka það, við finnum alltaf einhverja lausnir og við teljum okkur óendanlega að trúa okkur sjálfum? Já, við höfum sem sagt vitsmuni sem séu stigi ofar heldur en hjá öllum öðrum kvikindum. Það var eitthvað sem að bendi á að það voru við sem að skýrðum okkur hinn vitibortum maður, það var engin annar þannig að það er ekki lýsandi yfir sjálfstrust. Svo er alltaf að koma betur og betur í ljós að aðra lífverur hafa ótrúlega færni og við náttúrulega kannski byrjuðu með að skoða skyldustu
prímatategundirnar og kenna öpum að tala og segja hljóð. Komist fljótlega að því að bara talfærin dugði ekki og þá var nota merkjamál, tákmál, alls konar svona kunstir en mönnum var þó margt að þessu væri sko fáranleiki, þá var mönnum fljótlega ljóst að aðrar tegundir höfðu alls konar gáfu sem við jafnvel höfðum ekki og þessi þannig að það er svona slegið á þennan hroka okkar að hefja okkur yfir allt verkið. Og allt það besta í sköpunarverkinu hafi einhvern veginn safnast fyrir í okkur, það er ekki alveg þannig. En hérna, að þú ert að skoða svona þessa stöðu, hvernig horfur á svona á framtíðina? Er það vonast eftir einhverju skyndilegri vakningu meðal fólks? Eða? Já, maður verður að gera það. Öll merkin eru slæm. Það er svo margt að ske og margt að fara. Og hérna manni falla stundum hendur og ég skrifaði bók fyrir eitthvað eiginlega það leyti sem ég var að byrja á fuglabókinni sem ég kallaði The Human Age. Beðin að skrifa það fyrir erlent forlag og fara í gegnum þessa mannöld alla og ég settist yfir það bara mánuðum saman að rannsaka hvað menn vissu umhverfisvandann og hvernig þetta hefði komið á dagskrá og hvers konar framtíð blasti við og þetta var svona óhugguleg lesning og ég held að fáir nenni því að setja sig onni þetta. Ég varð að gera það þegar ég varð að skrifa bók sem að stæði svona sæmilega Þið var sagt að gera það? Já. Þið var sagt að gera það? Já. Bara við skila innan hálfs árs eða eitthvað og hérna þá var mér ljóst sko hvað kurvurnar eru allar greinilegar og allar þessar efasemdir að það sé hitna undir rassinum á okkur séu fyrra og hérna mér var ljóst að hversu alvarlegt þetta er og það voru og eru sífelldar fréttir af stormum og veðrakerfi heimsins er bara að fara úr skorðum eða hefur einhvern tímann verið í skorðum og þetta hefur stórkostlegar afleiðingar á all lífríki en ég passaði mig á því í lok þessarar bókar The Human Age að gefa jákvæðan tón og myndi á það að á miðöldum hefðu ísaldir geisað Evrópu og menn hefðu með Hollandi og víðar með samtakamætti bara brugðist við vandanum og skemmt sér, dansað á skautasvellinu og svona var að reyna að minna á það að það er ótrúlega margt sem að við getum með okkar vitsmunni og tækni og það sé von og ég þykir sjá von í ungu fólki, Greta Thunberg og hennar kynslóð að þetta fólk einlægir aktivistar sem þekkja fræðin og pólitíkina og vita hvað er að ske að þau beri gæfu til að snúa kúrsinum. Teiknin er ekkert góð. Hvernig varst að skrifa þessa bók? Ég held að hann hafi komið út fyrir 4 árum. Það var eiginlega, hún svona, það skaraðis glíman við fuglinn og þessi glíma. Þannig að sömuleyti ef ég hugsaði þetta saman. En það er makning meðal ungs fólks, hluta því og það er svona barátt í gangi en það er líka upplifir maður viðbrögðu því bara varnir óbreytt kerfis og það þar eru menn líka bara að æfa sig og reyna að
beita alls konar bröðum til þess að koma í veg fyrir að það verði breytingar. Já, sannarlega, það eru olíukongar og ég líki þess oft við tóbakið, sko. Smátt og smátt varð mönnum ljóst að tóbaksreykingar voru kölluð á lungnakrabba og fleira og tóbaksrektendur og sölumenn keftust við að fullvissa fólkum þetta væri allt í lagi og jafnvel bara hollt og þangað til blaðran sprakk. Væntanlega var það blasti svo augljóslega við, sko, lungnakrabbi og það var ekki lengur hægt að þagga niður í læknisfræðinni sem benti á þetta og þá verður menn að horfast í augu við á. Ég býst við að eitthvað slíkt gerist svipað. Það er náttúrulega gífurlegi fjármunir settir í það að ljúga okkur og villum fyrir okkur. Bara það er allt í lagi að keyra á díselbílum og hefur engin áhrif og svo framvegis en þetta er að setla inn en það er bara spurning hvort við föllum á tíma því þetta gerist það ört og ekki víst að við náum að ná tökum á þessu sem heimssamfélag áður en allt er seint. Því að andstæðan við breytingarnar er mikil, það er ekkert víst að þetta sé svona og ef þetta er svona þá er ekkert víst að það sem að við gerum getur breytt ykkur og ekkert endilega víst að það sem að þú ert að biðja okkur að breyta skilja ykkur árangri. Þú veist, við getum haldið svona áfram, þetta er bara það sem er bara rullar. Það er bara elta rökið þangað til að eftir verður eitthvað svona bara eins og fólk eigi bara yfta öxlum og gefast upp gagnvart andanum, sko. Það er bara verið að reyna að ruggla á öllum stigum málsins. En þú hefur trú á viðspyrnu þrótti mannsins að þegar að ég tekið dæmi það hérna við Rauðaborðið að Palestínumenn segja að þessu aldrei nær frjálsir Palestínu heldur en núna sem að hljómar bara einhvern veginn sturlað. En það er byggt á því að það er ekki hægt að fara lengra í þessa áttina að nú hlýtur viðspyrnan að koma. Þannig að sömuleitt er það sem þú ert að segja er sambærilegt að við erum komin svo langt í þessu að nú hlýtur viðspyrnan að verða heimska, getur ekki farið með okkur lengra, það hlýtur að vakna vitt nema við bara degjum út eins og geirfuglinn. Já, eða þessi kurva, sko, ef sem sagt ef við ráðum ekki við loftslagsvandann innan þess tímaramma sem að virðist blasa við, sko. Já, þá erum við komin inn í einhverja veröld sem við þekkjum ekki alveg og við veitum ekki hvernig mun virka. Nei, og búið að útrýma palestínumönnum eins og beóþökk indjánum og geirfuglum fyrir á tímum. Já. Herðu, Gísli Pálsson, alltaf gaman að fá þig hingað. Þakka þér fyrir spjallið. Takk. Já, þetta er þá lokinn hjá okkur í kvöld. Ég þakka Gísla aftur og öllum gestunum sem hafa hingað komið og ég þakka Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi Egilssyni fyrir að hjálpa mér við að búa til hennar þátt og Petri Fjellsteð og Laufi Ólafs fyrir að taka upp og senda út og ykkur sérstaklega sem hafið hort og hlustað og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna á tvennan hátt, annars verður að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar, þannig breiðist samstöðun út með góðri afsvörn. Þið getið sagt frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á síðum sem eru undir nafni samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpsveitum, bæði sem samstöðin og líka undir nafni einstaka þátta í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran, spilari.is á netinu og spilarinn er líka app sem mann hlaðinur í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ef þið vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. En það sem er jafnt mikilvægt er það að hluti áhorfenda og áhorfenda hafa gerst áskrifundur hér og eru þar með að byggja raunverulega upp samstöðuna.
Það kostar 2.500 krónur á mánuði að vera áskrifandi. Mér finnst þetta sé frekar lágt verð. Ég held að sé hátt í 10.000 krónur sem að kostar að áskrifandi á mokkanum. En ef þú vilt slást í hópinn og vera í liði með þeim sem að raunverulega eru að bjóða þjóðinu upp á samstöðun og allt efni sem hér, þá getur gerst áskrifandi með að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þú ítir á hann, þá getur þú skráð þig fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, sem er fjölmiðill í eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta er búið í bili. Á morgun verður rauðaborðið klukkan 16 eins og alltaf á föstudögum, þá verður vikuskammtur, þá kemur hingað hópur af fólki og ræðir fréttir í vikunar. En þangað til, þá segi ég bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.